Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudagskvöldi. Það margt í boði í kvöld. Hérna aftast í þættinum að þá koma þær til mín Sonja Þorbjörnsdóttir sem formaður BSRB og Tatjana Latinovits sem formaður Kvenréttindafélagsins. Það var kynjaþing á laugardaginn og ég ætla að ræða við þar þingið en kannski enn frekar svona stöðunni á kvennabaráttunni, hvernig hún að breytast og þróast. Björn Þorláks mun ræða hér við Ástu Lóu Þórsdóttur einkum fátækt og Ásta Lóa þingmaður Flokks fólksins og formaður hagsmunasamtaka heimilanna. Það ætla að ræða fátækt og hvernig tekið á henni í íslensku samfélagi. Ég hef rætt hérna við forsetaframbjóðendur svona þau mál sem að þau leggja sérstaklega áherslu á og í kvöld komið að Ástóri Magnússyni og ég ætla að ræða við hann frið eða við getum líka sagt ófriðarhorfur, stríð í heiminum, hættun á því að Ísland verði skotmark í kjarnorkustríði sem að Ástór telur bara nokkra líkur á að gæti brotist út ef að átökin í Úkraínu halda áfram, ef NATO fer að senda flugskeyti inn í Rússland og Rússar að svara með, mögulega kjarnorku árásum. Skjaldborg hátíð sem haldin á Patreksfirði heimildamindir þar sem fjallið það öskrar, heimildamynd snjóflóðið í Súðavík, fékk áhorfendaverðlaunin. Þeir koma til mín hérna Daniel Bjarnason sem leikstjóri og Aron Guðmundsson sem meðframleiðandi en myndin að hluta til byggð á heimildamyndaþáttu sem hann gerði fyrir útvarpið og Hafsteinn Númason sem misti 3 börn sín í snjóflóðinu. Þetta mjög dramatísk mynd mjög sársaukafulla atburði og ég ætla að ræða við á félaga þetta, myndina og atburðina sjálfa og kannski hversu löng leið það getur verið að berjast fyrir réttlæti eins og Hafsteinn hefur gert. Það var bara strax eftir snjóflóðið fór hann að benda á það að fjölskylda hans verið fullusum það að þau byggu á öruggusvæði en það reyndist ekki vera að það eitthvað mjög dularfullt við það hvernig var ákvarðað hvar væri öruggt svæði og hvað ekki. Við ætlum að fjalla svona skoðanakannanir og mögulega kosningaúrslit með tvennum hætti. Seinna í þættinu þá koma til mín Þorkell Helgason starffræðingur og helsti sérfræðingur Íslands í kosningakerfum og Þorvaldur Gylfason sem mikill málsvari nýrrar stjórnarskrár enda satt hann í stjórnlagaráði og við ætlum að ræða írsku aðferðina sem kannski var ekki alveg lögð til í tillögum stjórnlagaráðs en samt svona vísaði hana allavega frá því kerfi sem við notum í dag til þess að velja okkur forseta. Reyndar það þannig að Katrín Jakobsdóttir lagði það líka til í sínum tillögum sem hún lagði fyrir þingið en sem komust reyndar aldrei til umræðu að við beittum öðrum aðferðum við að velja forseta en nú gert og það gert þá með þeim hætti að kjósendur fá að númera frambjóðendur velja einhvern helst og svo númer 2 og 3 og upp í 12 í okkar tilfellinu núna og síðan reiknað þannig að þegar svo fyrsti dettur út að þá auka atkvæðin hans deilast á milli þeirra sem eftirsitja og svo heldur áfram þangað til að einhver frambjóðandi komin yfir 50%. Það kannski svona athyglisvert að miðað við að Katrín lagði til að taka upp þetta kerfi að í samkvæmt könnun maskínu frá því síðustu viku þar sem að þáttakendur fengu að greiða atkvæði með írsku aðferðinni að þá hefði Katrín þótt hún hefði fengið flest atkvæði í fyrsta vali þá hefði hún ekki náð kjöri og hún endir raunverulega í 3. sæti miðað við þessa írsku aðferð. Ég ætla að ræða við þá Þorkell og Þorvald svona þessar ólíku aðferðir, hvað liggur svona réttlætið í þessu og af hverju stjórnlagaþing lagði til aðra aðferð heldur en við notum í dag. En áður en að þeir koma þá kemur hingað til mín hann Baldur Héðinsson sem hefur stendur fyrir kosningaspám. Við ætlum að fara svona yfir stöðuna samkvæmt skoðanakönnunum og kynna svolítið hans kosningaspá, hvernig hann tekur kannanir ólíkra fyrirtækja og síður það saman eftir einhverjum formúlum og fær út svona meðaltals en samt ekki
meint meðaltalsspá því að kannanir hafa misjafnt vægi hjá honum. Annars vegar skoða það hvernig staðan er í könnununum, hvernig hún hefur þróast í kosningabaráttunni og síðan það sem að Baldur reiknar út eru svona líkindin á því að tiltekni frambjóðundin á kjöri. Þetta er allt í boði hér í kvöld eftir örstuttar auglýsingar hér eftir, en áður en að þeim kemur þá vil ég minna á eins og ég ger alltaf að samstöðin er tilraunaverkefni sem að við tökum þátt í sem eru með þætti hérna og líka þau sem eru hinum með myndavélarnar og þið sem að eru að hlusta og horfa að óglindum gestunum okkar. Saman búum við til það sem heitir fjölmiðlun, breytum umræðu yfir í fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur við að byggja það upp með að benda vinum og vandamönnum á efni sem einhver líkar hér og sagt þeim að það má finna efnið okkar á Facebook og á YouTube og í öllum hlaðarsveitum. Það má finna okkur í útvarpinu á FM 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þar útvarpssendingar líka á netið, spilari.is er á netinu og svo er spilarinn líka app sem maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslensk útvarpsstöðvar hvar sem er í heiminum, allstað það sem er net. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru svo lukkuleg að skipta við síman, þar erum við númer 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki einhvern tímann bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni samstöðurinnar 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðurinnar. Þið sem að vilja taka þátt í að byggja upp samstöðuna, hafi trú á samstöðunni sem umræðu vettvangi og fréttamiðli, geti gert áskrifundur. Það kostar 2.500 krónur. Þið farið þá inn á samstöðun.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift, þar getið þið skráð ykkur, þið megið borga meira þið viljið og þið sem er kjósið getið láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðl í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. En þetta er nóg í bili, framundan er örstutt auglýsingahlé og svo vindum við okkur í umræðu forsetakosningar og svo tökum við fyrir önnur mál. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum er eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Gerist áskrifundur á samstöðunni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Það eru forsetakosningarnar sem við höfum rætt hérna með ýmsu móti hérna við Rauðaborðið. Nú ætlum við að horfa í kannanir, horfa í tölunar og við fengið hingað Baldur Héðinsson sem heldur út í vefnum kosningaspá.is og við gert það lengi. Já, alveg fjölmargar. Já, þarna tekur hérna ólíkar kannanir frá ólíkum fyrirtækjum og síður að einhvern veginn saman. Og eftir hverju ferðu, eru þau allar jafngildar eða metur hérna vægi Gallup meira en prósent og þar frem til göttunum? Já, það eru í rauninni 3 þættir sem spila það inn, hvernig vægi er reiknað út. Það er þú veist, könnunar aðilinn er eitt, það er hérna, það sem maður gerir er maður skoðar hvernig þessir aðilar hafa verið að spá fyrir
fyrri kosningar eða þú veist, þær kannanir sem þeir hafa birt í aðdraganda kosninga. Það getur verið svolítið erfitt vegna þess að síðustu kannanir hjá þeim oft, það var fyrir einhverju síðan, þá byrjuðu þeir að ringja en hafðu notað netkannanir þess fram að því. Þannig það getur haft áhrif á að síðasta kannunin þeirra getur verið einhvern veginn betri heldur en það sem að dæla út reglulega. Algjörlega, ég leyfi þeim samt bara að ég tek inn kannanir og ég er í rauninni ekki mikið ég leyfi þeim að nota sína aðferðafræði. Ég ætla ekki að vera að gefa aðferðafræðin einhvern, en ég skoða könnunar aðilann og reikna út það sem er kallað pollster introduced error, sem erum að sjá í rauninni meira frávik heldur en svona þetta sem við ættum að sjá fræðilega og þá gef ég þeim þannig sé einhvern út frá að bera saman þetta frávik, sögulega frávik sem að þessir aðilar hafa séð. Sá sem hefur staðið sér illa í síðustu kosningum að hann fær minna vægi á þér. Já, vissulega. Og líka, svo eru náttúrulega bara líka nýjir aðilar og þá byrja ég á að gefa þeim bara varfærið mat. Þú þarft að sýna það í nokkur skipti að þú getur framleitt áreiðanlega kannanir áður en að ég fær að gefa þér einhvern gæðastimpil inn í þetta meðaltal. Svo skoðum við líka bara hversu gömul könnunin er. Það eru misgamlar. Það var til dæmis í síðustu viku, undir lokvikunar, þá kom MMR með maskína, með könnun sem hafi verið tekin bara á 2 dögum og var eiginlega svona líklegust til þess að sýna okkur eitthvað svona reyfingu sem var, og þá daginn eftir kom Gallup með könnun sem var tók viku og við erum líklega að reikna með því að mesta svörunum komi á fyrri tímabilinu, þannig að öllum líkjöndum var svo könnun bara mun eldri. Jú, og þá kemur Gallup-könnunin inn þegar ég er að reikna út vægið fyrir á þessum tímapunkti þegar þessar 2 kannanir eru nýkomnar út, að þá fær maskínukönnunin, hún fær í rauninni hærra vægi út frá tímafaktornum af því að gögnunum er safnað þarna til á stuttum tíma, þannig það er styttra í svona miðgildið á tímanum þar sem er verið að framkvæma könnuna miðað við að Gallup-könnunin akkurat, hún reiknast sem eldri af því að hún er með lengra tímabil. Og ég nota miðpunktið þarna, það er bara einföld aðferð og ég veit ekki hvernig svörin kom inn, þannig að ég nota miðgildið. Þannig tímafaktorinn kemur þarna út og það er alveg eins og þú segir, í þessu tilfelli fékk maskínukönnunin hærra tímavægi heldur en Gallup-könnunin. Og svo er það þriði hluturinn og það er fjöldi þeirra sem að nefna, eða taka afstöðu, að það kemur þá líka inn sem það þriði faktorinn, það er aðilinn sem gerir könnun, hvað hún er gömul og svo hvað hún er fjölmenn og þetta er notað til þess að reikna út vægi þessi 3 þættir og þarna notast ég við sömu aðferðafræði og Nate Silver sem var með og er með 538 síðuna og vakti svolítið athygli fyrir einhverjum árum síðan fyrir að það var eitthvað á tímabilið þar sem að var mikið svona verið vangaveltur hvort að könnunarfyrirtækin væru eiginlega að missa marks tengslu við Brexit og kjör Trumps og eitthvað fleira. Já, algjörlega, þetta er ég öfunda fyrirtækin ekkert að standa í þessu, það er alveg, þú veist, það er erfitt að ná góðu úrtaki og fá svörun sem að endurspeglar þá sem mæta á kjörstað og það er bara virkilega vel gert ef að fólki tekst að vera nálægt niðurstöðunum og við á Íslandi, ég held að við búum bara við það að fyrirtækin eru frekar góð, það er til dæmis þægilegt að ná í fólk og við erum með núna allavega 3 aðilar sem eru reglulega að gera kannanir, svo koma nokkrir aðilar svona af og til, en þetta eru í heildina, þá er þetta bara, ég myndi segja bara fín bara aðferðafræðin, allavega þegar ég skoða söguleg gögn, þá er frávikið þar sem ég myndi bara svona telja eðlilegt og Svo er alltaf munur á milli þeirra, manni sýnir sko að prósent sker sér svolítið frá hinum, hinnar eru yfirleitt líkari. Hvað heldur að valdi því? Ég ætla ekki að segja til það sko, að ég alveg teki eftir því sem þú ert að segja að sérstaklega eins og könnunin sem kom í morgun, að hún sker sig dálítið úr þegar þú skoða sérstaklega fylgi Katrínar að hún er að mæla þarna með í kringum 50. Já. Hún kom inn í fyrstu könnunum með 3, svo var hún að svona festast í 4 og svo kemur hún könnun sem mælir hana í 5. Já, en líka bara byrjað sama við kannanirnar sem komu nýlega frá maskínu og 25 í maskínu og 27 í Gallup sem líklega er þá eldri könnun, þannig að mögulega gæti prósent núna verið að sýna tilneyingu að það var að fjara undan Katrínu. Það er möguleiki. Það er alveg möguleiki, en þarna og ég ætla, fólk getur túlkað þessar kannanir alveg eins og það vill.
vill og bara, þú veist, fólk skoðar þetta og greinir þetta alveg eins og vill. Það sem ég gera þarna kosningaspá.is að bjóða upp á að nota þessa aðferðafræði mína, að skoða kannanirnar út frá sem 3 þáttum, gefa þeim vægi og reikna út þetta meðaltal kannana og þá bara hverjum tímapunkti þar sem að ég keyri inn kosningaspá þá bara tekið þær kannanir sem meikar sens að hafa inni og tek bara svona stöðumat og þarna ger ég þetta bara í tíma og það sem að maður fær þá að maður fær svona daldið svona skýrari mynd af bara hvernig hreyfingin hver eru trendin vissulega, núna kemur könnun það sem að Katrín mælist lægri það, var hún að hrapa í fylgi? Við vitum það ekki. Ekki svo mikið ef maður miða bara við prósent sem að ég held að setja ráðlega öllum að gera. Þeir eru að velta fyrir sér sveiflum að bera innan viðkomandi könnunarfyrirtækis. Algjörlega. Það er ekki snjallt að bera á milli. Það getur verið mjög erfitt að bera saman milli fyrirtækja en þarna í staðin fyrir akkurat að þurfa að vera haldið utan hvert fyrirtæki sér, bera saman milli kannana einstakra fyrirtækja að þá býja til þetta meðaltal og við fáum þá líka fleiri mælingar og þá fáum við mun svona skýrari mynd að ég tel yfir bara hvað að gerast. En vissulega eins og núna kemur þessi lága mæling þá lækkar ekki mitt mat alveg leið en ef við sjáum svo aðra könnun komin þá náttúrulega þá kemur þetta sterkar inn í meðaltalið og við sjáum þetta gerast þannig að það er bara bjóða upp á leið til að skoða hvernig maður notar þessar kannanir sem kannski gerist ekkert fyrir inn á 50. og 1. dag. Það er ekki maskína væri reynda líkleg til þess að setja 2 inn í vikuna af því að ég held að þau séu hvort sem alltaf að mæla mikið og líka framboðun alltaf að panta mælingar þannig að þessar mælingar í gangi en mér finnst ólíklegt að Gallup komi með nema bara á föstudaginn. Já, það verður bara komið ljós. Ég veit ekki það en við fáum örgulega nokkra kannanir fyrir. Svo geti félagsvísindastofnun og hvað hétt þarna EMC? EMC, já, akkurat þeir koma einstaklega kannanir frá þeim, já. En já, ég er alltaf stjórn á því ekki hvernig það er komið út en ein spurning eftir, því að þú ert að mæla árangur hinna. Hvernig stóðu sig miðað við niðurstöðu kosninga síðast? Hvernig hefur kosningaspá Baldur staðið sig? Ég myndi segja það sem ég að reyna að gera í fyrsta lagi þarna, ég að bjóða fólki bara leið til þess að greina þessar kannanir á þennan máta sem ég býð upp á þarna, fá minna flögt og betri svona mat á hver staðan og það sem að gerist síðan þegar þú ert að taka svona meðaltal að þá þitt mat fyrir kosningar auðvitað bara meðaltala því sem að hinnir eru að gera. Þannig að kosningaspáin kemur bara út bara álíka á allir könnunaraðilarnir og það í rauninni það bara alveg nóg fyrir mig að þú veist, vera bara meðaltalið af þeim könnunum sem að koma inn í kosningaspána en það sem ég býð síðan upp á líka á síðunni það að taka þessar upplýsingar og út frá því bara hvernig við höfum gögnum hvernig svona frávik frá skoðanakönnunum og yfir í kosningaúrslit hvað er eðlilegt að sjá þar og ég keyri hermannir til þess að ekki bara fókusa á þetta mat heldur líka gefa líkur á hvað er líklegt að gerst, hversu líklegt núna vitum við að Katrín efst í könnunum en þýðir það að hún sé að fara að sigra alveg örugglega? Nei, það er ekki þannig. Við höfum alveg dæmum það bara þegar þó þessi stutt til kosninga að fylgi á hreyfingu og svo þegar kannanir eru birtar rétt fyrir kosningar að þá verður eitthvað frávik. Kannanirnar ná ekkert algjörlega utan þetta. Hvernig nærðu utan frávikið frá síðustu könnun að kosningum? Er það spá það hvernig hinn óákveðnu hegða sér í kjörklunum? Já, ég auðvitað, það sem ég geri bara ég hef dreifingu á fylginu og ég veit ekki hver mun fá meira eða hver mun fá minna en við vitum samt hvað getur talist eðlilegt að muni gerast. Við höfum náttúrulega séð alveg töluverð frávik eins og bara í síðustu spennandi forsetakosningunum sem voru 2016 að þá var Guðna mælast alveg 8, 9, 10% hærri en svo var og Halla Tómas aftur á móti var að mælast lægri. Það er eiginlega einstaka kosningar að þessu leyti. Að þessu leyti, algjörlega, en ég held líka að fólk verður að vera tilbúið að taka, þú veist, að niðurstaðan verði svona, auðvitað eru ekkit, við sjáum vanalega svona 4-5% frávik svona fyrir þess að topp
aðeinar sem eru kannski að ná yfir 10%, en það getur samt alveg orðið þarna 9-10%. Það sem ég gera þá ég hermi niðurstöðu kosninga, þar sem að fylgið hjá aðilum getur farið hærra, getur farið lægra, og það alveg jafn líklegt. Ég er ekki ég bara get ekki sagt til það, en það er samt mjög gott að gera þessar hermanir og sjá að fylgi getur farið upp hjá aðilum og það getur farið niður, og þá sér maður hvers konar niðurstöður eru í alvörunni líklegar, og þá sér maður eins og núna að 24% fylgi Katrínar eins og að það í rauninni endurspeglast þá í 45% líkum að vera kosin. 55% að vera ekki kosin. Já, algjörlega, akkurat. Það er góður í reikningi. Ef ekki að fara bara yfir hérna, ég er með 3 spjöld sem ég ætla að taka hérna upp. Fyrst það bara staðan eins og hún núna. Þau eru búin að sjóða saman alla kannanir og raða þeim eftir þessu sem þú ætla að lýsa á þann. Þá Katrín hann efst með 24, Halla Hrund með 19, Halla eiginlega bara beint á eftir og Baldur, þetta er bara einn hnappur þarna. Já, einn hnappur. Og þetta náttúrulega, ef þetta úrslit kosninganna, þá þetta sögulegt að forsetinn kjörið með 24% atkvæða, næði ekki eins og undir fjórðungi. Það var alveg ótrúlegt og þegar ég skoða bara kannanir frá 96 að þetta svona í fyrsta skipti þar sem þetta virkilega spennandi. Það minnir á 1980 sem þú varst ekki eftir? Ég man ekki mikið eftir því, nei. Ég fæddur 1980, þannig að ég ætla bara að segja pass við að þykjast muna til því. Já, en þar voru fyrst og fremst 2 sem að voru að glíma, en það var umræður það alveg fram á kjördag milli hverja glíman væri. Það var til dæmis, ég sá að eitthvað var að dreifa fyrirsögn þar sem að Vigdís dottin út, átökin verða milli Guðlaugs og Alberts. Það var einhverju Albertsmenn að reyna að koma því á, en það var samt, Albert var bara með 3 af því sem að Guðlaugur og Vigdís voru með. Áhugavert, en það er akkurat, mér finnst að koma með svona gögn inn í umræðina akkurat til þess að það sé þá í rauninni hægt að koma með rök á móti svona áróðri að það er vissulega frambúðan vilji örugglega fá fólk til að trúa ýmsu, en ég er þarna óháður að meta stöðuna. Já, þú ert ekki að melda með því að við bönnum skoðanakannanir og látum kosningaskristofunum eftir að koma alls konar sögnum á flug. Nei, ég held að það sé hjálp í rauninni. Herðu, en þú birtir líka yfirleitt yfir þróunina og þá sjáum við náttúrulega það sem er mesta sveiflan þarna stórkostlega rishöllu hrundar og svo lendir hún á flatlæner og svo byrjar að síga undir, en síðan brot í línunni fyrir svona viku að þá eins og hún búin að ná botninum eða ná sínu kjarnafylgi og það alltaf betra að vera á leiðinni pínlutu upp heldur en á niður því að þú veist ekki hvað það endar. Algjörlega, og þetta, við sjáum alltaf Höllu Tómas akkurat í rauninni fikra sig upp bara frá sama tímapunkti og tímapunktur þar sem við fórum að sjá þetta gerast var eftir fyrstu kapparæðurnar á RÚV og þannig að það virðist hafa verið svona vendipunktur í þessari þróun fyrir Hölluna 2 þessar kapparæður. Og þá sjáum við það að þó að Halla Hrund missi flugið að þá fær Katrín ekkert að því fylgi því að það fer bara yfir langmestu leyti yfir á nöfnu hennar. Já, allavega fylgisaukningi þar, við náttúrulega vitum í rauninni ekkert hvort fólk sé að færa sig frá einum eða til annars, þannig að ég er ekki að reyna að greina það, en já, það er í rauninni bara Halla Tómas sem er að sjá einhver alvöru aukningu þannig fylgi. En við sjáum líka að Baldur byrjar sem aðal keppi nautur Katrínar, en síðan svona sígur hann, þannig að augljóst að Halla Hrund hefur sótt fylgi til hans stuðningsfólks, en hann á sama hátt, hann hættur að síga og við sáum það til dæmis í prósent í morgun að hann svona aðeins og hann svona að þau að betra að koma inn í síðustu vikuna eins og þú hafi tilfinningur og geti spyntið í botn. Já, ég kaupið það alveg. Já. Sem hins vegar ekki kannski staðan hjá Jóni. Nei, hann hefur núna akkurat komið 2 mælingar hann sem aðeins lægri heldur hann hefur verið. En það náttúrulega
hvað eru 4-5 dagar til kosninga, þannig að og fullt að kappræðum eftir, þannig að það verður bara spennandi að sjá hvort að einhver geti átt svona moment, ef ég má sletta, og tekið áhættu. Sumir lýsa þessu þannig að þau hafi svolítið verið flest fyrir að spila þetta svolítið safe, að passa sig að styggja engan, og þess vegna stundum hafa umræðunar orðið alveg drepleðilegar, þar sem að fólk er að reyna að segja í mörgum orðum ekki neitt. En núna eru margir í þeirri stöðu að verða bara að gera eitthvað, sko. Og ég held að það eigi líka við Katrínu. Af því að þessi upphaf vikunar hlýtur að hafa verið skjált í hennar herbúðum og að mælast bara með 20%. Algjörlega, og bara eins og ef við förum að tala líkurnar akkurat, að hún er ekki, þó hún sé efst, að þá eru hinnir 3 þannig næst eru í seilingafjarlægð, þannig að segjum svo við sjáum akkurat fylgisaukningu á þeim, og einhvers konar momentum upp á við hjá þeim, þá er þetta bara orðið. Við skulum skoða líkurnar, það er síðasta spjaldi sem við ætlum að skoða, vegna þess að þar kemur fram kannski sem að ég hugsa að í herbúðum Katrínar sé þetta óskastaða í uppaf síðustu vikunar, þar sem að það er engin með eiginlega þá stöðu að eiga kasta inn hanglaðinu og segja, ég bara gefst upp og hvet mína fylgismenn bara til þess að kjósa allt annað en Katrínu, sem að gæti til dæmis komið frá Jón Gnarr, sem að var mjög ósáttur við frambóð Katrínar, með sterkustu orðin kannski fyrir utan Steinunn Ólínu það. Já, ég sammála að ég heyr alveg að fólk sumir vilji kjósa strategíst, og í þessari stöðu þá náttúrulega þetta er þetta að segja til hvernig best að kjósa af þessu 3 ef þú ætlar að kjósa strategíst á móti Katrínu, en svona er þetta. Þú getur eins og tölfræðingur getur ekki ráðlagt fólki sem að styður Baldur en vill alls ekki Katrínu að færa sig á milli, því að það gæti verið að Baldur væri á einhverju uppsiglingu og þú væri með því að færa þig frá Baldri að koma í vekk fyrir að hann næði Katrínu. Já, ég myndi nú alltaf bara mæla með að fólk kjósi með hjartanu og líka, segi nú bara líka, við erum bara, þetta eru allt frambærilegir frambjóðendur og bara mér líst bara vel á næsta forseta, sama hvað, en þetta er mjög áhugavert að það skuli ekki vera komin einhver svona valkostur, svona einhver skýr valkostur fyrir þá sem að vilja ekki kjósa Katrínu, og hún er, ég held að hún verður bara að teljast heppin að þau 3 séu þarna í alveg hörkukapi. Ég held að þetta sé besta staði fyrir hennar, en hins vegar það þegar fólk er að kjósa strategíst, þá er það ofta að kjósa með hjartanu. Það átti til dæmis við franska sósíalista sem að kusu hægrimann frekar heldur en ultrahægrimann. Það á við fólk sem að kaus Biden frekar heldur en Trump. Þannig oft er fólk að kjósa, við getum kallað þetta neikvætt val, en það er samt með hjartanum. Ég er hjartanlega sammála. Þetta er, og maður fær oft þessa spurningu, eru skoðanakannanir skoðanamyndandi og er þetta slæmt fyrir lýðræðið að vera að birta þessar upplýsingar, en ég segi akkurat nei, af því að þetta eru upplýsingar fyrir fólk, og svo verður fólk bara að taka þessar upplýsingar og ákveða hvernig það ætlar að nota þær. Viltu kjósa eitthvað sem á litla líkur á að vera forseti, það er bara í fínu lagi. Viltu kjósa, sumir vilja kjósa sigurvegarann, aðrir vilja kjósa það sem er líklega til þess að skáka sigurvegaranum, það er bara, og þú getur alveg hjarta að ráða í hver skipti. En eitt að því að við svolítið talaðum Katrínu sem er skiljanlegt, að því hún náttúrulega, hennar framboð er sérstakt og sömuleyti hefur hún komið með svona sína pólitísku arfleið og hafur spilað svolítið inn í umræðunar í kosningabaráttunni miklu frekar heldur en erindi hinna, og það sem að þú ert ekki með sem að til dæmis Maskína hefur mælt er það hvernig viltu alls ekki hafa sem forsetast til þess að reyna að meta það hvað gæti gerst ef að fólk væri að kjósa taktískt, og það eru 42% í síðustu könnun sem vilja Katrínu alls ekki, en þú nærð ekki í þínu mati að vigta það inn hvort að það geti haft áhrif á kosningahegðunina, af því þú ert eiginlega bara að vinna úr fyrsta valinu. Já, ég er bara með mjög einfalda nálgun og oft er það bara besta nálgunin að hafa hana bara einfalda að skýra. Svo má auðvitað fara að spila, bæta alls konar krúsidúlum í líkanið og það er náttúrulega bara, ég meina, fólk má alveg gera það. Ég ákveði að gera það
ekki svo staðinir í dag en segjum sem svo að allir könnunaraðilar myndu spyrja einhver svoleiðis, þá væri þetta bæta einhverju slíku inn í líkanið en eins og er ég núna bara að meta stöðuna á fylginu og svo út frá þessari stöðu og hvað svona geta talist eðlileg frávik skoðanakannana yfir í kosningar, hverjar eru líklega niðurstöður og þá í rauninni hverjir eiga möguleika á að verða líkunar á því að við komum til nái kjöri. Já. En síðasta kosningaspáin, þú skýður hana saman bara einhvern tímann á föstudaginu þegar Ég bara þegar síðasta könnunin birt þetta var náttúrulega þannig að síðustu kannanirnar voru birtar þarna á föstudeginum en ef ég held að RÚV sé alltaf með þetta að það alltaf fyrsti rúndurinn alltaf umræðum skoðanakannanir. Já, og þeir birtaði líklega þarna á föstudeginum en síðan hafa verið kosningar þar sem að birt könnun morguninn á kjördag og ef það gert þá auðvitað uppfæri ég mínar tölur af því að ég meina það eru þessar kannanir sem að það sem fer inn í mína spá þannig að það kemur inn í könnun þá auðvitað reyni að koma inn út alveg bara leið þannig að það verður örugglega uppfærð kosningaspáð hann á föstudeginum og mögulega á laugardeginum ef að það ný könnun birt á laugardeginum. Þú keyrir þetta eftir fyrirfram á einhverjum vigtunum svo kemur einhver niðurstöð út. Ertu alltaf sammála henni ertu sammála kosningaspá Baldurs eða finnst þér svona ég nú trú að þetta ekkert svoleiðis svona það sem þú metur síðan sjálfur eftir á það er ekkert huglægt mat inn í þetta og Baldur bara ekki með það svið það væri bara svindla sko það er ekki í könnuna sjálfur heldur bara þegar því að maður verður að meta könnuna spána þína eins og hvað annað og maður getur hugsað sér svo ég hugsa svona með forstunum sem að gefa að þetta gæti nú frekar kannski gerst. Þú ert ekki með svoleiðis mat á eftir að vera að vasast í að skoða kannanir og kosningaúrslit árum saman? Nei, ég er bara í rytma við að dundur út kosningaspám en auðvitað, fólki er náttúrulega alveg frálst bara að nýta spána eins og það vill sko, má alveg bæta sínu mat og hann á það eða vill, eða vera með sína eigin spá, bara ég fagna því. Og leggja ég fyrir eitthvað undir. Herðu, Baldur, takk fyrir að koma hingað og ræða kannanir og spánaðina. Já, bara takk fyrir gott spjall. Takk. Og við ætlum að halda hérna áfram að reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Við höldum áfram að ræða forsetakosningarnar. Hérna í þættinum Synir Egils í gær að þá fór Ólafur Þ. Harðarson með niðurstöður í könnun Maskínu sem að byggðist á því sem að stundum við kallað írska aðferðin. Það er þannig að kjósendur fá þó að númera frambjóðendur alveg frá í þessu tilfelli eins og frambúðin eru núna frá 1 upp í 12 kjósendur þurfa ekki að merkja við alla, geta kannski bara merkt við 1 eða 2 eða 3 en síðan er þetta reiknað með þeim hætti að fyrst er felldur út sá sem að fær fæstu atkvæðin og svo er atkvæðum þeirra skipt, eða atkvæðum hans skipt á milli, þessum auka atkvæðum skipt á milli hinna og svo heldur þetta áfram þá hvað til að 2 eru eftir eða þurfa ekki að vera 2, það er bara að bíða eftir því að einhver fari yfir 50% fylgi. Eins og kom fram hjá Ólafi Þ. Harðarsyni að þá bæði í síðustu viku, könnun Maskínu þá og vikunu þar á undan að þá riðlaðist röðin að Katrín Jakobsdóttir var með mest fylgi í fyrsta vali báðar vikunar en hefði í hvorugu tilfellinu náði að verða forseti ef að írsku aðferðinni hefði verið beitt. Mér finnst þetta merkilegt og hef fengið hingað Þorkel Helgason, starffræðing og helsta sérfræðing í kosningalögum, eða ekki? Áratugur saman. Það er bara þannig. Kosningastarffræði. Kosningastarffræði. Og Þorvaldur Gylfason, verið velkomnir. Takk. Herðu, ástæðan fyrir ég fæ ykkur hérna er að stjórnlaga ráð lagði til einhvers konar írska aðferð eða eitthvað. Já, við gerðum það.
sögðum það ekki kannski berum orðum að þetta þurfti að vera ískaðaferðin, það er til ýmis afbrigði aðminni, til dæmis svo aðferð sem lengi hefur verið notuð til kjörs á borgarstjóra, yfirborgarstjóra Lundúna og það er það bara menn velji aðalval og varaval, það er eiginlega saman á númera 1 og 2 en ekki alla romsuna, það er venjuleikið þörf á miklu meiru, að vísu þegar eru 12 kandidatar þá er nú betra að númera svona 4-5 eða svo en þessi aðferð var notuð við kjör stjórnlaga ráðsins eða stjórnlaga þingsins eins og það gett áður en það var dæmt og leik. Það val á stjórnlaga þinginu því að hitt var náttúrulega bara valið eftir niðurstöðunni. Með sömu aðferð og þá var nú alls konar misskilningur í gangi eins og það þyrfti að raða 25 og þar var til þess að margir runnu á rassinn með það að yfirleitt að kjósa, bara hræðslu við þeir myndu aldrei geta raða 25 en þar nægði að raða eitthvað 5-6 eða svo. Þannig að þetta er ekkert flókin aðferð en þykir mörgum mun betri heldur en svo aðferð að merkja bara með einum krossi. En á hverju er hún betri? Já, hún skýrir þá betur vilja kjósenda. Það eru, ég get veitnaði í fund sem var haldinn fyrir eitthvað 10 árum með svona 20 helstu fræðingum á þessu sviði, niðurstaðan að þessu er í bók sem ég á og þeir fóru yfir hennar ýmsu aðferði, það eru til tugir aðferði til að gera upp svona kosningar og þeir röðuðu þeim eftir gæðum og neðst var aðferðin að nota bara 1 kross. Sem er íslenska aðferðin. Íslenska aðferðin. Og sem er eiginlega ekki notuð í Evrópu. Algengast er að kalla eftir annarri kosningu. Önnur umferð. En bæði er að það kostar sinn skilding fyrir frambjóðendur og þjóðfélagið að hafa það og mér er líka til efs að það sé betra. Vegna þess að þá að milli kosninga þá geta menn farið í alls konar hrossakaup. Ég skal biðja mína menn að styðja þig, altså mína menn ef að ég er ekki með í leiknum í annar umferð. Eins og einhver dæmi er til dæmis í Frakklandi. Í Frakklandi til dæmis. Ef þú tekur svolítið upp að mínu málstæði. Þetta geta menn náttúrulega ekki ef að önnur umferð er þegar á kjördag því enginn játar fyrirfram að hann muni tapa. En það er svona sem til ýmsar aðrar aðferðir og ég held að menn ættu nú að huga að þessu næst þegar kosningalög verða almennlega endurskoðað. Kannski ekki síst með að við hvernig staðan er til dæmis í skoðanakönnunum í dag, ef við tökum til dæmis prósent frá því í morgunblaðinu og segjum að það verður bara niðurstaðan, að þá værum við með forseta með 22% atkvæða. Sem er skelfileg tilhugsun að nýr forseti taki við embætti upp á þau býti að 78% kjósenda hafi ekki ljáð honum eða henni atkvæði sitt. Sko galdurinn við þessa aðferð sem að Þorkell er að lýsa og er venjulega kennd við raðval af því að menn raða frambjóðendum, hann er sá að þannig er lágmarkaður fjöldi dauðra atkvæða. Atkvæða sem eru greidd í góðri trú en hafa engin áhrif á niðurstöðuna. Og það sem er að gerast hér er það að frambjóðandi sem að kannski 15 kjósenda eða svo vill hafa í sem fyrsta val myndi lenda mjög neðarlega í röð margra annara kjósenda og ætti þess vegna samkvæmt írsku aðferðinni, þar sé í raðvali, ekki kost á öðru en að lenda í miðjum hlíðum. Og það er þess vegna óþægileg tilhugsun finnst mér að standa frammi fyrir enn einum forsetakosningum með úrelt stjórnarskrár ákvæði sem leggur svona mörg atkvæði dauð að velli og þetta er sérstaklega sársaukafullt vegna þess að nýja stjórnarskráin sem Alþingi hefur haldið á ís allar götur frá því að hún fékk það afhent frá stjórnlagaráði tekur á þessu vanda með því að mæla fyrir að enginn geti náð kjöri sem forseti Íslands nema hann hafi meiri hluta atkvæða að baki sér
og greiðasta leiðin að því marki einmitt raðval, þar sem ein umferð dugir og það hefur þá kosti sem Þorkell var að lýsa. Þetta ekki bara í nýju stjórnarskránni, heldur þetta líka í frumvarpi sem að Katrín Jakobsdóttir lagði fram til þings breytingar, þar sem að var meðal annars gert breytingar á forsetakaflanum. Og þar segir að sá sem flest færi atkvæði með forgangsröðunar aðferð, fleiri en einn í kjöri, rétt kjöri forseti. Þannig hún gerir ráð fyrir því, Katrín Jakobsdóttir, sem nú í framboði, að þetta sé reglan til þess að tryggja líklega annars vegar að atkvæði falli ekki dauð, en líklega til þess að tryggja það að sá fái kjör sem að flestum líkar við. Og það er svo bara, við höfum með gott dæmi með í kosningu núna sem akkurat Katrín Jakobsdóttir, sem hefur kannski mesta fylgið í fyrsta val, en það er svo margir hinna sem að vildu síst af öllu fá hana. Ég fagna því að hún skulle hafa lagt þetta til að fyrirmynd okkar í stjórnlagaráði. Það er gott. Mér langar að taka upp þráðin með dauðatkvæði. Nú er það svo að það er 5% þröskuldur til að fá jöfnunarsæti á Íslandi og álíka þröskuldur víða, til dæmis í Þýskalandi. Við sósítar þekkjum þetta vel. Við varum með þingmenn í öllum þingum Norðurlandana, í Færeyjum og Grænlandi, út af það fylgi sem við fengum í síðustu kosningum, en ekki á Íslandi. Nei, en í Þýskalandi ekki heldur, og það var mjög sláandi kosningum þar 2013 sem var og það var kosningar á Íslandi á sama tíma. Þá duttu niður 10-11% atkvæði dauð á Íslandi, 13% í Þýskalandi og þá hófstu mikil umræða þar að leyfa varaval eða annað val eða þriðja. Þannig að þeir sem að kusu að fyrsta vali einhvern flokk sem að lentu undir 5% gátu þá fært atkvæði sitt eða látið færa atkvæði sitt til einhver sinna flokkana. Ef ég má bæta smá gamasögu, Dodson sem að Lewis Carroll sem að samti ævintýri hvað heitir hann áttur? Lísa í Undralandi. Hann skrifaði kosningafræði mál, mjög skemmtilega ritgerðir. Hann var dálítið sérviskulega aðferð varðandi færanleg atkvæði. Hann lagði til að sá sem að fellur út, hann ráði því sjálfur hvert atkvæðin séu færð. Hann sé kallaður til kjörstjórnar við talningu og sagt, hvert vilt þú að atkvæðið þitt fari? Þetta finnst mér nú ekki lýðræðislega aðferð, en skemmtileg. En er þetta ekki raunverulega praktíserað í forvali í Bandaríkjunum? Að það gerist þegar það er svona naumt á mununum að sá sem að dregur framboðsið tilbaka á þinginu, hann getur einhvern veginn ráðstafað sínu atkvæðum. Þannig hefur það verið raunverulega í sögunni. Orðið mikið, það eru aldeilis hrossakaupin til þess að fá atkvæðin. Já, ég held að þetta sé rétt. Herðu, en að því að maskína líklega vegna þess að bæði Katrín lagði þetta til og svo er þetta líka einhver leyti vísað í þetta í tillögum stjórnlagaráðs, að þá gerðu þau svona könnun og fengu þáttakendur til þess að merkja upp í 12. Og það sem að það er ekki mikla hreyfingar að þeirra er að detta út 6 fyrstu og ekki heldur þeirra Arnar Þór Jónsson, hann er þá 7. Sem dettur út? Já, svo 7. sem dettur út. En það má samt merkja að Katrín sem að leiðir í fyrsta vali, að hún hækkar minna heldur en aðrir og svo heldur þetta áfram koll að kolli og næst dettur Jón Gnarr út og síðan dettur Halla Hrund í síðustu viku. Hún mælist reyndar öðruvísi núna í þessari viku. Og þá gerist það í fyrsta skipti að Katrín leiðir ekki. Heldur er hún í 3. sæti. Þau eru með svo til nákvæmlega jafn mikið fylgi Baldur og Halla Tómasar, en Katrín Jakobsdóttir er með 31%, hinn eru með 34,5%. Og þá dettur hún út og við það þá næri Halla Tómasdóttir að sigra Baldur með eiginlega engum mun, 51-49. Sem er langt fyrir innan alla tölfræðilega skekkju, þannig að þetta væri, þannig að hún fer ekki innvíð þarna síðast, vegna þess að það bæti svo lítið á hana á leiðinni, vegna þess að annað val og 3., 4. og 5. val þeirra sem að kusu aðra fer svo lítið til Katrínar. Þessi túlkun þín hljómar mjög
sennilega í mínum eyrum. Þetta nákvæmlega það sem að ég hefði átt von á að sjá meðan við þar skoðanakannanir sem að hafa verið birtar og þeim mun hryggilegra finnst mér að við skulum sitja uppi með úrelt kosninga ákvæði sem að gefur alltaf aðra niðurstöðu heldur en þetta sem þú ert að lýsa frá maskínu. Mér langar nú samt að benda á að þetta náttúrulega ekki með 1000 manna úrtak og þegar búið að sundurlíða það eftir frambjóðundunum 12 þá náttúrulega vikmörkin mjög stór. Þannig að ég myndi nú ekki kaupa þetta ekki upp á gram. Það er sömuleyti hins og endurspeglar þetta það sem við vitum. Við vitum að þegar fólk er spurt hvernig þú síst sem forseta, þá það 42% sem að velja Katrínu, síst var það. Og við sjáum þetta svona, það líka búið að vera könnun þar sem var spurt fyrst og annað val og þá nær hún ekki að vera í efsta sæti þegar annað valið tekið með. Það er svo lítið af öðru vali sem hún fær. Þetta svo bara 12% af heildinni sem völdu hana sem annan kost. Þannig að, og svo eins og má sjá hvað þetta kvikt, eins og þú ert kannski að benda á, að ef maður skoðar sambærilegar könnun sem að var viku áður, þar sem að voru svolítið önnur styrkleiki á milli kjördæmanna, á milli frambjóðandana, að þá eru í þriðja valinu að þá Halla Hrund og Katrín Jakobsdóttir hnífjafnar með rétt tæplega 35% og Baldur með 30% og hann fellur úr. En við það að 30% Baldurs skiptast, þau eru eiginlega með 35% jafnar, Halla Hrund og Katrín, að þá endar hann með því að Halla Hrund vinnur með 56 á móti 44 sem að þýðir það að innan við þriðjungur af kjósendur Baldurs eru með atkvæði sem færast yfir á Katrínu en yfir 2/3 fara yfir á Halla Hrund. Þetta hljóma mjög sennilega í mínum eyrum líka. Mér persónulega finnst mjög gaman að fá þessar tölur og skoða þær af því ég að dunda mig við að skrifa bók þessi fræði en samt vil ég nú leggja áherslu á það. Þetta ekki kerfi sem við erum að kjósa eftir núna, heldur við erum að kjósa með einum krossi þannig að við megum sem kjósendur ekki leggja ómikið út af þessu stigi máls. En líklega ólíklegt að við getum tekið eldri forstakjör það sem að munurinn á þessum tveimur kerfum kæmi skýrar í ljós heldur en akkurat núna. Það út af því að bara Katrín Jakobsdóttir ótrúlega umdeildur frambjóðandi sem að við höfum kannski bara ekki séð og Ólafur Ragnar var öllu líkitum ekki svona umdeildur. Hann tók sér hlé milli stjórnmálaferilsins og forsetaframboðsins. Og kom inn í fyrstu mælingum með held ég 61 eða 62% fylgi í fyrstu könnunum. Já. Já, ég tek ofan fyrir maskínu að þau skuli hafa lagt í þessa könnun. Því þetta eru mjög verðmætar upplýsingar. Kjósendur eiga varla kost á neinu verðmætar að veganest inn í kjörklefan. Heldur en vitneskjunu það að sá frambjóðandi sem í fyrsta sæti í mörgum skoðanakönnunum, hann lendir í miðjum líðum ef gjörið væri eftir þeim tillögum sem kjósendur samþyktu í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012 að ég tala nú ekki að það eru líka eins og þú bentir á í samræmi við þær tillögur sem fyrrverandi forsetaráðherra lagði fram sjálf breytingar á forsetakjörsákvæðinu. Það er kostulegt að það hún sem að myndi eiginlega falla á þeim tillögum samkvæmt þessu ef þetta viðurstyggð. Þetta makalust. En ég heyri á þér að þér finnst það sem að ískaðferðin gerir þér finnst að vera réttlátari í niðurstöðu. Já. Réttlátur vegna þess að hún speglar vilja kjósenda betur. Þetta snýst ég orðið að meðföldum hætti, að halda fjölda dauðra atkvæða sem við köllum þau í lágmarki. Það að segja að þetta felst í því að reyna að hámarka þau áhrif sem kjósandinn hver og einn, þar sem hver hefur eitt atkvæði, hefur á niðurstöðuna. Og við erum fjarri því í núverandi skipan. Við stöndum frammi fyrir hættun og því að 15 atkvæða jafnvel enn minna dugi til þess að ná sigri í þessum kosningum sem gríðarleg vanvirðing við þá 3/4 hlutu kjósenda sem að vilja aðra niðurstöðu. Þá segja sumir, ef við höfum notað þína aðferð, þá hefðu við ekki fengið Vigdísi.
þá hefði Guðlaugur líklega orðið forsetið 1980. Þá bara verður svo að vera. En þá segja menn á móti, þá hefði ekki fengið Mary Robinson heldur sem forseti Írlands, því hún vann raunverulega kosningarnar á þessu, hún var ekki efst í fyrstu umferð, eða hvaða orða. Herðu, Þorkell og Þorvaldur, gaman að fá okkur hingað og spjalla þetta. Svolítið, hvað ef bælingar? Takk fyrir boðið. En ég sitt hérna áfram og fjalla frekar forsetakosningarnar hérna í framhaldinu, en fyrst annar kafli. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Skjaldborg var daginn, það kvikmyndahátíð, heimildamyndahátíð og þar fékk áhorfendaverðlaun sem kallast Einarinn. Myndin Fjallið það öskrar sem fjallar snjóflóðið á Súðavík, þann hörmungar atburð. Og hingað eru komnir menn sem standa þessari mynd. Það Daniel Bjarnason sem leikstjóri, Hafsteinn Númason sem Súðvíkingur fyrrverandi. Nei, ég Patreksfirðingur. Ég er Patreksfirðingur. Já, þú bjóst á Súðavík á þessu tíma. Já, ég var og mistir börnin þín. Já. Og viðmælandi í myndinni. Já. Og Aron Guðmundsson sem meðframleiðandi, en myndin að einhver leyti, svona kveikjanaðinni eru útvarpsþættir sem að þú gerðir, sem hétu samanafni. Maður kannski bara byrja þar. Já. Af hverju varstu að búa til þessa þætti? Herðu, í raun þetta hluti af blað- og fréttamennskunámi sem ég fór í hjá Háskóla Íslands. Lokaverkunum mitt þar. Mér vantaði akkurat eitthvað efni til þess að fjalla og miðla sem lokaverkun í því námi. Ég sjálfur frá Ísafirði, þarna vestan á norðanverðum Vestfjörðum og einhvern veginn tengslinn við Súðavík kannski ekki sterk nema bara það að þetta nágrannabyggð Ísafjarðar og maður oft verið þarna og keyrt í gegnum þorpið og alltaf vita af þessum hörmulega atburði sem átti sér þarna stað 95. Ég þá sjálfur bara nokkra mánaða gamall, fæðist þarna í maí 94. Þannig að ég veit ekki, mér fannst að einhver leyti fannst mér lítið hafa verið fjallað þennan atburð ef við berum hann sama við snjóflóð sem að fjalla á Flateyri og það sem átti sér stað þar seinna sama ár. Þannig að ég ákvað bara akkurat að þreifa mig áfram í þessu og sjá hvort að mér yrði ekki einhvað ágengt með því að tala við fólk og kannski bjó ég þar að góðu tengslanetti við fólk að vestan. Ég þekkti marga sem komu að þessu annarkvort bjuggu í Súðavík á þessum tíma og búa þar enn eða einhverja af viðbragðsaðilunum, einhverja sem voru í björgunarsveitunum á þessum tíma. Þannig að ég fór bara akkurat af stað í þessa vegferð að það að taka viðtöl og með þá sýna að flétta frásögn þessa fólk saman í einhverja svona eina heildræna mynd og urðu þessir 3 þættir sem ég skilaði sem lokaverkefni og ákvað síðan að taka það lengra þegar ég var búin að skila þeim þáttum inn og sóttum að hugmyndadöfum RÚV, þurfti þar að kynna akkurat þetta verkefni mitt og þessa hugmynd mína þessa þætti og hlaut brautagengi þar og þar hélt þetta bara áfram svona að þróast í þessa þætti. Sem voru fluttir. Já. Frásögnin sem í myndinni, hún eiginlega byggð á frásögnum þeirra sem lenti í snjóflóðinu og þeim sem komu fyrst á vettvang, sem voru fyrst og fremst Ísfirðingar sem sigldu þarna fyrir
á Fagranesinu og það kom mér svolítið óvart sko að því að svona einhver mynd sem að maður hefur af þessum atburðum að raunverulega var allt yfirstaðið þegar varðskipið kemur akkurat í höfn sem kom manni svolítið óvart. Það gerir það og það akkurat svona kannski einna minnistæðist út frá þessari vinnu sem við höfum verið að gangi í gegnum núna, bæði varðandi þættina sem ég ger í útvarpinu og svo þessa mynd frásögn Önundar Jónssonar yfirlögregluþjóns á þessum tíma fyrir vestan þegar hann lýsir því hvernig það var farið að fylla varðskipið hér fyrir sunnan af tækjum, þungum tækjum sem að hann segir sjálfur að hafi bara ekki verið þörf á. Það vantaði mannskap og það vantaði skóflur, snjóflóðylur og bara punktur og af stað og það er svona, eitt af því sem að akkurat vakti athygli mína í þessu ferli sko. Daniel, var svona þráðurinn svona leiðin í frásögninni lágum fyrir klár í útvarpsþáttunum eða? Að einhver leiti, já, en við bættum við náttúrulega nokkru viðmælendum og svona fólki sem að vera í forgrunni í myndinni var held ég ekki flest í þáttunum, en það er náttúrulega gríðarlega verðmætt að fá Aron inn í þetta verkefni sem hann er búin að leggja alltaf þessu grunnvinnu og taka líka fullt af viðtölum sjálfur sem að við gáttum síðan nýtt saman í þetta handrit sem ég skrifaði síðan fyrir þessa mynd og struktúraði svona myndina með þannig grunn til að byggja á. En svo koma náttúrulega leiknarsenur sem eru ekki í útvarpi. Nei. Það er það sem að myndin grefst. Já. Og það er svona ekki alveg gefið hvernig á að leysa það. Nei, það er flókið, það er það sér eiginlega að þau farið upp að einhverju striki í sviðsetningu. Já. Þannig að þetta er eiginlega til stuðnings, sviðsetningin tekur aldrei yfir. Nei, það er náttúrulega viðmælendur sem að áhorfa á tengjast, ekki einhver leikarar. Þetta er náttúrulega bara til þess að bæta upplifununa, þetta er náttúrulega visual miðl heimildamyndaformi og það er eiginlega ekkert myndefni til vídeo þar að segja frá þessum tíma út af fjölmiðlabanni og fleiri. Þannig að eiginlega allt efni sem er til í myndinni sko. Ég notaði allt sem ég gat náði í bæði frá safninu RÚV og Stöð 2 og svo erum við náttúrulega með persónulega myndir sem eru mjög sterkar í myndinni. Já. Og það er ekki fyrir þá sem ég átti með á því ég geti gert þessa mynd sko, að vera með Hafstein með okkur í liði, hann kom fullt af myndefni frá honum og hans fjölskyldum og svo hann Siggur henni bara svona heima upptökur sem að fundust síðan í flóðunu einhver eftir á þegar það var að bjarga verðmættum. Bjarga frá því að bara þessar minningar myndi ekki bara glatast eitthvað leið því. Já, akkurat. En kaflinn sem kemur í lokin þegar það eru svona, ég veit ekki, kortur eftir á myndinni, þá er svona kaflaskipti. Já. Þegar þá er eiginlega varðskipið komið og það er búið að finna alla sem eru létust. Að þá er svona, kemur horft tilbaka, því að sko frásögnin mér finnst þetta mjög sterk mynd sko. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Ég hugsa margir sem hafa bara grátið í salnum. Þetta er bara þannig, þetta er ótrúlega mikil harmur sem hann er verið að lýsa og þetta er lýst bara í svona réttri tímaröð þar sem að maður fylgir þessu og þetta er mjög sterkt og mér finnst það mjög vel gert. En svo kemur hann að síðasta korterið og þá er verið að svona velta fyrir sér hvað ef. Já, svolítið farið í þess að eftirmála þetta núna náttúrulega komið rannsókn í gang loksins á hvað fór úrskeiðis í rauninni og það er náttúrulega búið að standa til í öll þessi ár og er hvað það var í júní eða ekki fyrra sem þetta var loksins samþykkt að henda saman nefnd og fara að skoða bara hvað gerðist í rauninni. Snjóflóðið er hvað 1995? Já, janúar. Og það var 2023 í fyrra? Já, akkurat. Þannig að það er dágóðu tími. Já, það er 28 ár. Já, vissulega og kannski betra að Hafstein segjast betur frá því. Já, ég ætla að spyrja þig, Hafstein, hefur séð myndina? Nei, ég sé hluta af henni aðeins áður, hann er búin að sína mér hann Daniel. Ég sá smábrot leikna en það sem ég hef séð þess mér alveg frábærlega unnið hjá þeim.
og ég sá hérna endirinn á myndinni og það ótrúlega bara hvernig hann gæti náð þessu öllu svona bretti frásögn og eiginlega þegar sem maður horfir á þetta er eins og maður hafi bara horfa á það sama hluti náttúr. Ég var að horfa á þetta og mér var til þess að hugsa til þín hvernig þú getur sittið undir þessari mynd. Það væri ábyggilega erfitt. Það er rosalega erfitt en sko það sem hjálpa, ég er náttúrulega búin að fara búin að vera á kafi í þessu núna í 29 ár að berjast við höfum verið að berjast við að fá þessa rannsókn í gegn og við höfum alltaf verið gerð afturreka þangað til núna í fyrra sumar fyrra vor þá náði ég fram að við fengum lögfræðistofu til þess að sem sendi inn bréf til sem fór til forsætisráðherra og hún tók vel á málinu strax og það var sendt til átti fund með lögmannunum og síðan var bréfið sendt til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar þingsins sem lágu lengi yfir þessu og þeir skiluðu inn þingsálykturnartillögu að það yrði gerð rannsókn og það var gert miðað við sko lög sem sett voru 2011 og þessi lög hafa aðeins, þetta er í 5. skipti sem þeim er beitt hinn 4 skiptin er í sambandi bankahrunið þetta er í 1. skipti sem þetta gert svona almennt og okkur finnst þetta mikill sigur. Þú búin að vera að berjast í 28 ára áður en þessi nefnd er skipuð hvað breyttist í fyrra? Akkur var opnað fyrir það að skoða þetta? Við vorum búin að fórum í hitti fyrir að vorum að skoða hættumatskortið sem var gildi þegar þetta skeður og þá fyrst allt í einu föttu við það að það vantar nokkur hús inn á kortið og við horfðum á þetta og bara María Hrafnardóttir og við bara trúðum okkur ekki eigin augum sko í raun og veru, ætlum ekki trúa þessu það er hús sem er ekki til eða sko með að kortið þau voru og þetta er hús, eitt af þeim hús sem foreldrar hennar dó í og það bæði sveitastjóri, sýslumaður og þeir eru uppástand alltaf að það hafi enginn látist eða verið í húsi sem var á hættusvæði en það var alveg á hreina línu á Nesveginum það var hættusvæði, það er rautt Ég fór inn á tímarit.is svona til þess að sjá því að maður man ekkert lengur þannig ég var svona að velta fyrir hvar ég hafi verið þegar þetta var og þá sá ég að þá var ég á það sem heit Morgunpósturinn þá og þá var eftir þetta fyrsta útgáfa eftir þetta að þá varst þú á forsíðunni og fyrirsögnin var okkur var sagt að við byggjum á öruggu svæði þannig að bara nokkru dögum eftir snjóflóðið að þá ert þú byrjaður í baráttu við að því að í raun og veru þegar ég fór að skoða málin sko þá kom svona margt sem maður frétti og var sagt og ég fór að skoða sko sem gat ekki staðist neina skoðun og ég fór að grubla í þessu og það verður og þegar ég kom inn söður þá fer ég og tala við lögfræðing og hann er dáinn það var sem þetta var Arnmundur heiti Backmann og ég fór með máli til hans og hann sagðist að skoða málið og fór að skoða þetta og þegar ég kom næst til hans þá sagði hann að ég er nú búin að vera að skoða þetta og það er ekki mikið af lögum almannavarnir en ég fæ ekki betur séð en að hvert einasta lagaregla sem til er þverbrotin og lög og ég er búin að vera þarna fer ég að berjast og við förum fyrst byrja í einn og svo tökum við okkur saman og erum öll að vinna í þessu og gerum bréf og kröfu að fá rannsókn við bæði sendum dómsmálaráðherra og við sendum til líka okkur sagt þá að við bara fara til ríkissaksóknara sem við sendum bréf þar og förum fram á rannsókn og það er sendt tilbaka það sé ekkert athugavert þá kæri ég til umboðsmanns Alþingis, hann fer yfir málið og segir að það þurfa að rannsaka og það leggur langa tíma hjá ríkissaksóknara aftur og svo tilbaka, það hefur aldrei fengist, það er alltaf verið
Sko það er búið að vera í allan tíma þegar maður er sendur hring eftir hring og þó við sett inn greinar með ásakanir og annað þá er alltaf þögn eins og Arnaldur Heitin sagði við mig á sín tíma það er eina sem þeir geta að gera það er að þegja ég leið og ef þeir svara þér þá er konur í snöruna og það er eitt að sko kerfið svona versig með því að þegja og býðit af sér í vonum að Hafsteinn gefist upp en svo það líka einhvern veginn í samfélaginu að þú ert að berjast fyrir einhverju máli ár eftir ár það ekki þá líka að sko hljómgrunnuðinn í samfélaginu minnkaði bara fólk var að segja já hann Hafsteinn já það var nefnilega það sem var notað sko þeir notað það, þeir læða út sko, en svo segja eitthvað að þér en ekki að því sem þú ert ekki að maður hann er bara bugaður og sorg og hann veit ekki, hann er bara ekki lægi hann bara hreinlega sagt að ég var í geðveikur og þess vegna líka sko sem er svo mikill sigur núna ef við fáum rannsókn að maður fái uppreist næru að maður ekki verið geðveikur allan enn tíma og sko ég var eiginlega búin að gefast upp þegar við sjáum þetta með kortið það vantar hús þá fórum við niður á Þjóðskjalasafn og fórum að safna gögnum og þá förum við bara aftur í tíman og það er bara við fáum þetta fullt af gögnum ég held að við skilað inn ég held að það verið upp til 600 blaðsíður og þar maður kemur þá kemur í ljós að þetta er mikið ljótarheldur í nokkuð þegar gerðum greið fyrir. Og var fjallað vel í heimildinni, ég held að það var búið að saman. Hann fór svo rosalega vel í gegnum það. Og Helgi og hann Hafsteinn, þeir fóru líka, sko, það var ekki nóg að fengja gögnu hjá okkur heldur, fóru þeir gegnum allt sjálfur niður á Þjóðskjalasafni. Þeir lágu þar og fóru gegnum allt. Þetta var alveg rosalega vel unnið það. Þeir eru mikinn heiður skili fyrir hvað þeir unnu þetta vel. En Aron, þegar þú byrjar að skoða þetta, þá varst ekki að hugsa þennan vinkil. Nei. Varst ekki að hugsa bara reynsluna og hvaða áhrif atburðurinn hafði á fólk? Jú, það var akkurat það og ég held sko akkurat á þeim tímapunkti þegar ég fer að skoða þetta svona, ég vildi kannski dálítið svona þróa þetta áfram út frá akkurat missi og akkurat þessum frásögnum kannski út frá því að ég hef sjálfur upplifað missi og mér fannst það áhugavert frá þeim vinkli en það er rétt að sko sögurnar sem að búa þarna frásagninnar af þessum tíma hugsunin hjá mér var að langa til þess að flétta saman sko mismunandi upplifanir af þessum atburði og þessum dögum handa fyrir vestan 95 og mynda akkurat svona heildræna frásögn reyna að gera það að verkum að fólk gæti einhvern veginn staðsett sig á þessum dögum þannig að 95 þannig að jú, það er rétt að skilja atburðin sem heild já. En jafnframt svona hvernig hann virkar á einstaka þetta sem maður hlusta á þetta þá kemur manni svo í sjálfu sér ekki óvart sko áhrifin sem að viðburðurinn hefur á Hafsteinn og þá sem að mistu börnin sín en það kom mér svolítið óvart sko hvað atburðin var raunverulega stór og áhrifaríkur á þá sem að koma að honum. Akkurat. Og það var mjög að vera mjög áhrifarík viðtöl. Já, mér finnst sko að því að bara út frá því að hlusta á fólki sem að segir sögu sína í myndinni hjá okkur þá er þetta fólk sem að kemur til Súðavíkur þarna á þessum tíma margir hverjir björgunarmenn frá Ísafirði, lögreglufólk þar það þekkir Súðavík bara frá sínu daglega lífi og kemur þarna inn ábyggilega í einhvern svona útópískan veruleika. Það er ekkert eins og það var. Snældu vitlaust veður og aðstæður sem að maður getur ekki gett sér hugalund hvernig er að stíga inn í. Þannig að það er vissulega sterk hlið sem að kemur fram í myndinni og líka það að á þessum tíma voru fleiri hlutir að gerast, ekki bara í Súðavík, það var hættuástand víðsvegar norðanverða Vestfirði verkefni að glíma við á mörgum stöðum og þannig að þetta er allt í kringum þetta er einhvern veginn svo rosalegt og í raun mun stærra og meira heldur maður bjóst við þegar maður lagði í akkurat þessa vegferð á sínu tíma og svo í gegnum þetta með Daníeli, Hafsteini og fleirum. Þetta er svona líka
björgunar afrek að mörgu leiti, siglingin þetta með Fagranes, það ekkert gefið að menn leggja þetta á sig sko. Nei, og við fáum okkur á tjaldarskipstjóra á Fagranesins til þess að segja okkur aðeins frá þessu í myndinni og ég nú nokkuð viss hann hafi ekki tjáð sig þetta áður, þannig að það mjög mikilvægt að fá hann inn í þetta. Þannig að samaskapi líka bara eins og kemur svo sterkt fram sko áfallið að lenda í snjóflóðinu en svo þurfa að fara í gegnum annað áfall sem ferðin frá Súðavík yfir til Ísafjarðar í þessu snældu vitlausa veðri og aðstæðum sem voru þarna uppi. Maður velti því fyrir sér að því að ég man eftir norðfirðingar hafa verið að tala það út af snjóflóðinu þar að það hafi ekkert verið rætt þetta í samfélaginu og svolítið verið að tala að ef þetta hefði gerst núna þá hefði kannski verið öðruvísi brugðist við þekkjum þetta líka bara frá munin á Grindavík og Vestmanni, maður kemur stundum fram svona að það hafi bara verið þröngvað ofan í fólk svona einhver tiltekin saga sem allir áttu einhvern veginn að lifa við. Ég velti fyrir mér að var verið að tala við sko björgunarmennina frá Ísafirði. Ég velti fyrir mér, kannski hafi þessi menn bara ekkert verið að ræða þetta fyrir að þið tóku þessi viðtöl sko. Af því að mér varst svo rá svona sorgin í þeim og mér varst þetta svo rá tilfinningarnar í frásögninni sko. Ég veldi verið að byrja allir menn hafi bara ekkert verið að reyna að vinna út úr þessu. Það var náttúrulega ekki til neitt sem hét áfallahjálp á þessum tíma. Ég spurði það nú ekki þegar það var kannski ekki tjáð sig þetta opinberlega áður svo hann Halldór og fleiri sem komu hana með björgunar hliðina og náttúrulega voru líka fullt af fólki sem sögðu nei, vildi ekki koma og fyrst og fannst ekki tímabært heldur að og vildi bara ekki tjá sig, ég skildi það náttúrulega bara alveg fullkomlega. Það persónulega ákvörðun bara hvers og eins. Já. En það var rosalega dýrmætt fyrir okkur að fá þessa hlið og með þess að segir að þannig að við gátum sagt söguna frá mörgum hliðum en samt allt saman frá point of view vestfirðinga, aðalega súvinga og ísfirðinga þá. Sem var svona okkar út af því að það sem ég er svona hræddastur kannski að svona maður alltaf reynir að sjá fyrir sig gagnrýni frá fólki sem kemur eftir á sem maður kannski hefur ekki séð þegar maður var að vinna myndina eina sem dettur í hug kannski er að þegar Týr kemur og það alltaf var búið að finna alltaf var búið að bjarga þessu vita hann voru í húsum en kannski leit svolítið út þess að þau gerðu ekki neitt sko en þau gerðu helling sko alltaf hjálpuðu til við alls konar störf eftir að og voru fleiri daga eftir á en já, við ég var heldur ekki að meina það með varðskipið að sagan er eiginlega búin þegar það kemur, það er bara sagan sem þið eru að segja er eiginlega búin og það er búið að finna alltaf það er hellingaverki eftir sko, ég var ekki alltaf heldur þetta ekki að gera lítið úr því mitt af því að það til dæmis meðal fjölmiðlamanna þá er mikið talað þetta þeir hafa verið lokaðir inn í frystúhúsinu og þess vegna hafi ekki verið til myndefni og ég bara einhvern veginn var komið með það í hugan að það hefði þá atburður verið þá í hápunkti ennþá en það var raunlega kannski svona, hvað við segja, eftirréttur á. En Hafsteinn, talandi svona hvernig samfélag tekur á þessu? Sko, það réði engin neitt við neitt þarna. En voru þarna sko að reyna, voru allir að reyna að gera allt sitt besta. Það er ekki að við hefumst það og það var kraftaverk sem björgunarmenn vinna þarna á þessu svæði. Veðri var ekkert venjulegt og ég var nú með faggana þarna til Ísafjarðar og það var daratans. Ég er nú mjög vanur sjómaður og búin að lenda þarna í mörgu en þetta var svolítið svakalegt og fyrir fólk sem hefur ekkert verið á sjó það lítur þetta að hafa verið skelfilegt. Þið gáttuð ekki lagst að bryggju á togarunum, eða? Nei, það var svo sleimt. Það var við sko, hann var þarna fyrir utan sko, við erum að koma inn til Hafnar sko þegar að flóði fellur. En svo, við erum konir sko, mannskapur, við erum konir út á dekk sko í endanum, búin að gera allt klátt þess að vinda. Við lágum nefnilega grænuliðinu nóttin sko, hann treysti sig inn þá vegna þess að fjara og við erum svo brjálað, við ristum þá djúpt að hann var hrættur að myndi taka neyri. Og svo erum við að fara inn og konir hérna fyrir þá allt inn og svo skilum við ekkert í því að hann fer ekki inn. Svo sjá hann skipstjórinn fann að lýsa með kosturum í land og svona og við býðum bara úti og svo allt inn og kallar hann stráka farið inn, við förum ekki inn strax. Og svo þá fórum við bara úr flotgólunum og upp í borsaði kaffi og
þá kom stýrimaður niður og sagði okkur frá því að það hefði fallið snjóflóð. Og það er sagt að það hefði farið þarna á hús. Og ég hefði komið niður til Fristrús og þá sagði ég náttúrulega strax að mitt hús hefði farið. Það var hann í línni. Og þetta var svo afstætt allt sko, tími verður einhvern veginn svo leys að maður gerir sér ekki grein hvort þessi mínúta eða klukkutími. Það bara þarna í svona hálfgerðu losti. Þegar ég heyri þetta þá fór ég upp í brú, hringdi í land. Eða Jói hringdi strax fyrir mig í land og ég náði mann þarna. Þegar ég segi hverja ég þá sann herðu bytta þess ég ætla að ná í hann Steinam Svilaðinn. Hann getur talað við þig og þegar hann kom þá sagði mér það að húsið mitt væri horfið og þá var konan komin inn í Fristrús. Hún hafði getað brotist upp úr brakinu. Svo hún og Þorsteinn Örn Gjersson þau brutust inn í sjoppuna. Gátu komist þar í skjól. Og hún hringir þá út á reynir að hringja í systir sína sem bjó í húsið með hliðina og þar svarar ekkert. Hún er í systir sína og beður að hjálp. Og hún hringdi út á spítala. Sá sem svarar þar hélt að þetta veri bara eitthvað fyllir og bara skellt á hana. Bara trúði henni ekki. Bara þetta var svo váranlegt. En sko framvindan af þessu, þetta var náttúrulega unni mikið þarna og við förum út á Ísafjörð. Og sennilega það hefur verið stæðsta áfalla hjálpin hjá okkur var að það var tilbúin ný deild á spítalanum. Og við erum öll sett þar saman. Við fengum, sko öllur, við heldum hjálpin. Og það er mesta áfalla hjálpin sem við fengum. Sko við fengum eitt viðtalat út á Ísafjörði og svo okkur sagt við okkur ef okkur liði illa þá ættum við að fara til sálfræðings. En stuðningu var mestur ykkar á milli? Já. En svo erum við sett upp í áætlunarflugvél til Reykjavíkur og það voru ekki til lengur. Það var bara týnt. Og maður fekk þá tilfinningu raunar þegar maður fyrir að berjast að maður átti ekki að vera láta svona, maður átti bara að þegja. Taka þess. Eins og var alltaf máður fyrir, mann átti að bera harmsinn í hljóði. Og ég var við það eftir á, til dæmis eins og með þegar ég jarða börnin. Það var bróðir Lindu konuna minnar. Hann hafði mist son sinn, ungan. Að þetta kvöldi þá brýst það upp í honum. Sem hann búin, hann hafði aldrei talað þetta. Þá allt í einu kemur það upp. Og eins mamma, hún hafði mist dreng. Löngu á undan mér sko. Áður ég fæðist. Og hún fer að tala þetta kemur allt upp hjá fólki og ég var við þetta líka sko eftir ég kominn sinna söður og ég fann að keyra leigubíl það var oft fólk og það þekkti mig í sjón og það stóðst ekki að fór að tala þetta og þá kom alltaf að það fór að tala sína sorgir maður var ofta að hlusta og oft segist stoppaði góða stund eftir túrin og bjallaði fólk á þarna fórinn en ég held það bara hjálpaði mér líka að ræða þessi mál og maður búin að vera svo lengi innviklegar í þetta. Já. En eitt sem langaði til að segja sambandi við þessa mynd að þegar Daniel hafði sambandi með þá var ég strax til í að fara í þetta mér fannst þetta geti hjálpa okkur og finnst mér þetta líka vera svona myndingsmerki fyrir þau sem dóu. Já. Því að eins og þetta kemur hann út ég var svolítið raguð fyrst að hvernig þetta væri en svo þegar ég sé hvernig útkoman á svo þetta bara alveg ótrúlega gott ég er mjög ánægð með þetta Já það allavega kemur fram hvað að segja verðmæti þeirra lífa sem að hurfu það er klárt í myndinni að þau eru ljóslifandi í myndinni Já það er sem gefur þessu svo mikið og eins þetta, sko, allt þetta fólk sem dó þarna þetta var fólk sem við byggum þarna, þetta var lifandi fólk
og synti sínu þarna og voru bara áttu gott líf og það eins og það hefði átt að bara þurrkaði út. Þetta svona mikil svona minnisverð fyrir þau. Já. Þannig að þú segir þetta þegar þú varst að keyra leigubíla þá vildi fólk ræða við þig þinn missi og sinn missi og veistu svo að segja að það vegna þess að við bælum þetta niður. Já. En það ekki líka þannig að sko við losnum aldrei við sorgina? Nei. Þú getur keyrt leigubíl hring eftir hring og talað þetta en þú losnar aldrei við. Það alveg saman hvað þú hleypur hratt, skuggi nærðir alltaf. Já. Og ég veit að það var gömul kona sem sagði þetta við mig Stuttatrygg og Suður. Hún var búin að lenda í svona áföllum. Hún sagði mig, horfði á mig og horfði stíft í augunum sem Hafsteinn. Það munu margir segja við þig að tíminn lækni öll sár. Hún horfði fast í augunum á mér og sagði, hlusta ekki á það er kjaftaði. Sorgin komið til þess að vera en þú að læra að lifa með henni. Það getur verið grimmt að segja þetta við fólk að tíminn eigi að lækna sárin því þá verður fólk sko grimmt við sjálft sig yfir að bera ennþá sorgina. Heldur sig eitthvað að sér. Þannig að fólk á að fara varlega með þessa þjóðtrú. Það er eins og kom bara núna daginn sko eftir að myndi var sýnd á Patreksfirði. Ég hringdi gamniðuna í vinn minn þar, félaga, og spurði hvernig honum hefði fundist myndin og hann sagði mér að það verið meira og minna salurinn grátandi yfir myndinni. En hann sagði mér líka annað. Þegar þau var að horfa á þetta á mikið af þessum Patreksfirðingum sem var fullorðnir, þeir dett inn í krabbaflóði 83. Það er allt óuppgert. Þeir hafa aldrei fengið neina hjálp. Sko, það brýst upp í það. Þeir detta bara lengra aftur í tíman. Eins og við áttum það langt spjallum með þetta allt saman. Svo þetta er svo þetta hreyfir við öll þessi mynd og hún á erindi til allra í raun og veru. Aron, þú sagðir að kveikjan að því að þú valdir þetta efni hafi verið þinn eigin missir. Finnst þér að myndin vera að fjalla missi? Já, mér finnst það og hvernig tekið á missi líka. Og akkurat eins og Hafsteinn segir sko, við náum aldrei að hlaupa sorgina á okkur, heldur lærum að lifa með henni og það minnst akkurat vera svona kjarnin í þessu sko og já, missir og þessi mynd sko. Já, hún tekur mjög sterkt á missi fólksins þarna og þá ekki bara í lifandaformi því að fólk misti ýmislegt annað heldur en bara ástvini þessa daga, það misti heimili sitt, það misti sinn griðarstað, allt í einu ert ekki orðin örugur í samfélaginu sem þú taldir vera örugan í og það akkurat líka missin sem mynd tekur á. Annað sem að kannski tengis svona atburðum svona vetrarins að þetta líka mynd svona þetta harðbýla land sem vill hrista okkur af sér því við erum með jarðraríkar hérna og þarna var náttúrulega snjóflóð og svo þegar var verið að björgunarstarfið fór fram í sko einhverju brjáluðu veðri sko þar sem var ekki hundi út sigandi en samt voru hundar sem að voru það var eiginlega þetta var alveg hryllilegt ástand. Já, það var það og líka bara rosa erfitt fyrir okkur að þetta náttúrulega við lögum að stað með þetta verkefni held að ég er komin 2 ár síðan eitthvað slíkt og ég náttúrulega vissi allan tíma við þurftum að setja hluta svið og það verið þá örgulega erfitt að velja hvað við vildum sjá og hvað eru of mikið að sjá og bara fara þessa línu svolítið. Það er líka bara með að búa til sko þetta óveður sem að ég haf náttúrulega búin að vera með í maganum bara hvernig ég fara að gera þetta skilur að láta það líta út þannig að fólk trúi því að þannig til loksins fundum lausn á því að fórum bara upp í Bláfjöll og vorum inn í einum blásarnum þar en það er alveg gríðarlega erfitt og kostnaðarsamt að setja svona á svið en já, það var allan okkar hugsun allan tíman að nálgast efnið af virðingu og vera ekki að svona overdramatisa neitt en það engin þörf á því í þessari sögu en það já, allan bara mín
einsta vona að fólk upplifi þetta sem vinningavert og að sagan skilir sér. Já, bara til hamingju-myndina og áhorfendaverðlaunin, en sumir hafa séð þessa mynd, en hvenær getur fólk síðan að svo, þau sem ekki voru á Skjaldborg? Það verður ein sýningi viðbót. Skjaldborg með Skjaldborgardaga í Bíóparadís í haust, í september, verður ein sýning þá. Svo eru ekki fyrirhugaðar sýningar að svo stöddu allavega þangað til bara í janúar á næsta ári, þá verður hún sýnd á Stöð 2. Sem að þá verður það 30 ár frá snjóflóðinu. Já. Það var bara svona hugsun hjá okkur að það væri fallegt að frumsýnin á Patreksfirði og fyrir vestan. Þannig við gripum það tækifæri að þessi hátíð tók okkur inn. En já, allavega á svo stöddu þá er ekki, en við hefum eftir að ræða það nánar samt. Það kemur bara í ljós, en kæra þakki fyrir að koma hingað Aron, Hafsteinn og Daniel. Takk fyrir ræða myndina og þessa viðbrigði. Takk fyrir, gangi ykkur vel. Takk. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni, næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við höldum áfram að ræða forsetakosningarnar. Við höfum tekið smá sirpu hérna við rauðaborðið ásamt öðru að fá frambjóðendur hingað og ræða mál sem að þau leggja höfuðáherslu á í sinni kosningabaráttu. Hugmyndir á bakvið það að forsetakosningarnar eru ekki bara atvinnuviðtal, heldur þetta líka umræða samfélagið okkar og heiminn, og það eru frambjóðendur eru að leggja ýmislegt inn í þá umræðu. Og Ástór Magnússon, þú hefur verið að leggja til friðarmál, nú eins og áður. Já, nákvæmlega. Undanfarin hvað? Já, síðan 28 ár? Fyrir 28 árum þá kom þessi bók hérna út, ekki bestaði, og svo komið ný bók, en grunn hugmyndafræðin svo sama, og fyrir 28 árum hérna bara meira frambóðin og svo hvað gengið á með það. En það horfir ekki friðvænlegra í heiminum þá heldur en nú. Nei, nú heldur þá? Nei, þetta hefur náttúrulega farið á ennveri veg og núna telja menn að mannkynið hefur aldrei verið í meiri útrýmingarhættu. Aldrei meira hætt á kjarnorkustyrjöld? Mjög mikil hætt á kjarnorkustyrjöld og það kom nú út nýlega bók í Bandaríkjunum, Anni Jakobsen held hún heiti, þar sem að hún einmitt að lýsa eftir að hafa átt viðtöl við fyrirhandi varnarmálar á þeirra Bandaríkjana, bandarísku leyniþjónustuna og menn í hernum, meðal annars kafbátafóringja sem eru með þessi kjarnorkuvopn og hún bara í sjokki eftir þessi viðtöl og gefið út bók til að við geta athygli á þessu að við erum bara augnablik frá því raunverulega útrýma mannkyninu. Það þarf ekki annað en bara eitthvað smá misskilning, þá þetta komið í gang og þetta náttúrulega það sem við byrjuðum fyrir 28 árum. Þegar ég kom fyrst inn á þetta þá var það mjög sterk krafa frá okkar samtökum að menn myndu banna kjarnorkuvopn og þau eru sett undir alþjóðlega stjórn eins og til dæmis undir Sameinuðu þjóðirnar, þannig að það væri engin eitt þjóðarleiðtogi með puttan á þessum vopnum. En ég held að kjarnorkuveldin séu ekki tilbúin að gefa frá sér vopni sín? Já, þetta hefur verið vandamáli. Þessi hugmyndafræði að setja þetta undir svona alþjóðastjórn, þetta kom fyrst fram hjá Palme Commission sem fyrrandi forsætisráðherra Svíþjóðar fór fyrir og það hafa komið út viðvaranir frá vísindamönnum. Man minnist þess að einn slík viðvaran var 1600 vísindamenn sem skrifuðu undir þetta og verið að vekja athygli á þessu. En þetta ástand sem núna skapast í Úkraínu náttúrulega að auka þessa hættu mjög mikið og menn eru bara hreinlega farnir að hóta því að nota kjarnorkuvopn og í rauninni staðan svo að hernabandalagi NATO sem við erum stofnaðilega að, sem átti að vera varnarbandalag ef á okkur yrði ráðist. Þetta náttúrulega búið að snúast upp í andhverfu sína því að menn eru farnir að nota þetta eins og einhvers konar alþjóðlegt stríðstæki og í rauninni bara til þess að selja hergögn og vopn, svo frá bandarískum hergagnaframleiðendum. Það náttúrulega það sem meira og minna á baku þetta. Útþenslan á NATO hófst á
Clinton tímanum, þegar Clinton stjórnin var, þá byrjaði þessi útþensla til austurs sem að forystumönnum Sovjetríkjanna hafi verið lofað er það ekki gert ef að þeir myndu draga niður sitt hernaðabandalag og opna múrana milli austurs og vesturs sem þeir gerðu og síðan er þetta komið í þann farveg að stjórnendum Rússlands þykir þetta orðin ógn við sín tilverurétt, þeim finnst vera talað það að skipta þar stjórnvöld með alls konar klækjabröðum. Nú við sáum hvað gerist í Úkraínu, þar var uppreisn árið 2014 og hún gerist ekkert í einhverju tómarúmi, þetta var vel undirbúin uppreisn. Það er talið að Bandaríkin hafi styrkt fjölmiðlun og annað í Úkraínu $5 miljardar í aðdraganda þessa. Þannig að þarna erum við að sjá hina raunverulegu ástæður á bak við þetta stríð og af hverju þetta geti þróast út í kjarnorkustyrjöld. Og nú bara verða Íslendingar að grípa í taumana. Það er fullkomið ábyrgðarleysi ef að íslenska þjóðin ætlar að kjósa einhvern sem forseta núna sem að ætla bara að fara að rækta kartöflur eða eitthvað á Bessastöðum eða fókusera bara okkur innanríkismál því að það verður ekkert slíkt hér í framtíðin en að þessi tekið á þessu og þessari hættu afstýrt. En utanríkisstefna stjórnvalda hefur undanfarið verið að styðja, eru svona með þeim herskárri röddum innan NATO. Já, það er alveg rétt og utanríkisráðherrann var nýverið í Georgíu að mótmæla í svipar aðstæður og þú varst að lýsa 2014 í Úkraínu. Já, og þetta er náttúrulega eiga Íslandingar ekki að sætta sig við. Í raunverulega er svo ríkisstjórn sem við höfum í dag og þeir ráðamenn sem fara í dag og raunverulega meirihlutin af Alþingi er komin á skjön við þjóðaröryggisstefnu landsins því að hún talar fyrir friði og íslenskt þjóð hefur litið á sig sem friðsama þjóð en þessir aðilar eru farnir að gera eitthvað allt aðra hluti heldur en bæði eins og talaður þjóðaröryggisstefnu og með þess að í NATO-samningu það er búið að brjóta þessa samninga. Ég fór með bréf til forseta Íslands, ég taldi að forsetin hefði átt að eigi núna að grípa inn í þetta og ég bara skora á þann sem að... Og hvernig á hann að gera það? Já, hann á að kalla menn á fund til sín því að til dæmis þessi vopnakaup sem voru gerð núna síðast hefði náttúrulega að fara fyrir ríkisráðsfund og bera upp við forsetan og forsetin á náttúrulega að minna menn á það að hér er þingræði og hér er þjóð sem að hefur síðast orðið, þetta er lýðræði og menn verða að virða það og það er alveg ljóst á ferðum mínum með landið í þessu forsetaframbóði, það er yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar algjörlega á móti þessum þáttöku Íslands í hernaði. Við sáum nú hvert þetta leiddi okkur þegar að ráðherrar studdu Íraksstríðið, það leiddi til þess að milljónir manns var drepið meðal annars með stuðningi okkar Íslendinga og var okkur algjörlega til skammar því að það kom í ljós þetta stríð algjörlega kolólulegt og það sem er að gerast í Úkraínu er raunverulega nokkuð svipað. Menn eru komnir langt út fyrir sínar heimildir og forsetin á náttúrulega standa vörð á Bessastöðum það að lýðræðið sé virt og menn fari að lögunum. Ef þeir vilja að Ísland sé í svona hernaði nú þá þarf að breyta lögunum þjóðaröryggisstefnunni, það þarf að breyta NATO-sáttmálunum og svo þurfa þá menn að ákveða það að þeir ætli ekki að virða sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hvað meinar með NATO-sáttmálan? Er það ekki innan hans að Íslendingar kaupi vopn? Ekki til að fælja stríð utan NATO eða herja stríð þegar ekki hefur verið ráðist á Ísland eða NATO þjóð. Þetta stríð er ekkit innan einu NATO-svæði. En NATO hefur oft áður, NATO stóð að loftárásum á Líbíu með stuðningi íslenska stjórnvalda, stóð í hernaði í Afganistan, þar sem Íslendingar sendu liðsafla. Já. Það er engar heimildi fyrir þessu í NATO-samningum. Þannig eru menn algjörlega að fara á skjönvinarsamning og þess vegna er komin tími til að grípa í taumana. Og ef að menn láta þetta óátalið, þá heldur þetta bara áfram eins og þú ert að lýsa sjálfur. Það er búið að halda áfram árum saman. En ég skora bara á fólk að kynna sér NATO-samningin. Það er engar heimildi fyrir neinu svona í honum. Við gengumst ekki undir svona ákvæði þegar við gengum inn í NATO.
Þannig að þú ert að leggja til að Ísland fari úr NATO? Nei, ég var ekkert að segja það. Ég er að leggja til að Ísland, ég hef margsagt það, ég tel að Ísland eigi að nota sína röddina NATO sem eina herrlausa þjóðin, sem landfríðarins, til þess að beina NATO-þjóðunum inn á brautir friðar, finna friðarlausnir frekar en hernaðarlausnir. Og Ísland hefur neitunarvald eftir því sem veit best í NATO. Þannig að Ísland getur stöðvað svona stríðsaðgerðir í fjarlægum löndum eða vill með því að beita neitunarvaldi. Og þá lamast NATO. Og það vel ég Íslandingar eigi bara hreinlega að gera. Já. Að því að... Sko, ég vil árétta sko að NATO á ekki að vera í öðru en að verja okkur ef það er á okkur ráðist eða á aðra NATO þjóð. Þú kaupir ekki þá skilgreiningar sem að Íslensk stjórnvöld hafa verið með og stjórnvöld svo sem alla Evrópu að innrás Rússa í Úkraínu séu bein ógn við öryggi allra ríki í Evrópu. Nei, ég kaupi það alls ekki. Ég tel að þessi útþenslu stefna NATO og hvernig NATO hefur hagað sér síðustu ár, að það er ógn við heimsfriðin og ég hef margsagt þetta. Þannig það er NATO sem er ógnin við heimsfriðin, frekar heldur en Pútín. Þetta er náttúrulega báðir aðilar í dag, en þetta kveikjan að þessu er útþensla NATO, þetta byrjar á Clinton-tíma, það er búið að líða mörg ár, það er búið að fá hvert ríki á fætur öðru inn í NATO, þráttur að hafa verið lofað, það yrði ekki þessi útþensalt laustus, menn ásældust Sevastopol flotastöðuna sem var aðal flotastöð Sovjethersins, þangað ætluðu menn að senda bandarísk herskip og svoleiðis og það er náttúrulega alveg ljóst að Rússaminu aldrei nokkuð tíma samþykja það. Þannig að menn gátt alveg vita það fyrirfram, það þurfti ekki að fara í allt þetta leikrit sem búið að vera í gangi til að vita það. Það hefði verið að leysa úr þessu friðslega fyrir löngu síðan og ég tel að það sé ennþá hægt. Ég tel að ef að ég er kjörinn forseti, þá væri það mitt fyrsta verk. Það verður að gangi það að reyna að leysa úr þessu máli. Ég tel það sé hægt. Það er laust til að mínum mati fyrir Úkraínu og þeirra sem hafa hjálpað mér að mynda þá hugmyndafræði hjá Friði 2000, alls konar prófessorar í friðamálum komu að þessu og það er svona lausn sem að svipa til Sviss. Það er sem sagt sambandslýðveldi og þeir leystu í Svisslendingar þar úr styrjöld, ég held að það hafi verið 1648 með samningum sambandslýðveldi og þeir eru eitt blómlegasta ríki Evrópu í kjölfarið og ég tel að Úkraína geti orðið eitt blómlegasta ríki í Evrópu ef að þeir hætta þessu stríðsrugli og setjast niður að samningaborði og leysa það og gefa bara fólkinu á þessum héruðum sem að deilast sjálfstjórn. Við skulum horfa á það við fólkið á að vera með völdin, ekki ykkur í pólitíkusar. Það er fólki í landinu sem á að hafa völdin. Og það Þú metur svo að fólkið í Odessa eða í Donbass að sé með allt öðruvísi afstöðu til þess stöðu Úkraínu í heiminum heldur en til dæmis fólkið í Kýv eða Líf. Það er náttúrulega mjög mismunandi þjóðfélagshópar þarna í landinu, þetta er mjög blandaðir hópar í þessu landi og það er, ef við tökum bara eins og Krímskagan, þá var meiri hluti þar rússnesmælandi fólk þegar að þeir gengu til liðs við Rússland, en ég held að þeir á Krím myndu miklu freka vilja vera sjálfstjórnaríki, bara sjálfstæð, þó væru undir Kíev, forseta Kíev, en það væri sambandsliðin hefðu sjálfstjórn. Ég held að þarna, og það er þetta er leið sem að menn eiga að skoða, því að ég er til algjörlega óraunhæft og stjartfræðilega vitlaust að halda það að menn vinni Rússa, vegna þess að áður en að Rússar eru búin að tappa sér styrjöld, eru búin að grípa í kjarnorkuvopnin og þá er bara ballið búið. Og það hafa margir sagt að væri raunverulega hætt í dag og við erum kannski nær kjarnorkustyrjöldur nokkuð tíman áður og ekki minnkar hættan þegar að leiðtogar NATO eru byrjað að tala að nota NATO-vopnin til þess að gera árásir á Rússland. Já, það er náttúrulega algjörlega... Á sama tíma og Rússar eru í æfingum með kjarnorkuvopn sín. Já, menn eru bara að espa hvor aðra upp og það er komið tími til þess að menn fara að tala í friðarlausnum, ekki hernaðarlausnum. Því að vopnin sem að mannkynið á í dag eru orðin svo óhugnaleg
að við myndum bara útrýma okkur ef við ætlum að láta þau útkljá svona deilumál. Þannig erum við að tala um deilu sem að raunlega snýst ekki Úkraínu ef við ætlum að horfa kalt á þetta. Þetta er geopolítisk átök milli vestus og austus. Þarna ertu með Kína, Rússland, Indland og svo Bandaríkin og NATO-þjóðurnar raunverulega að takast á heimsyfiráðin og við leysum það ekkert með neinum vopnum eða kjarnorkuvopnum, bara alls ekki og við þurfum að finna leiðir friðar. Þú vísar áðan í Íraksstríðið þar sem að þáttaka Íslendinga var óvinsæl. Það var ég man ekki hvernig niðurstöðuna voru. 93% íslensku þjóðarinnar var á móti samkvæmt skoðanakonum sem ég sá. Ósátt við ákvörðun Davíðs Oddssonar og Halldórs Ásgrímssonar að setja ykkur á lista yfir hvað var að viljugar þjóðir. Já. Kannanir hafa hins vegar sýnt þveröfugt varðandi Úkraínu að það hefur mikill afgerandi meirihluti sem að studdi Úkraínu í stríðinu. Alþingi hefur samþykkt svona stuðning bæði við Úkraínu í stríðinu og loforðum uppbyggingu eftir stríðið og stjórnvöld hafa tekið þátt í því að móta á vegum Evrópuráðsins tjónaskrá og annað slíkt. Þannig það er svolítið munur að ná að mikill meirihluti Íslendinga er eiginlega hafa verið á sveif með NATO og Pentagon. Þú ert ekki að spyrja sömu spurningarinnar hér vegna þess að það sem að íslensk þjóð var á móti í Íraksstríðinu var að styðja hernað gegnin og það er alveg það sama tel ég núna að íslensk þjóð er á móti því að við styðjum hernað en auðvitað styðjum í úkraínsku þjóðina. Þetta hjálpa við þeim eins og við getum. Það var að sjálfsökurinn eftir þjóðurina því að þú varst til þess að leggja áðan til að þau tækju upp kerfið sem var í Svisslendinga sjálfur byggu það til en ég er ekki heldur ekki meirihluti Íslendinga sem að styðu það að Úkraínu en hafi bara sjálfsvald það hvernig þau hafa stjórn á sínu ríki. Það er það sem ég er að tala um. Ég er að tala um að þetta er lausn sem að þarf að byrja að ræða og reyna að sannfæra fólk að geti verið lausn að leysa úr vandamálinu. Þú getur ekki verið með Úkraínu áfram undir einhvers konar vopnavaldi. Fólki það náttúrulega að vera sátt við það sem þá lausn sem gerð því að fólki þarf að hafa frið í hjarta og það þarf að vera samfélagi þarf að vera friðsamlegt og ég er að benda á eins og Svisslendinga gerðu þetta og það þarf náttúrulega að byrja bara að kynna slíkar leiðir. Ég get náttúrulega ekki hérna stuttu viðtali farið honni í alla anga hvernig svoleiðis lausn liti út en svona í grunninn þá tel ég að það er lausn sem að menn ætti að skoða í Úkraínu en auðvitað er það úkraínska þjóðin sem þarf að ganga til slíkra samninga. Hún er náttúrulega engum friði í Úkraínu nema úkraínska þjóðin gangi til friðarsamninga og eins hinn þjóðin, Rússar, þeir gangi saman til friðarsamninga og leysi úr þessu. En menn hljóta allir að geta verið sammála það að það er engin framtíð í þessum hernaði. Það er útilokað að mínu mati að Úkraínumenn geti unnið og ef að NATO ætlar að fara í þessa styrjöld við Rússa þá tel ég bara að NATO muni tapa þessu. Það verði þá Rússar, Kínverjar og líklegast Indverjar og fleiri þjóðir á móti NATO og ég tel bara við erum undir í því. Ég hef reyndar spáð því fyrir mörgum árum að slíkt ástand myndi skapast í framtíðinni. Ég held ég að við talaðum þetta bara fyrir 28 árum að tala ég að slík heimsmynd myndu við sjá í framtíðinni og nú erum við komin á þann punkt og nú þurfum við bara að grípa í taumana til að afstýra því að þetta gerist. Þannig að Úkraínustríði geti stigmagnast í bein átök milli NATO og Rússlands og þá myndi það draga inn Kína, Indland og fleiri lönd. Já. Þannig að vesturveldin væru bara í stríði við heiminn. Já, ég tel að það er það sem getur gerst. Og það getur gerst bara mjög hratt? Getur gerst mjög hratt, já. Það er hættan. Þess vegna má engan tíma missa. Forseti Íslands, að mínum mati, á að verða leiðtogi friðar í heiminum, á að verða talsmaðurinn. Hann er þverpólitískt embætti, getur talað fyrir hönd allra.
fyrir friði og komið með friðarlausnir. Hann getur leita samstarf með fræðimönnum, alþjóðasamtökum, atvinnulífinu og stjórnmálunum það að byrja að tala fyrir svona lausnum. Og það tel ég að ég talað að Íslendingar hafi fengið friðin í vöggugjöf. Við leystum úr deilu árið 1000 á Þingvöllum og þar var sýndum henn mjög mikið umburðarlendi þegar kristnitakan var á Þingvöllum og menn ákváðu það að þeir skyldu taka kristni en hafa umburðarlendi fyrir öðrum trúmálum og þetta var upphafið að friðartíma og þetta raunlega okkar grunngildi sem friðsöm þjóð og þetta bara, hef ég sagt, jafn mikilvægt á jólaguðspjallið og þetta okkar jólaguðspjall að boða heiminum hérðan frá Íslandi. Og hér á Íslandi tel ég að við getum byggt upp mikið stóran atvinnuveg, raunverulega nýjar Sameinuðu þjóðirnar. Sameinuðu þjóðirnar eins og í dag virka ekki nógu vel. Það þarf að endurbyggja þær, það þarf að endurbyggja þarna ýmsar stofnanir innan Sameinuðu þjóðanna, endurbyggja sáttmálana og það tel ég að við eigum að reyna að stuðla að verði gert á Íslandi. En ertu ekki að lýsa þá Íslandi sem svona raunverulega hlutlausu ríki, þannig að sem að getur verið að tala á milli Vesturveldana og Kína og Indlands og Rússlands? Ertu þá ekki raunverulega að tala að við eigum að fara út úr NATO? Ég tel að við getum þróast í þá átt, en ég myndi ekki vilja ganga út úr NATO-herbygginu strax. Því það þetta af árið þar inni. Vegna þess að ég myndi vilja nota neitunarvaldið til þess að stöðva það að NATO sé að blanda sér í átök. Þá verður þið líklega bara hent út, sko. Já, þá það bara að vera þannig, en menn eru að brjóta NATO-samningin og ég vil ekki áherslu á það. Þeir eru ekki að virða samningin sem við gengum í. Við gengum ekki í NATO á þessum forsendum að við ætlum að fara í einhverja styrjaldir út allan heim sem að kæmi ekki vörnum landsins við. Það eru líka átök fyrir botni Miðjarðarhafsins. Er það liður af sömu átökum? Þar höfum við hjá Friði 2000 verið að vinna með verkefni sem við kallum Alþingi í Jerúsalem og það svona hugmyndafræði að setja upp svona þing sem í Jerúsalem því að þar koma öll þessi þjóðabrótunlega saman. Þar ertu með trúmálin líka, þú ert með kristnina, gyðingadómin og múslimatrúna, alla þarna kemur saman í Jerúsalem og það tel ég reyndar yrði lengra verkefni til að leysa því að það snerti svo inn á trúmálin sem að eru erfið þar og Þú hefur ekki mikið tíma, það hefur verið að fremja þjóðamorð á Gaza. Já, þá þarf náttúrulega að stöðva það. Ég er að tala langtíma friðarsamninga. Ég er að tala að auðvitað þarf að stöðva það án tafar og þeir sem að standa fyrir slíkum þjóðamorðum eiga náttúrulega bara heima í fangelsi. Það hefur ekkert með neitt gyðingahattur að gera að segja svona. Raunverulega eru þetta þeir sem eru verstir í því að dreifa út gyðingahattur sem að starfa svona að fara að stunda fjöldamorð á saklausu fólki og það er ekki þetta flokka alla á Gaza sem einhverja hryðjuverkamenn, lítil börn og aðra. Þetta er náttúrulega bara fáránlegur málflutningur. Það sé gyðingahattur að setja sama sem merki á milli aðgerða Ísraelsmanna á Gaza sem þjóðamorð og gyðingdóms. Það eru mjög margir gyðingar sem mótmæla þessum málflutningi og telja það bara algjörlega ekki við hæfi. Í raunverulega, ef við horfum bara á þetta kalt, þá er að gera spegilmynd af því sem gerist í seinni heimsstyrjöldinni. Í raunverulega þessir einstaklingar sem að eru að herja með þessum hætti á Gaza eða palestínsku þjóðuna, þeir eru bara orðnir eins og þeir sem að herjuð á gyðinga í seinni heimsstyrjöldinni og þetta náttúrulega bara verður að stöðva strax. Já, herðu, en þetta svolítið á skjön við umræðu dagsins að það hefur nú verið sagt hérna við Rauðaborðið að það sé lengi diplomat lengur, það sé allir orðnir hersöðingjar, að það er mikil trú á því að það sé hægt að leysa alla deilur með vopnavaldi. Já, það er bara mikil miskilningur. Ég ætla að segja þér eitt í þessu sambandi. Ég hef aldrei á ævinni lent í slagsmálum. Bara aldrei nokkuð tíman. Aldrei sem barn og bara aldrei. Og það er vegna þess að ég slæ aldrei tilbaka. Ég nota rökræðu til að koma... En hefur þú verið slegin? Já, ég hef verið slegin. Ég hef verið slegin niður. Þannig að þú hefur lent í ofbeldi en ekki slagsmálu vegna þess að þú stóðst ekki tilbaka? Af því ég hef aldrei slegið tilbaka. Og þetta er svona kannski það
friðarátak sem ég að tala að bjóða innvangan. Já, í rauninni. Þetta var okkur kent í kristinni og þetta hefur allavega reynst mér vel í mínu lífi. Ég hef aldrei nefnt á sjúkrahúsi eftir slagsmál eða slíkt, ég hef verið slegið niður og ég hef aldrei slegið tilbaka og alla svona deilur sem hafa komið. En er þetta ekki það til fyrir Úkraínumenn að þeir eru bara að bjóða innvangan þegar Já, þeir eru að setjast að samningaborðið með friðarsamninga. Það er leiðin þar að byrja að ræða friðarlausnir. Þessar hernaðarlausnir virka ekki og mun ekki virka. En einhver myndi þá segja að sá sem að fer með ofbeldið að hann vinnur alltaf ef hann er ekki veitt mótspyrna og það er bara rök NATO og íslenska stjórnvalda. Við verðum að sigra Rússa á vígveldinu því annars munum við bara taka Moldóvu næst og síðan munum við taka Pólland og Eystrasaltslöndin og Finnland og ég veit ekki hvað kenningin nær langt. Ég tel þetta algjör á fjarstæðu. Og það sem að við höfum náttúrulega gert undanfarin ár að við höfum verið að loka Rússa út úr Evrópu, við höfum verið að loka stærstu þjóð Evrópu frá Evrópu, hvað var það menningu, listir, viðskipti og svo framvegis og þetta er náttúrulega ekki leið til friðar, þetta þýðir það bara, það verður meira og meiri reiði í þessu stóra evrópska landi gegn hinum löndunum sem að loka þá svona úti og þetta geta komið nýju leiðtógar sem það ennþá hættulegri en sá sem að þar í dag. Þannig að ég til bara, við höfum enga tíma til að missa, við þurfum að leysa þetta og við þurfum að opna á öll viðskipti og annað við Rússland er bara að vera eðlilegur hluti af samfélaginu. Þeir voru komnir mjög langt í því að byrja viðskipti við Evrópu og þessa leiðir sem við erum að nota, þær eru ofbeldi bara á annan hátt heldur en vopnin og leiðir til ófriðar. Og er Putin eftirlýstur á alþjóðlegum dómstólum fyrir glæpi? Sama hátt og Netanyahu? Já. Menn sem að náttúrulega misnota vald sitt í hernaði og vinna glæpaverk, þeir eiga náttúrulega bara að fara í fangelsi. En svo til samt í að vera með samskipti við ríkið sem hann leiðir. Að sjálfsögðu, þú færð ekki frið öðruvísi nema að setjast niður með mönnum og ræða það. Gildir það sama Ísrael og Netanyahu? Já, algjörlega. Þannig að þú vilt að Íslendingar taki þátt í Eurovision? Já, ég tel sko að útiloka ykkur að þjóðir frá Eurovision, það er ekki aðgerð friðar. Eurovision var sett upp sem friðarsöngkeppni og það stuðlar ekki að friði að útiloka fólk frá slíkri keppni. Ég mætti í Háskólabíó á samstöðufund með fólkinu í Gaza og ég myndi mæta líka á Eurovision og ég myndi taka hendina á öllum. Þú getur ekki verið á báðum stöðum á sama tíma eins og margir forsetaframbjótur hafa reynt að svara þessu. Það er rétt, en það var nú ekki sama kvöldið, úrslitakvöldið og það var forkeppni. Nei, það var það sem þegar íslenska lagið var sungið. En ég er bara að segja það sko í prinsipinu að þá tel ég sko að svona menning og listir, þetta leiðir fólk saman til friðar og við höfum ekki að byrja að útiloka fólk frá menningum eða listum eða viðskiptum vegna þess að það er bara ekki leiðin til þess að eiga friðsæl samfélag. Það mun aldrei ganga upp til lengdar. Þú getur ekkert útiloka stærstu þjóð Evrópu frá Evrópu til lengdar. Það mun bara aldrei ganga upp. Þeir munu á endanum rísa upp á afturlöpundar og ráðast á okkur ef við ætlum að halda svona til streitu. Og þess vegna er ég að segja að það þarf að grípa í taumana áður en það er of seint og leysa úr þessari deilu við Rússa til að afstýra það til dæmis að verði ráðist á Ísland. Því að Ísland var mikil vinaþjóð Rússa áratugum saman. Við vorum með bíla og olíu og annað frá Rússlandi. Ég var næst þess að ég var ungu strákur að þá átti pabbi minn bíla til dæmis frá Rússlandi og allt í einu eru við orðin skilgreind óvinna þjóð Rússlands. Allt í einu er utanríkis ráðuneyti Rússlands farið að vera í útsendingum í sjónvarpi og tala Ísland sem óvinna þjóð. Þetta er bara mjög hættuleg staða sem er komin í og þetta er mjög skammsýnir ráðamenn sem að leiða okkur inn á svona brautir og íslenska þjóðin á náttúrulega bara að standa upp og segja hingaðu ekki lengra, nú komið nóg, nú bara vinnum við lausnir friðar.
og því að það eru margar leiðir sem við getum gert til að vinna til friðar. Til lengri tíma lítur svo á að það verði ekki langvarandi friður í Evrópu nema að Rússland sé hluti af Evrópu. Já, klárlega. Rússland er stærsta þjóðin í Evrópu. Það er ekki stefna stjórnvalda, nýja NATO, nýja Pentagon. Nei, þá er það bara spurningum að fólkið í landinu hér skipti út þessum stjórnendum. Það eru kosningar núna, forsetakosningar, þau geta kosið mig til þess að byrja þetta verk og síðan eru alþingiskosningar fljótlega og þá getur þjóðin hafnað þessu fólki. En hvers hagsmunir eru það að aðgreina á milli Rússlands og Evrópu? Ég sé enga hagsmuni því ekki fyrir íslensku þjóð. En þetta er staðan sem er í gangi núna. Hvaða hagsmunir er verið að reka? Já, þarna er verið að vinna eftir einhverjum leiðbeiningu frá það sem hefur verið talað oft sem neokon frá Bandaríkjunum og ég tel það bara þetta sé bara rugl, bara fræði sem á að henda út í hafsauga. Þetta á bara ekki að heima í nútíma samfélagi. Við erum að vinna með samtengdan heim gegnum net og annað og þetta mun bara aldrei ganga upp. Þetta mun bara ekki ganga upp. Það getur ekki gengið upp. Ekkert frekar en Berlínarmúrinn gekk upp. Hann brotnaði niður á endanum. Nú er verið að reyna að reisa aðra slíka múra þó að sé gert með einhverjum öðrum hætti. Þetta er bara sama tóbakið. Þetta eru múrar og það er alveg sama niður í Ísrael. Þú getur ekki lokað fólk þar af með einhverjum múrum. Það er laust líka sem að virkar ekki. Og menn tala tveggjaríkja laust þar til dæmis núna. Ég held að menn þurfu átt að sjá því að tveggjaríkja lausni í Ísrael og Palestínu, já, hún þarf að byggjast á okkur öðru en landfræðilegri tveggjaríkja laust vegna þess að það er búið að hola svo mikið niður landið og setja svo miklu að múrum að það mun aldrei virka til lengdar. Það eru aðrar, nei, það er ekki að flytja fólk. Nei, það er að flytja 700.000 landnema. Nei, alls ekki. Það er bara nýja hugmyndafræði fyrir þetta fólk. Þannig að það getur búið í einu ríki, þú getur haft 1 landsvæði en 2 ríki. Og það eru svona lausnir sem við þurfum að horfa á. Það kemur úr sama ranni og þú ert að vísa til í Bandaríkjunum svo hugmyndum að kynverja séu óvinir okkar og við höfum að undirbúa okkur undir átök við kynverja. Já, það var náttúrulega mjög vinsamleg aðgerð, er það ekki í Bandaríkjunum núna fyrir nokkrum dögum að setja 100% innflutningstoll á kínverska bíla. Af því að þeir standa framalega, þeir eru fremstir í rafbílum í dag og rafhlöðum fyrir rafbíla. Ég er ekki sammála því að þetta séu leiðirnar til þess að eiga samkeppni á heiðarlegum grundvelli að svona. Og allar svona aðgerðir það æsa bara upp til ófriðar. Kínverjar eru ekki óvinir okkar, alls ekki. Það er talað þannig með Bandaríkjum að kynverjar séu hinir raunverulegu óvinir Bandaríkjana. Að við lifum í svona eins og tveggja póla heimi og það sé eðlilegt að Bandaríkin einbeiti sér að komandi átökum við kynverja. Svona er bara skrifað í meginstraumsmiðlum. Þetta er bara mjög hættuleg umræða en við skulum átta okkur á því að Bandaríkin eru náttúrulega heimsveldi sem er jafnvel að komast á hnignunastig. Bandaríski dollarin er prentaður eins og ykkur klósettpappír og það stendur hún ekkert á bakveðan og menn eru farnir að byggja upp nýjan gjaldmiðil en að BRICS-löndin fann að byggja upp nýjan gjaldmiðil sem að þeir stefna á að taki við í olíuviðskiptum og slíku og þetta þýðir það að það mun grafa undan Bandaríkjunum, verðbólga þar mun aukast og Bandaríkin geta hrunið og þar geta komið borgarastyrjöld og þetta vita náttúrulega sumir í Bandaríkjunum og eru þeir að skilgreina einhvern óvinn til þess að mæta þessu en þetta er bara ekki leiðin, við þurfum bara allt aðra leiðir fyrir heiminn en svona hugmyndafræði, við þurfum hugmyndafræði friðar. Altså, þú teiknar upp ógnina sem er bara kjarnorkustríð í Evrópu og lausnin er að kjósa þig á Bessastaði sem að með leiðist að vísi í skoðanakannanir er ekki líklegt í dag með að við skoðanakannanir. Hvað gerist þá ef þú ert ekki kosin? Erum við þá að sigla inn í Sko það sem að ég er að bjóðast til að gera ef að ég verð kosin, að það er að ganga strax í þetta verkefni að reyna að ná friðarsamningum. Ég veit það, ég er að spyrja hvað gerir þegar þú ert ekki kosin. Ég er ekkit að segja það velti á því hvort ég verð kosin eða ekki hvað gerist. Ég er að segja það ef að Íslendingar grípa ekki í taumana, að þá tel ég að við stefnum hraðbyr inn
inn í það að það veri ráðist á landið. Ég sé engan frambjóðanda í þessum hópi, ég hef nú hittu öll, sem að líklegu til þess að gera það sem ég mun gera, það bara á næstu dögum eftir að ná kjöri, að byrja að vinna því að ná friðarsamningum. Og það tel ég að þurfi gera, en ég ætla líka að minna það á það, ég hef sagt að ég vil ekki vera nema 1 kjörtímabil. Ég myndi vilja bara íta þessum bátu vör, koma því farveg að Bessastaðir og forsetaembætti byrja að vinna sem friðarbóði og svo vera til hals og traust næsta forseta sem eftir mér kæmi til þess að hjálpa til við að koma þessu virkilega í góðan farveg. Ég er ekki að sækjast eftir starfi í rauninni, ég hef bara áhyggjur af ástandinu og vil láta gott að mér leiða og klára þetta verkefni sem ég kom með hérna að virkja Bessastaði, hugmyndafræðina, fólk getur lesið bókin á núna.is og hérna en ég ætla ekki að sitja þarna í ykkur áratugi eins og sumir hafa gert, ég mun bara koma í þetta verkefni og auðvitað sinna öðrum skildum forsetans en síðan mun ég hverfa á braut og reyna að koma því til leiðar að þetta verði bara það sem að íslenska þjóðin og forsetaembættið verði með sem sitt verkefni í framtíðinni. Ég að spyrja því að þú dregur upp svona mynd af háska og mikil ógn og þú auglýsir, í auglýsingunum þínu eru kjarnorkusprengjur. Ég að spyrja, ef hún ekki í kjöri, hvers svona framtíð erum við að horfa á? Sko ef að það enginn sem að gera það sem að ég að tala að gera, að ná friðarsamningum og koma með friðarlausnir, þá tel ég bara að við getum verið að horfa á það að það verið á okkur ráðist, jafnvel með kjarnorkuvopnum. Því miður það þannig að Ísland mjög heppilegt skotmark, til dæmis fyrir viðvörunarskot til NATO. Við erum mjög einangruð þjóð landfræðilega, þannig og við erum mjög fámenn. Þannig að það en við erum þjóð í Sameinuðu þjóðunum, við erum þjóð í NATO-þjóð, vopnlausa þjóðinni NATO og ef það yrði á okkur ráðist þá tel ég að það myndi verða til þess að menn myndu fara að hugsa sinn gang eins og þessir aðilar sem hafa verið með þessa útþenselsefn NATO vilja skipta stjórnvöld í Rússland og svo framvegis og að hershöfðingjar þar í Rússlandi eru líklegir til þess að horfa á þennan stað sem líklegan stað til að senda þau skilaboð sem þeir vilja senda og það verið sterk viðvörun með lágmarks mannfalli lágmarks hættu á geislun í næstu landa einangrað, og ég tel nánast útilokað að nokkur NATO-þjóðmenni svaraði með kjarnorkusprengjum. Ég leitt að segja, ég held að það sé algjör draumsýn að halda það að Bretar eða Bandaríkjamenn eða Frakkar fara að skjóta kjarnorkusprengjum á móti þó það ráðast á Ísland vegna þess að þá fengi þeir bara á sínar stórborgir með milljónir manns kjarnorkusprengjum. Menn myndu bara hlaupa á friðarfund. Þetta það sem ég tel og þessu vil ég afstýra að Ísland verði notað þannig sem skotmark til þess að senda þessi skilaboð. Ég tel að það sé ekki þörf á því við að geta gripið í taumana með öðrum leiðum. Takk fyrir að koma hingað og ræða friðarmál. Takk gangi vel. Takk fyrir. Og við ætlum að snúa okkur að næsta kafla hér í leit okkar að einhverjum skilningi á samfélaginu eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, komið þið sæl og blessuð. Það talað lýðræðis veislu nú í vikunni. Við veljum okkur forseta á laugardag og spennan mjög mikil. Enginn veit hver verður forseti. En það ekki veisla á eldhúsborðum margra heimila landsins og virðist gilda einu hver verður forseti. Staðan svo til dæmis hjá leigjendum að kannski má segja að hún hafi aldrei verið verri. Ungt fólk flytur úr landi vegna þess að það ekki þak yfir höfuðið. Menn hafa gumað sig að jöfnuði en margt bendir til þess að bilið milli fátækra og
þeirra sem eiga ekki og þeirra sem skulda og svo aftur hinna sem eiga og skulda ekki sé að breikka. Og í þinginu í dag ætlum við í rauninni bara að vera með eitt mál til umræðu og einn viðmælanda. Við ætlum að ræða fátækt og vanda heimilana í því vaxta fári og öðru slíku sem skekur fjárhag þeirra sem ekki eiga. Ásta Lóa Þórsdóttir, þingmaður Flokks fólksins, vertu velkomin. Takk að þér. Hefur ástandið sjaldan svona í seinni tíð verið alvarlegra hvað varðar þann hluta þjóðarinnar sem á ekki og skuldar? Ég held að ástandi hjá þeim hluta þjóðarinnar sé skelfilegt eins og staðan er. Það náttúrulega gefur auga leið að þegar að við náttúrulega vitum það að við erum með fólk sem að býr undir fátækramörkum, við erum með fólk sem að hefur vartin í svo skeiðar, við erum með öryrkja, við erum með eldra fólk, hluta eldra fólk sem að bara nær ekki endum saman og jafnvel lifir bara við, bara verulega undir fátækramörkum og svo er húsnæðiskostnaður. Bara við þurfum öll þak yfir höfuðið, við þurfum öll einhvers staðar að vera og það er okkar bara eitt af grundvallar mannréttindum okkar að eiga heimili, að hafa einhvers staðar höfuð okkar að halla. Og þarna erum við með, sem sagt, nú erum við með húsnæðiskostnað sem að eykst og eykst, hefur bara vaxið alveg gríðarlega og þetta er stærsti póstur heimilana. Þetta er stærsti útgjaldapóstur heimilana og nákvæmlega sá sem þau geta ekkert gert í. Það er ekkert að hagræða í húsnæðiskostnaði, nema með því að fara í mjög drastískar aðgerðir, sem er þá að flytja og selja og hvert allar þó svo sem og hvað tekur við betra og annað þess þar. Þannig að ég ætla ekki einu svona að ræða það. Vegna þetta er bara stærsti útgjaldaða liður heimilana og ég er búin að gagnrýna það náttúrulega gríðarlega harðlega að það sé verið að berjast gegn verðbólgu með því að hækka vexti. Vegna þess að og sagt að það sé verið að gera þetta fyrir okkur. Þetta er svona næstu, ég er að refsa þér með þessu fyrir, ég veit ekki hvað málflutningur þetta er. Þetta er svona eins og bara, ég veit ekki, einhver satis sem stendur yfir einhverjum og segir þetta er allt fyrir þig gert leið og flengir, sko. En má ég þá aðeins skjóta inn í að það vekur athygli okkar fjölmiðlafólks að þingmenn hafa í rauninni liggur við að ég geti sagt hvort sem eru í ríkisstjórninni eða minnihlutunum, kannski fyrir utan einhver í Flokki fólksins, en þingmenn hafa í rauninni bakkað upp þessar ákvarðanir Seðlabankans að lækka ekki vexti. Já, Seðlabankin er orðin eins og einhver heilu kú í þessu samfélagi. Það er allt gert til þess að, hann á að vera sjálfstæður og ég ætla ekki að gaggrýna það per se, ég held að sjálfstæði Seðlabanka sé mikilvægt, en ég held líka að það þurfa að vera einhverju varnaglar þar á. Ég get bara ekki sætt mig við að nokkrir aðilar, eitt seðlabankastjóri og svo einhver peningastefnunefnd sem eru í 3 eða 4 aðrir geti tekið ákvarðanir. Það verður enginn kjörið þetta fólk og það geti tekið ákvarðanir sem bara hreinlega rústa efnahag heimila landsins. En er það gjá á milli almennings og þeirra sem sitja á Alþingi? Klárlega, það er gjá á milli almennings og þeirra sem sitja á Alþingi og hefur náttúrulega bara verið í langan tíma. Það er held ég ekkert nýtt. Og náttúrulega Alþingi virkar oft mjög svona út úr touchi við það sem er að gerast vegna þess að það bara setur upp sína dagskrá og hún heldur bara áfram hvað sem tautar raular og alveg saman hvað er að gerast í þjóðfélaginu. Frægasta dæmi það er kannski þegar að í miðju hrunmálunum þá kom allt í einu á dagskrá áfengiskaupin enn og aftur hjá sjálfstæðismönnum að það ætti að vera áfengi í verslunum og ég man eftir því að fólk var alveg hefur Alþingi ekkert betra að gera en það þetta þeirra innlegg og bara svo ég bara segi það þetta var greinilega bara nú þekki ég störf Alþingis þetta var bara á dagskrá þarna ekki það að þeir var að biðja það en þannig að Alþingi bara einhvern veginn heldur áfram og mallar á sínum hraða þingmenn það er oft sagt um mig það er þetta vekja máls á þessu Alþingi, basically hafa þingmenn eða skiptist á milli þingmannu sem að segja 10 mínútur á viku til að koma sínum hugðarefnum að og það er sem sagt í þá það er 2 svar í viku þar sem að einn þingmaður úr kannski hverjum flokki getur og þá þarf náttúrulega
þar var skipta því á milli þingmannaflokka og eftir því hvaða ráðherra á staðinu, þá getur einn þingmaður spurt ráðherra, fær 2 mínútur til þess, ráðherra 2 mínútur til að svara eða svara ekki, yfirleitt koma í rauninni engin svör og sérstaklega var fyrirverandi forsætisráðherra mjög góður í því að koma ekki með nein svör og og svo 1 mínúta og 1 mínúta. Hennar verður svolítið minnst fyrir það að vera mjög flinki að svara engu. Það er alveg svolítið arfleið hennar, ef svo má segja. Og síðan hafa þeir, þarna það 2 svar í viku sem það sem kallaði störf þingsins, þar sem þingmenn geta komið, 15 þingmenn, held ég hvort skipti sem að geta komið og sagt eitthvað, tala hvað sem í 2 mínútur, þannig að nokkuð svar eða neitt. Þetta nú allt sem þingmenn hafa í raunni til þess bara að tala sín hugarefni og það sem að þeim liggur mest á hjarta. En þú situr í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Já. Ertu þar sér á báti, finnst þér? Upplifirðu að hinir nefndamennir samanber það sem vorum að nefna áðan með gjána sem á milli þingsins og þjóðarinnar? Upplifirðu þig þar sem einangraða? Er fólk að tala einhver allt aðra hluti en þér finnst það ætti að leggja áherslu á? Já, ég verð nú alveg að segja það. Ég hef náttúrulega verið að berjast gegn þessum vaxtahækkunum bara síðan það hófust. Við náttúrulega ég veit að Flokkur fólksins gerði það inn á þingi fyrir mína tíð og við hjá Hagsmunasamtökum heimilina byrjuðum að vara við því sem að væri í farvatninu bara í mars 2020 rétt eftir að COVID hófst vegna þess að maður sá alveg fyrir sig hvað myndi gerast. Þú veist að það yrðu náttúrulega það kemur stopp í svo margt og við sáum þetta alveg fyrir að þetta myndi valda verðbólgu og við og náttúrulega á þeim tíma líka bara vorum við að velta fyrir okkur erfiðleikum fólk sem var að missa vinnuna og við fórum fram á það að heimilin eru varin og það í rauninni hefur verið bara mitt motto þá alltaf að verja heimilin og sérstaklega náttúrulega fyrir því að fólk missi þau en líka bara að verja lífsafkomu þeirra og annað þessu þar. Þannig að ég hef alveg bara frá því ég komin á þing verið að berjast mjög fljótlega eftir ég komin á þing byrjuðu þessar vaxtahækkanir og allt það þannig að ég er búin að vera að berjast í því alla tíð og það hefur ekki hlotið mikið hljómgrunn og ekki inn í efnahags- og viðskiptanefnd og kannski aðeins núna stjórnarandstaðan sé að vakna samt ekki mikið. Trúir fólk því trúir fólk því inn í efnahags- og viðskiptanefnd og inn á Alþingi að þegar landsmenn skuldugir hörfa úr óverðtryggðum lánum í verðtryggð sem aldrei fyrr. Trúa þeir því þá að stýrivaxtatæki Seðlabankans bíti? Sko, ég held að þarna komi bara inn ákveðin vanþekking á eðli verðtryggðra lána og það er mjög merkilegt og fólk já, við virðumst almennt séð og þá ekki bara við þingmenn eða bara við þá þingmenn sem í efnahags- og viðskiptanefnd, það bara virðist einhvern veginn vera viðtekið í þjóðfélaginu ef það kemur verðbólga, þá hækkum við bara stýrivextina. Þetta er bara það sem við gerum og það hefur oft verið sagt við mig þegar ég hef verið að gagnrýna hvað annað á að gera og hvað annað á að gera er versta ástæða fyrir því að gera eitthvað sem er mjög slæmt, skilurðu. Vegna þess að ég bara stundu svara þá ekki að gera þetta. Það er alveg til aðra leiðir en bara já, þannig að svo hlusta maður á eða bara öll þjóðin hefur heyrt margoft allar ráðherra ríkisstjórnarinnar og þá náttúrulega sérstaklega fjármálaráðherra þess að 3 alla sem hafa verið og þá forsætisráðherrana báða segja ítrekkað eiginfjárstaða heimilana hefur aldrei verið betri. Skuldir heimilana eða vanskil hafa ekkit aukist í bönkunum og þetta er bara þessi mantra er endurtekin aftur og aftur og aftur og á sama tíma og þetta er mantra sem segir ekki neitt. Vegna þess í fyrsta lagi, svo við tölum bara þessa frægu eiginfjárstöðu, þú gerir ekkert fyrir eiginfjárstöðu þína. Ég meina, ef að þú keyptir heimili eða keyptir húsnæði og það er allt í einu búin að aukast að verðgildi á pappír, það eykur ekki tekjur þínar á nokkurn hátt. Þú kaupir ekki mjólk fyrir það, þú borgar ekki að lánunum þínu fyrir það, þú gerir ekkert fyrir það, fyrir en þú flytur, en þá ertu hvortið væntanlega þurfa að fara á ennþá dýrari húsnæðismarka hvortið þannig að þetta er bara svona keðja, þannig að það gerir raun ekki fyrir neitt, við ekki alveg búin og hvað varðar, engin vanskilir orðin í bönkunum, þetta er mantra sem hefur bara verið ég veit ekki hvað hún hefur verið farið með hann oft. Það er út af því að alveg
já svona kannski það að fara að breytast núna en alveg allavega fram til þessa og jafnvel ennþá að þá hefur eiginlega ekkert verið hægt að komast í vanskil á bönkunum. Vegna þess að ef þú réðst ekki við afborganirnar af stökkbreyttu afborganirnar af óverðtryggða lánuðinu, þá var þið boðið upp á yfirdrætti, þið var boðið að breyta yfir í verðtryggt og svo framvegis, þannig að það verða jú ekki vanskil. Nei. En það á ekkert að þurfa einhverja sérfræðinga eða skýrslur til að segja manni það að ef að vaxtagreiðslur og þá ekki einu svona að tala aðra greiðslur en það enda náttúrulega minnka alveg svakalega í hlutfalli en enga síður þegar vaxtagreiðslur hafa vaxið kannski 200.000 á láninu þínu í hverjum einasta mánuði þá eru bara mjög fá heimili sem eru í meðaltekjum og ég tala nú ekki lægri tekjum sem að ráða við það. Nei. Þannig að þú veist, já, það er verið að ýta fólki yfir í verðtryggð lán og verðtryggðu lánin þau eru gildra sem að fólk mun festast í og að festast í en það einmitt þetta sem þú segir þegar að Seðlabankastjóri hefur reyndar ítrekkað neita því að hann hafi ráðlagt fólki eða ráðleiki fólki að fara yfir í verðtryggð lán. Hann passar sig á því vegna þess að hann þó Seðlabankastjóri sem veit hvernig þau virka sem að gera eiginlega það sem hann er að gera ennþá verra. Hann hefur neitað því margoft að hann gerir það en hann hefur sagt talið við bankan ykkur og finni leiðir. Hann veit það samt að það er eina leiðin sem að bankin býður, það er verðtryggt. Og þetta er mjög asnalegt að heyra þetta vegna þess að það sem hefur verið í gangi að 50% lána þetta var svona cirka 50-50 verðtryggð lán og óverðtryggð lán. Og á verðtryggðu lánin allar vaxtahækkanir hafa engin áhrif á verðtryggðu lánin af því að þær fara bara aftan á lánið. Þetta þýðir það, ef þú tekur 50 milljón krónar lán í dag, þetta reyndar, það er svona mánuði síðan ég skoða þetta síðast, en ef þú tókst, þá var 50 milljón krónar lán, eftir 5 ár var það árið 65 milljónir. Þannig að þú veist, og svo vext það áfram. Og þú kannski ekki borga 150, þannig að þessi hópur hefur ekki fundið fyrir þessum vaxtahækkunum ennþá. Nei. En það mun koma skuldadögum sem að þýðir það að 50% þjóðarinnar verður ekki fyrir áhrifum af yfirlýstum markmiðum það að minnka tekjur og ráðstöfuna fyrir fólks til þess að eyða í annað. Svo komum við, svo ég bara hans klári, svo komum við að hinum 50% sem voru með óverðtryggð lán að það bil cirka helmingu þeirra var á föstum vöxtum og það fólk fann ekki heldur fyrir þessu. Nei. En það er nú aldrei til þess að fara að koma því. Þannig að það hefur verið svona 25% þjóðarinnar sem hefur borið þetta uppi hingað til og í rauninni eftir Seðlabankastjóri að fagna því að að vera vonast eftir því að fleiri myndu nú finna fyrir þessum áhrifum sem að hann að reyna að ná fram. En í staðinn þá ráðleikur hann fólki að fara yfir í lánin með óbeinum hætti samt sem að valda því að þau mun ekki finna fyrir þessu. Og þetta náttúrulega segir mér bara enn og aftur að það er ekki fyrst og fremst að hugsa verðbólguna hérna, það er verið að hugsa að fóðra bankana. Já, svo er annað í þessu sem að ég upplifi, ég var nefnilega alls konar vini. Ég er ekki í einhverju svona elitu sem hefur það rosalega gott. Ég og kona mín við höfum þurft að bæta við okkur vinnu út og suður, út allt, bara til þess að draga lífsandan og við höfum vini af öllum stærðum og gerðum í öllum stéttum. Og það er eitt sem að við sjáum að fólk, það eru óbúslega margir að bæta á sig vinnu til þess að bjarga sér. Og það vill þannig til, það má segja þessi heppilegt að það hafi verið tækifæri til þess, það eru svona hafi verið ákveðin þenslu umsvif, en það má spyrja sig spurninga langtíma líðheilsuleg áhrif þessa. Þannig að þótt margir enn hafi náð að hamla gegn þessu ástandi, þá vitum við ekki hver fórnarkostnaðurinn verður að lokum. En mér langar vegna þess að þú sagðir áðan með óverðtryggðu lánin að víkja kannski tali okkar að því sem framkom til dæmis í skýrslu HMS núna fyrir helgina að það eru 198 miljardar af óverðtryggðum lánum á föstum vöxtum sem koma sem sagt til endurskoðunar núna frá og með júní sem nú bara að hefjast helgina
til ársloka 2024 og 200 milljarðar fólk sem að hefur verið í þessu kerfi og gerir ekki neitt, það geti lent í því að greiðslubyrði þeirra bara eykst 200-400 krónur á mánuði, sko, 1 og 3 og náttúrulega engir sem ráða við það. Hvað á fólk að gera? Þeir sem eru í þessum hópi og eru einhverju til þess að hjálpa fólki með ráðgjöf og svona. Þú náttúrulega komst úr ákveðnu umhverfi áður og varst þingmaður. Já. Ég ennþá formaður Hagsmunasamtaka heimilanna og við veitum fólki ráðgjöf eftir bestu getu. Við erum grasrótarsamtök, við erum þó bara með 1 starfsmann núna í fullu starfi við að veita ráðgjöf og hún hefur algjörlega gert kraftaverk fyrir fólk í erfiðum aðstæðum. Þannig að jú, það má leita þangað. Við leysum úr öllu sem við mögulega getum. Og fólk þarf að bregðast við gagnvart bönkunum áður en þessar breytingar. Já, sko málið er að það eru sko, þetta fer eitthvað, þetta er gríðarlega alvarlegt sem er að gerast. En svo fer þetta aðeins eftir skilmálum í samningum, í einhverjum samningum er skilmálar þannig að leið og þú líkur ef að þú kannski búin að vera á föstum vöxtum, segjum bara upp á 4% í 3 ár eða eitthvað og því líkur að þá dettur aftur inn á fasta vexti til annara 3 eða 5 ára eftir í hver tímin er sem eru þá í gildi þegar þú dettur inn. Ef að fólk gerir það er ekkert víst að það sem er heppilegt sko. Fólk þarf að skoða það vegna þess að það að festa vexti núna er ekkert endilega mjög gott eða er reyndar eiginlega bara mjög slæmt. Hitt er svo annað að ég hef líka heyrt sagt, ég veit eina vinkonu mína sem að fór og henni var sagt að þú getur ef þú festir vextina þá er það aðeins lægra heldur en þeir eru í dag sem sagt breytilegu vextinir, þeir hafa nefnilega yfirleitt verið hærri, þannig ég er okkur hvort það sé rétt en allavega þú getur festvextin og svo er alltaf þetta skuldbreyta, sagði hún, sko, svo er alltaf þetta endurfjármagna, sem sagt, aftur ef að vextinir lækka. Þannig þetta eru hluti sem fólk þarf að skoða. Já, og það þarf samt, það má ekki bíða. Nei, má ekki bíða. En svo er sko miklar líkur á því að margt af þessu fólki fari yfir í verðtryggð lán og við séum aftur að fara að horfa á það að verðtryggð lán verði meiri hluti landsmanna verði í því og sko ég get ekki í rauninni álasa neinum fyrir að gera það vegna þess að eða semst ef ég má nota það orðalag sem er kannski ekki það rétta vegna þess að ég er svo mikið á móti verðtryggðu lánunum vegna þess að ég skil óbúslega vel hversu mikill léttir það er að losna kannski úr 400.000 króna greiðslubyrði og fara kannski niður í 170.000 en ég ætla bara að segja að þetta er ekki lausn samt. Þetta er lausn sem að gefur þér, sko ég hef stundur sagt þetta er deyfilyfið. Vegna þess að ef að verðtryggingin væri ekki, þá held ég að það væri allt brjálanir á Austurvelli. Og þegar að við Ragnar Þór héldum mótmæli fyrir núna ári síðan, við héldum 2 mótmælifundi, ég held að það hefði allt verið fullt á þeim ef ekki verið fyrir verðtrygginguna. Það er ástæða fyrir það, önnur lönd er ekki með þetta. Já, það er ástæða fyrir því, vegna þess að hún en málið er að það sem hún gerir núna, hún veitir tímabundna lausn. Hún gerir það óneitanlega, en það kemur að skuldadögum þar og þeir, eins og ég segi, að eftir 5 ár er 50 milljónir lán komið upp í 65 milljónir og fólk sem að segir, já, svo skiptum við bara tilbaka. Það er ekkit víst að hún fáir einu svona greiðslumat fyrir því, skilur þegar það kemur. Þannig að sko, þú veist, þannig að þetta er rosalega hættuleg lán. Ég hef bara skegg þeim núna frá því ég fekk eitthvað skilning á þeim eftir í rauninni, ég skildi þau ekki fyrir ég komin í Hagsmunasamtökin og áttaði mig þá á því smá saman hvernig þau virkuðu en Hagsmunasamtökin hafa bara skegg þeim síðan bara eiginlega frá hruni. Þannig að þetta er gríðarlega alvarlegt og þetta er gullgæðis bankana. Það er verðtryggð. Og hefði áhyggjulösa ævikvöld náttúrulega verður að engu þegar það gengur ekkert að minnka höfustól lánsins að hann jafnvel bara vex og fólk sem sá fram á það að geti bara haft það rólegt eftir 70 eða eitthvað svoleiðis, það stendur kannski bara uppi með nánast háar afborganir þá. Það stendur uppi með margfaldar afborganir þá. Það er nefnilega að síðustu afborganir, sko málið er, og nú þarf ég að, sko nú er ekki með 100% ákvæmum tölu
fyrir fram mig, en ég er búin að skoða þetta nokkru sinnum, að þau eru veitt til 25 ára og á fyrstu svona cirka 15 áranu þá hækkaðu og segjum að 50 milljón krónar lán og aftur ekki 100% tala, fólk getur skoðað þetta bara í heimabankanum og farið bara inn á reiknivélarnar, að þá það kannski, ferða kannski upp í 80, 90, 100 milljónir, mann það ekki alveg. Og þú, sem sagt, svo ferð þú að borga það niður og það kannski ekki fyrir eftir 22-3 ár sem að lánið komið niður aftur í upphaflegan höfustól sem 50 milljónir og þá þarftu að borga 50 milljónir á 3 árum. Síðasta afborgunin kringum 2 milljónir. Þetta getur orðið þetta getur ekkert orðið, þegar bara ef fólk fer inn á reiknivéla bankana og horfir á hvað í gangi, þá virkar þetta svona og gamlingarnir verða bara gjaldþrota eftir einhverja áratugi alveg vinstri hægri. Ég meina, ég óttast svolítið að við séum að fara að horfa fram á að, ég hef sagt eftir plus minus 5 ár, sumir hafa sagt sem þetta gerist fyrr, en eftir, ég ætla bara að segja það, eftir 5-10 ár, þá förum við að horfa á fólk sem að núna er að bjarga sér bara eftir bestu getu og eftir ráðleggingum bankans, að það fer þá ræður það ekki lengur við verðtryggðalánu sitt. Það sem að það fer þá kannski að gera, það getur gert, er þá að endurfjármagna verðtryggðalánu og byrja aftur að lágum afborgunum. En þá ertu kannski, eins og til dæmis segjum að það gerist eftir 5 ár, af því ég notaði það sem dæmi áðan, þá ertu ekki núna að fara að endurfjármagna 50 milljónir heldur 65 milljónir. Skilur við? Og taka verðtryggðalánu upp á 65 og svo kannski líður eitthvað tíma og þú allt ég ræði ekki við þetta lengur og þá ertu, þetta er vítarhingur og þetta er bara, og líka það sem að verðtryggingin er bara mesta böl bara íslensku þjóðarna vil ég meina. En þetta er ekki hægt að útskýra þetta fyrirbrigði fyrir kollegum mínum erlendis, blaðamönnum eða jafnvel bara stjórnmálamönnum. Og hún heldur uppi, eins og við rættum áðan, út af því að svo margir með verðtryggðalán, þá býtur stýrivaxtatækið svo illa. Þannig að það þarf að beita því svo miklu grófar og svo miklu harðar af því eins og ég fór yfir á það er ekki nema 25% þjóðarna sem er að finna fyrir þessu. Nei. Þannig að þú veist, þetta er ekki, og svo er hún verðbólgu valdandi og hún veldur, húsnæðisverð verður að hækka vegna þess að ef húsnæðisverð hækkar ekki, þá er allir orðnir yfirvextir. Svo er þessi hái vaxtarkostnaða núna, þessi hái vextir, þeir leiða til þess að byggingar fyrirtæki fari í önnur verkefni en uppbyggingu íbúða og sem sagt sá geiri, hann vantar fleira fólk. En byggingamarkaðurinn er ekki að byggja íbúðir sem er það sem skildi, sem er það sem að brínast er að byggja. Hann er að byggja eitthvað allt annað. Já, eitthvað þannig. Og nú höfum við rætt vanda skuldugra húsnæðiseigenda en leigjendur er náttúrulega annar hópur sem ég bara fullir það að ég þekki bara persónulega marga tugi dæma fólk sem rökklast burt frá Íslandi af því að grunninnviðurinn að skaffa íbúum húsnæði og maður skildi ætla að höfuðborgarsvæðið hafi sömu skildur eins og Raufarhöfn í þeim efnum að hann er ekki fyrir hendi og þetta er líka bara að fara að spyrja, ef við kannski byrjum á því að ræða hag leigjenda hvernig hvað verður þennan hóp að óbreyttu núna, sýnist þér? Ég eiginlega bara veit ekki hverju á að svara. Mér finnst, mér hrýs hugur við því að hugsa til fólk sem er á leigumarkaði. Sérstaklega fólk sem er í lægri tekjulögum samfélagsins og það er náttúrulega bara megin hluti þeirra sem er á leigumarkaði er þar. Já, það er einhver hluti þeirra sem er bara að borga sómasamlega leigu og er í langtíma leigu, þannig að það er kannski óvarlegt að mér að tala um þetta alhæfenda sem stóran og einsleitan hóp, en sem sagt töluverður hluti þessa hóps. Það er sá hluti sem við erum að ræða núna. Hann er að borga ofurleigu, okurleigu og býr ekki við neitt öryggi. Og ef þau missa sitt húsnæði þá er ekki neitt annað að fara. Það er nefnilega nákvæmlega málið, Ég held að, einmitt það sem að gerir oft umræðum leigumarkaðin pínlítið erfiða, er
hversu fjölbreyttur hópur leigusalar eru. Ég til dæmis búin að heyra, ég þekki fólk sem að leigja og hef heyrt nokkra frásagnir af því. Ég bara búin að leigja hjá þessu fólki núna í langan tíma, bara hæðina fyrir neðan hjá þeim og þau ætla ekki að taka þátt í þessum dansi og leigan hjá mér hefur ekki hækkað í 4 ár. Ég hef heyrt þessi dæmi. En þetta góða fólk ekki fólkið sem stjórnar markaðnum. Það eru gróðafyrirtækin sem gera það. Og allt og margir sem að vilja hoppa á þennan vagn. Við heyrðum það til dæmis þrátt fyrir allra samúðina sem að Grindvíkingar fengu og að þá var hún kannski meira í orði en á borði hjá þeim sem að sáu sér hagi að græða á þeim á húsnæðismarkaði. Já, atvinnukaupendur húsnæðis orðnir umsvifamestu kaupendur. Já, og við þannig að sko, ég held að sko, ef ég má aðeins bakka, þá höfum við talað um það núna í mörg ár og sagt það og bara stað fullirt það og vitum það að minnsta kosti 15.000 fjölskyldur mistu heimili sín eftir hrun. Það sem að þó gerðist eftir hrun var að dæmið innan gæsalappa gekk upp. Það að segja að það var til nægt húsnæði fyrir þetta fólk. Það að segja þannig ef að Siggi misti sitt húsnæði að þá allt í einu gat hann fengið að leigja húsnæði sem Anna var búin að missa og hún fór í húsnæði sem að Pétur hafði missið sem aftur fór í húsnæði að Sigga. Skilur við hvernig sem það var. Þetta var svona einhver hringekja, allir mistu sitt og allir fluttu, hrækamarnir fengu þetta í hendurnar og leigðu svo svona á milli, skilur við, ef svo má segja. Þannig að, en það dæmi gekk upp. Í næstu svona bylgju gengur dæmið ekki upp. Fólk sem að missir húsnæði sín, það hefur ekkert að fara. Það ekkert húsnæði til. Og þetta náttúrulega bara óafsakanlegt að þetta sé í gangi og ég ætla að nefna hér vegna þess að á einum af opnu fundum efnahags- og viðskiptanefndar þar sem að seðlabankastjóri og varaformaður man ekki hvaða titil hún hefur hún Rannveig en allavega hún var þarna hvort hún aðstoðarseðlabankastjóri eða varaformaður eða formaður nefndar peningastefnunefndar nefndar eða hvað ég bara man það ekki en allavega að hún sem sagt sagði þegar eftir að Ásgeir var búin að fyrirgeðu bara blaðra þarna í einhverja stundum ekkert og þá allt í henni fannst henni ástæði til að grípa orði og sagði, já, við náttúrulega líka bara höfum haft það markmið að kæla byggingageiran og ég bara, þú veist, svo fekk ég ekki að spyrja aftur og fyrir en bara seinna þú veist, þetta eru svo stranga reglur á þessum opnu fundum, þannig að maður fær aldrei að fylgja eftir þegar maður heyrir eitthvað svona. Þannig að ég baði náttúrulega strax orði aftur og fekk sem betur fyrir að gat komið stað og ég spyrir bara fyrir ekki, eru þið í alvörunni að kæla byggingageiran? Býtu, það markmið? Væri það ekki brýtna að kæla sviðans önnur en þau sem varða? Ég meina, það húsnæði skortur hérna, það vantar þúsundir íbúða og Seðlabankinn einhverju mission að kæla byggingageiran. Nú ætla ég ekki að segja, ég held að sé margt að innan byggingageirans, skilur, það eru, þú veist, það eru miklar, ég meina við vitum það að það fær einhver afhenda lóð og hans endursölur og svo hækkar og það smurt ána byggingakostnaðan allstaðar og hverji borga á endanum, jú, bara neytendur, heimilin í landinu, bara þau sem eru að kaupa sér húsnæði, venjulegt fólk. Þannig að þú veist, ég ekki að segja að þarna sé ekki eitthvað að sem að þurfa að skoða, en Guð minn góður, Við ættum að vera að gera allt til þess að ýta undir íbúðabyggingu og byggingageiran í dag og gera það þannig að byggt sé húsnæði, bara alls konar húsnæði, þú veist, hagkvæmt húsnæði, lítið húsnæði, húsnæði fyrir barnmarga fjölskyldur, bara við eigum að vera að gera allt sem við getum til þess. Það vantar hérna, ég held að sé 20.000 íbúðir eða eitthvað álíka, man það ekki alveg, tölur eitthvað sem ég á svona til að rugglast á ef ég ekki nýbúin að skoða þær en við höfum talað þetta, ég á Hagsmunasamtökum heimilina minnstu kosti frá 2014 minn forverið þar sem formaður Vilhelm Bjarnason ekki fjárfestir að hann sem sagt, hann var hann er náttúrulega fasteignasali, hann bara sá þetta hann er búin að vara við þessu, við erum búin að vara við þessu síðan 2014 að þyrfti að byggja með minnum 2000 íbúður ári bara til þess að halda í við eðlilega þróun, bara fólkið sem að komast á aldur og á að flytja heiman og núna erum við að horfa upp á að fólk
þá voru ekki einu svona takin í reikningin ferðarþjónustuna eða alla innflytjenduna þannig að við sem tengist ferðarþjónustunni svolítið já líka en ég bara segja að það er bara verið svona bara ríkisstjórnir undanfarinna ára hafa bara flotið sofandafeyðarósi, sveitafjölu líka, látið eins og þeim bara ekkert sé hérna og allt sé bara í lukkunarvelstandi. Það er svolítið tilfinning margra að ráðandi öfl hér í pólitík, þau vilja ekki raunverulegar kerfisbreytingar. Nei, þau vilja það ekki. Hvort sem lítur að náttúruauðlindum, sjávarútvegi, þessum kerfum sem við erum að ræða, efnahagsstefnu, en sko þeir flokkar sem að kannski verða hér við völd eftir kosningar ef við tökum Samfylkinguna þeir eru meira að tala að hækka bætur frekar en að ráðast í kerfisbreytinguna sjálfa. Já, ég hef aldrei heyrt formann Samfylkingarinnar tala að þau eru bara að lækka vexti. Nei. Ég man ekki eftir að hafa sagt það. Nei, hún er liðin með Seðlabankanum. Já. Ég satt líka einu sinni á opnu fundi mitt með þá var Jóhann Páll í nefndinni fyrir Samfylkinguna og þegar ég var búin að segja það sem ég vildi segja við Seðlabankastjórið, allavega hluta því, að þá tók hann við, var næstur og hann byrjaði að segja ég vil bara taka það fram að ég er ekki sammála háttvirtum þingmanni, ég tel að það þurfi absolutt að hækka vexti hérna. Og þetta var reyndar, ég ætla að gefa honum það, þetta var fyrir rúm ári síðan. Ég man ekki nákvæmlega hvenær þessi fundur var, en þetta sagði hann og ég hef aldrei heyrt í rauninni, sko, eins og ég segi, við erum komið með einhverja heilaga kú þarna og leiðum maður kemur og segir, það þarf að gera eitthvað varðandi Seðlabankann, þá bara, það má ekki. Þú veist, hann á að vera sjálfstæður. En ég get bara ekki séð það að þetta er fólk sem enginn hefur kjörið og ég get ekki séð að nokkur maður, ekki einu sinni þó að hann hafi verið kjörinn til þess, eða hafi verið kjörinn bara í almennum kosningum og hafi þannig umboð kjósenda, hafi leyfi til þess að rústa bara efnahag heimila landsins. Og ég tala nú ekki maður sem enginn hefur kjörið og á ekki fallega sögu í þessum efnum. Svo það sé sagt. Og þetta fólk vænar og dænar á kvöldin ekki með þeim sem eru skuldi í leyendur, sko? Nei, þarna erum við nefnilega líka nákvæmlega að tala að þetta fólk er ekki fólki sem finnur fyrir þessu. Þetta fólk er með kannski 2 milljónir í laun á mánuði. Það er ekki að finna fyrir því þó að svo mikið fyrir því þó að lánin þeirra hækki eitthvað fyrir utan það að fólk með þessar tekju skuldar almennt sé kannski ekki svakalega mikið, það kemst alveg af. Ég er núna orðin þingmaður, ég var kennari, alveg þangur til fórun á þing og ég hef sagt það margoft, sko ég er ekki í hættu núna, ég er það ekki, ég ræð við þetta, ég mun ráða við þetta. En það þarf mikið meira til þess að ég fari að högta þannig að ég sé komin í einhverja hættu. En væri ég kennari, þá væri ég komin í verulega mikil vandræði með mín kennaralaun. Og þetta kannski gerir, sko ég held stundum að þingmenn, margir hverjir sem að kannski hafa bara alist upp í góðar aðstæður, þú veist, gengið sinn menntaveg og hvað sem hefur gerst í mildtíðin og farið inn á þing og hafa aldrei upplifað skort eða hafa aldrei, að þau átti sig ekki á að skortur sé til, að alvöru skortur sé til þar sem að þú hefur ekki til nýfs og skeiðar. Við köllum það forréttinda blindu. Já, við getum gert það. Ég persónulega hef ekki upplifað það heldur, svo ég segi það, ég hef aldrei upplifað það ekki til nýfs og skeiðar, en ég hef upplifað óttan sem að fylgir því að það vofi yfir þér að missa heimilið þetta. Og ég vil ekki sjá neitt lenda í því. Og ég hef bara virkilega, þú veist, og það er þarna sem að ég kem og þess vegna berst ég svona hart fyrir þessu og ég nenni líka bara ekki að vera að tala um þetta í einhverjum frösum, raunveruleikin er sá sem hann er. En á Alþingi neyðustu eiginlega til þess, er það ekki? Jú, ég menna það tala allir þannig, maður er voða vondur ef maður, sko, þú veist, ætlar að segja eitthvað og ég tala nú ekki um að segja eitthvað, Seðlabankastjóri bara þarf að fara. Og þá snúa allir baki við. Já, ég meina, þú veist, þetta vegur að sjálfstæði Seðlabankans eða eitthvað. Þú ert toxic, þú ert eitrað epli. Já, ég meina, ég ætla nú ekki að segja að fólk snúa baki, ég á ágætis samskipti við flesta inn á þingi, svo að það sé sagt, vegna þess að ég ætla nú ekki að fara að tala hérna eins og það sé eitthvað þannig. Ég á bara mjög góð samskipti við all flest inn á þingi þó að ég sé
og það verðist nást þannig hjá flestum þó að fólk sé mjög ósammála í pólitík og það finnst mér mjög jákvætt vegna þess að en það breytir því ekki að við tökumst á og það ég er bara mjög móti því að það séu svona einhverja heilaga kýr í samfélaginu sem að líka geta haft þetta gríðarlega mikil áhrif á bara líf þitt og mitt vegna þess að það sem er að gerast núna mun hafa langvarandi áhrif. Þetta sko þegar við erum löngu búin að gleyma þessari verðbólgu þá mun fólki sem nú að taka verðtryggt lán virkilega fara að finna fyrir henni. Þegar og svo náttúrulega bara það að þú byggir ekki upp þinn eigin fjárhag eða þitt eigin líf þegar að þú ert að borga svona mikið til bankana. Þetta einhverju mestu fjármagnsflutningar sem nokkuð tímann hafa átt sér stað fyrir allavega frá hruni og örugglega lengur vegna þess að það bara verið að flytja fé heimilanna bara til bankana í bílförmum á færibandi og ég sem sagt sko þú veist ég get ekki sagt mig við að það sé ásættanlegt. Ragnar Þór komum fram með tillögu við höfum svo sem ekkert fyllt í neitt mikið eftir en ég gerði það nú samt einhvern tímann í fyrirspurn við þáverandi fjármálaráðherra Bjarna Benediktsson að ræða þetta og hann svona þú veist, já ok, en svo höfum við bara ekkert haft bólmagn vegna þess að það er bara svo nóg í gangi að í staðin fyrir vaxtahækkanir þá ætti að taka upp einhvers konar, hvað kölluðu við þetta, svona tímabundin skyldusparnað. Þú veist, þannig að ef að það þarf að minnka peningamagn í umferð og kæla hagkerfið að þá í staðin fyrir að bankarnir hækki vexti að þá sé bara sagt, ok, allir leggja ég veit ekki hver talnir það vera en skulum segja 2%, 5% eða hvað það af laununum sínum inn á reikning sem þau eiga. En stjórnmál samtímans, ráðandi stjórnmál samtímans eru gjörsamlega hugmyndasnauð, þau eru geld. Það koma engar svona nýjar hugmyndir og frjóar. Nei, þetta hugmynd sem ég held að væri bara alveg hægt að nota vegna þess að ég væri bara miklu sáttari við það að borga þú veist, inn á reikning sem að ég veit ok, þetta þarna, ég get notað þetta ef að mér langar að skipta eldhúsinnréttingu eða ef að ég vil gera eitthvað hvað sem ég vil gera og þú veist, ég á þessa peninga þarna ég ætti nokkra milljónir þar inni núna það væri frábært, svo þið kannski hugsanlega stjórna því einhvern veginn hvernig þessu væri veitt út tilbaka svo allt fær ekki háhóla oft upp á nýtt en þetta væri að minnst kosti mínu peningar hitt væri sem að ég vil aldrei vera að mæla fyrir hærri sköttum en ég myndi þó frekar vilja að það væri settir á einhverju tímabundi skattar sem að mynd þannig á meðan svona ástand til þess að kæla hagkerfið þannig að við hefðum minna á milli handana og væri þá hægt að nota það fé til þess að gera eitthvað fyrir almanna hagsmuni, byggja spítala, bæta heilbrigðiskerfið eða eitthvað. Það er allt betra en það að þetta bara svona farin í bankana sem svo alltaf fyrir hvernig einasta vaxtahækkunardag koma með óskalista sinn, við hefum nú ekki trú á því að það sé komin tími á að lækka vexti ennþá. Þannig eru við búin að láta seðlabankastjóri vita hvað þeir vilja og seðlabankastjóri virðist bara fara eftir því. Svo líka trúverðuleiki yfirvalda og stjórnmálanna, hann er undir við erum með óvinsælasta og spiltasta þingmann síðari tíma sem forsætisráðherra og að því við erum að tala þessa gjá á milli þings og þjóðar að það er ekki heldur svona til þess að róa almenning að margir segja að það snú allt á haus ef að fara í lokin aðeins Ásta Lóa yfir í það sem að flestir Íslendingar að tala þessa dagana sem og ég hóf þáttinn á að nefna lýðræðisveisluna sem framöndan með kjöru okkar á Bessastaði næsta laugardag. Hvernig finnst þér þetta svona hafa verið og viltu segja eitthvað könnun dags í dag í Mokkanum þar sem að það 3 Halla Hrund, Halla T og Katrín Jakobsdóttir mælast nánast með sama fylgi svona 20% hver þeirra en samt eru höllurnar báðar sjónarmun á undan Katrínu þvert á kannanir síðustu viku. Já, ég mjög ánægð með þessa könnun svo það sé sagt þá ætla ég ekki að og ég sé ekki að tala rétt undir rós. Nei, þú hefur tekið afstöðu. Tekið afstöðu, ég hef gert það og ég mun styðja Höllu Hrund og sem ég finnst alveg ótrúlega glæsilegur fulltrúi
og hef mikla trú á, en bara bursið frá því, þá finnst mér þetta hafa verið gríðarleg bara, já, lýðræðisveisla eins og þú orðaðir. Mér finnst frambjóðendur hafa verið, mér finnst þeir bara allir vera mjög frambærilegir. Mér finnst það sko alveg, þannig bara fullt af mjög flottu fólki og fjölbreytt og mér finnst það æðislegt og ég held að við höfum að líta á það út frá því. En hvað heldur þú að skýri að Katrín sko sem var með mesta fylgið í síðustu viku að hún sé komin undir þær höllur í morgun í Mókanum? Sko kannski eru línur að skýrast með það að sko svo ég bara segi það, Katrín Jakobsdóttir gríðarlega umdeild. Hún hefur sterkt fylgi, hún hefur sterkt fast fylgi og þeir sem að fylgja henni eru mjög hrifnir af henni og ánægðir með henni og allt það. En hún hefur líka gríðarlega mikla andstöðu. Og margir sem telja að þegar talað reynslunar að reynsla af hverju, að gera ekki góða hluti eða eitthvað þess þar. Nú ég bara svona að segja það sem að, reyndar eitthvað mér finnst líka, hef aldrei verið aðdáandi Katrínar Jakobsdóttir, svo það sé bara sagt. En hún hefur ýmsa kosti, það verður ekkert af henni tekið. En það sem að ég óttast svolítið... Persónulega kosti fyrir embættið, en sagan svolítið svona íþyngjandi. Já, sagan ég meina hún var í ríkisstjórninni eftir hrun sem að fórnaði heimilunum. Það verður ekkert af henni tekið. Hún studdi ISIF og ég bara mitt fyrsta var, ég mun aldrei kjósa neitt sem studdi ISIF. Það var mitt fyrsta útilokunar dæmi. Ég mun aldrei gera það. Mér alveg sama, það lá alveg fyrir, sko, þú veist, þá séu 13 ára síðan, það lá alveg fyrir að var augljóst að þetta myndi leggja svakalega klafa á þjóðina og ég mun aldrei kjósa neitt sem forseta, sem var tilbúin að gera þetta á þeim tíma með þeim upplýsingum sem lágu fyrir, aldrei nokk tíman. Þannig að það var svona mitt fyrsta. Ég útilokaði þar með strax allavega 2-3 frambjóðendur. En hvað það sem að mig langar svolítið að sjá forseti sem að þjóðin getur saminast á bakvið. Og ef að við aðeins bökkum og förum í þar síðasta forseta sem var Ólafur Ragnar, sem að var margt mjög vinsæll forseti, þá var hann svakalega umdeildur alltaf. Og hann það var eiginlega 50-50 alltaf, en hann skipti hóp. Þeir sem voru fylgd honum fyrst, þeir höfnuð honum síðar og öfugt. Sko. Það var allt önnur tilfinning að hafa Ólafur Ragnar sem forseta en Guðna. Það var það. Já. Og mér langar, sko, og ég óttast svolítið með Katrínu að hún muni ekki ná þessari sameiningu. Það verði ekki sameiningatáknið. Hún verði ekki sameiningatáknið. En mér finnst, sko, það sem ég velti aðeins fyrir mér með þessar forsetakosningar ég hef alltaf verið mjög á mótið í þegar fólk talar að kjósa strategíst eins og í alþingiskosningum þá virkar það mjög illa því að það bara svo margir variantar sem koma inn, margir flokkar, þú veist, og svo koma öll þessi uppbótar þingsæti og allt þetta, þannig að þú veist, það er erfiðara. En í þessum kosningum bara einn sigurvegari. Hann verður bara einn. Þannig að kannski þarf fólk að hugsa aðeins það líka vegna þess að... En hefur viljað að Katrín hefði staðið fyrir lagabreitingum sem að hefðu sett þetta í einvígi tveggja í lokin? Ég myndi vilja það. Ég hef alltaf talið það að ef að í kosningum það ekki einhver einn sem að fær yfir 50% atkvæða, þá að kjósa milli tveggja efstu. Ég held að það væri mjög flott vegna þess að við, sko, forsetaembættið eina embætti sem að við kjósum í rauninni alveg beinni kosningu og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að það ríki full sátt það. Og allir sem allra flestir, allavega yfir helmingu þjóðarna sé alltaf mjög ánægð með sem forseti, það einhvern veginn gengur ekki alveg upp, finnst mér það er eitthvað rangt við að það sé hægt að vinna þetta í rauninni með 20%. Já. Þú veist, og jafnvel minna, sko, ef atkvæði verið að dreifast í aftamölli frambjóðanda, sko. En nú liggja þingfundir niðri vegna forsetakosningana. Þetta ekki hugsað þannig að það svona að vera athygllin, bara vera á kosningunum og bestastöðum og aðdraganda þess. Ég nú hverjum og einu sem segir skoðun sína þakklátur sem kemur hér á rauðaborðinu. En þið þingmenn, eitthvað athugavert við það að þið takið afstöðu til frambjóðanda? Ég hef heyrt þau sjónarmið. Ég bara, sko, ég veit ekki. Mér finnst þau sjónarmið yfirleitt koma, sko, hjá fólki sem ósamála
það vill ekki að þessi skoðun heyrist, þá fæ ég stundum að heyra, ég vil ekki að þú segir þína skoðuna því að þú ert nú þingmaður og ég og eitthvað svona. Íslenska leiðin. Já. En ég líka bara velti fyrir mér, fólk í alvörunni, vill það í alvörunni skoðunarlausa þingmenn? Og ekki bara betra, sko, þegar, þú veist, að þingmenn segi hvað þeim finnst og heldur en að við séum að fara í einhverja felur með það. Já, sko, og ég líka bara leyfi mér að efast að fólk, að ég sem þingmaður af því að ég segi mína skoðun, að þá bara hlaupi fólk upp til hand og fóta og segi bara, hún ætlar að kjósa þá hlýt ég að gera það. Ég bara leyfi mér að efast að við séum slíkir áhrifavaldar í líf fólks. Og svo líka þegar fólk að blanda inn í þetta pólitík og segja eða segja eitthvað, ég bara ábjörn mjög erfitt með að ég hef stutt þig og nú finnst mér vont að því að þú ert ósammála mér og ég alveg, þú veist, í alvöru, þú veist, vegna þess að, getur, þú veist, ef að við erum vinir eða við erum, stöndum saman í einhverju, getum við ekki verið ósammála neitt. Ég meina, ég veit ekki betur, ég nú bara ekkert alltaf sammála til dæmis bara maka mínum. Nei. Og á ég þá bara það bannað, sko, þú veist, eða hvað við að tala í pólitískri umræðu? Ég held að við getum aldrei verið alltaf sammála allt og við séum sammála í megin dráttum og í megin stefnu. Og mér dettur í huga að það tikki líka inn í þetta núna, að ef Katrín Jakobsdóttir hefði ekki boðið sig til leiks, eins umdeild, eins og hún þurfandi að horfa á það að brotthvarf hennar úr stjórnmálum leiði til þess að óvinsælasti stjórnmálamaður landsins, mögulega spiltasti, orðin forsætisráðherra sem að mörgum svíður meira heldur en nokkuð annað í þessu landi. Ef Katrín hefði ekki boðið sig til leiks, þá hefði kannski stemningin í þessum forsetakosningum orðið önnur. Þá mætti velta því fyrir sér hvort krafa hlutleysi eða ráða fólk eins og þingmenn, hvort þeirra eigi hjarta hefði kannski, hvort þingmenn hefði meira haldið sínu eigin hjarta til hlés. En það verður bara að segjast eins og að það kosið svo margt núna á laugardaginn og mælingar sýna það að meira en 4 af hverjum 10 hafa alls ekki viljað að Katrín kæmist alla leið á Bessastaði og þá snýst umræðan svolítið það. Þannig að ég hef líka mikið velt fyrir mér hvernig þessi kosningabarátta hefði þróast ef þau hefðu verið bara að bítast þarna Höllurnar og Jóngnar og Baldur og allir hinnir því það er bara eitt frambjóðandi sem sker sig svo rosalega úr. Og það er ekki hægt að draga Ólaf Ragnar Grímsson inn sem eitthvað svona sömu stærð. Hann hvílir sig og þegir og kemur inn á öðrum forsendum eftir að hafa horfið á leiksviðinu á meðan Katrín kemur beint úr ratinu. En þetta verður spennandi. Þú náttúrulega af því að þú ert búin að gefa þig upp sem stuðningsmann Höllur Hrundar og myndur svara ef ég myndi spyrja þig hver verður forseti, það verður Halla Hrund. En sýnist þér þetta verði þannig að við munum bara naga neglur og borða yfir okkur af kartöfluflugum fram á síðasta atkvæði að fara nótt sunnudags? Þetta stefnir alveg í það, sko. Og þá náttúrulega komum við að því að þú veist, það getur einhver orðið forseti með þessuna bara örfáum atkvæðum í mun, 1% mun eða eitthvað þess þar. Og þá, sko, þannig að þú veist, og það er bara eitt sigurvegari. Sá sem í öðru sæti, alveg saman þó það muni pínu litlu, hann ekkert að fara að hafa neina áhrif á forsetaembætti eða nokkuð skapaðan hlut næstu árin. Þannig að þess vegna finnst mér að fólk þarf örlítið að velta þessu fyrir sér, en hvað varðar, það er engin spurning að aðkoma Katrínar hefur breytt þessum kosningum og þessari kosningabaráttu, hún hefur allt aðra stöðu og það hún
eins og ég segi, svo verðum við bara að sjá hvað gerist. Hún gríðarlega sterk öfl sem fylgja henni líka. Það er það. Og það hefur sett mark sitt á kosningabaráttunni. Við heyrum stundum hér á Samstöðinni sem erum algjörlega valdalausir einstaklingar, engin völd, enga peninga á baku okkur eða neitt. Við heyrum stundum að við séum hérna eitthvað erfiðir gagnvart Katrínu. Hvað má þá segja með peningaöflin sem hampa henni endalaust og styðja við hana með ráðum og dáðum og alls konar vinnu og gerðum sko. Þannig að þetta er náttúrulega bara hlægilegt. Það er það og það er ekki jafnræði þarna og hérna það er eitthvað svona, þú veist, eins og ég segi, hins vegar ég get alveg sagt að hún er því fýtt fósiti. Hún kann þetta alveg. Já, maður veit það ekki þegar upp kemur sérstakar stöður. Já, svo er það. Já. Þannig að þú veist, það er bara þannig. En á daglegum basis svona þá er þetta flink í samskiptum og allt það. Já. Þannig að, en það er eitthvað sem ekki passar alveg við þetta að hoppa svona beint úr forsætisráðherranum og inn í þetta og allt það. Það er bara eitthvað sem ég held að það böggar marga ef ég má orða það þannig. Já. En Ásta Lóa Þórsdóttir, takka þér kærlega fyrir þetta spjall. Ég þakka fyrir að bjóða mér. Já, við erum ekki búin að leysa fátækravanda heimilana en við erum búin að ávarpa stöðuna. Bara Flokkur fólksins að bara komast í ríkisstjórn og helst fá 51%. Já, mun fólks já tekið til. Takka þér kærlega fyrir spjallið og takk fyrir komuna. Ég bara þakka fyrir mig. Og Gunnar Smári tekur hér við býður upp á annan rétt. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það var kynjaþing á laugardaginn og við ætlum eiginlega að forvitnast aðeins um það. Hingað eru komnar Sonja Þorbergsdóttir sem er formaður BSRB, velkomin. Takk. Og Tatjana Latinovits sem er formaður Kvenréttindafélagsins. Velkomnar. Takk. Herðu, kynjaþing, hvað er það? Kynjaþing er svona vettvangur, lýðræðislegur vettvangur sem Kvenréttindafélag skipulegur árlega. Núna var þetta haldið í 7. sinn. Byrjuðum 2019 með minnir og 18 og sköpum svona vettvang fyrir grasrótarfélög, grasrótarsamtök, einstaklinga eða hvern sem svona vinnur að jafnréttismálum í víðum skilningi og skipuleg, þingið er eiginlega bara skipuleg viðburðarþinginu er skipulagður af samtökum sem vilja gera það og bara tala svona nýjustu strauma í femínískri umræðu. Skilyrði að þetta sé fjallað jafnrétti, femínisma í víðuskilningi. Við viljum svona fræðast það sem er að gerast. Þess við viljum ekki lokast í einhverjum svona okkar bergmálshellum, heldur viljum svona læra og frétta hvað er að gerast, en líka þetta er bara svona frábær staður til að hitta fólk og mingla og heyra og ný félög hafa verið stofnuð upp úr einhverju spjalli eða einhver viðburði á kynjaþingi eins og feminist fjármál til dæmis og svona, þannig að það var aðalmarkmið og bara hefnaðist mjög vel. Það voru svona stofur eða svona smerri málþing innan allt saman og eitthvað af þeim alltaf erum að reyna að ná hingað að rauðaborðinu, það var þarna til dæmis frá kvennaatgarðun ofbeldi, það var líka ofbeldi í listum, hvernig það nær fram og hitt og þetta sem ég ætla að reyna að fá hingað, fleita þeirri umræðu hingað inn. Það er nefnilega markmið með þessu. Það er náttúrulega eins og þeir að tala um að það er hérna í kaffipásunu er kannski mesta fjörið. Það er það, kaffipásunu og kokteil á eftir, barnum á eftir. Það hafa verið 10 viðburðir. Skipulagðir. Fyrsti viðburðir, þessi 10. eða fyrsti var með forsetaframbjóðendum kvenkyns og hinni voru það er svona í 3 stofum í 45 mínútur. Og það getur verið allt frá fyrirlestri út í bara spjall. Þannig að sem fyrirlestri og kynningar þá hafa Þroskahjálp verið til dæmis með mjög áhugaverðan
fyrirlestur sem ég mæli með að þú færði að tala, þau voru að tala umönnunarbyrði sem fellur á konur með föllubörn og sérstaklega erlendarmæður sem eru mjög hlutfallslega margar á landi, þannig að það er svona beina sjónum á það, þessu tvöföldu einhvern jaðarsetningu. Þar Stígamót voru með umræðu hvað má í listum ofbeldi, kvennaathvarf var með einmitt hvað Það kvenna í Palestínu var það? Konur í Palestínu voru með heila bara mjög upplýsandi og fræðandi viðburð. Það voru 2 sem aktivistar frá Palestínu sem við tekjum að vinna mikið með og sem voru eiginlega bara, ég bara lærði margt nýtt stöðu kvenna í Palestínu og voru 2 ungar palestinska konur sem voru hér og gróðgest skólanum og kláruð, þannig að þetta var bara einmitt fengum upplýsingar beint frá þeim. Svo var kynjafræðikennarar, við erum alltaf í góðu samstarfi við kynjafræðikennara og lærum svona, hlustum á þau og það er líka bara vettfangur koma og bara ég held að niðurstaða var að þetta er bara efla kynjafræðikenslu í öllum skólum, í öllum skólastígum ef við viljum koma okkur upp úr einhverjum bakslægi sem núna. Svo Samtökin 78. Samtökin 78 voru líka, það var skemmtilega hvernig kona má ég vera, þau voru að spjalla það. Og svo vorum við með, við kannski tölum þetta, kvennaverkvall, við ákveðum þemu í ár. Það er ekki alltaf þema, við höfum svona uppgötvað það er betur svona fókusar og maður með einhver svona laus þema, þannig þema hjá Kvenréttindafélaginu alltaf samtvinnun. Við viljum svona fá allar viddir jafnréttis inn og reyna einhvern veginn að ná til en líka gefa plattform til sem flestra og hitt voru þessar kröfur kvennaverkvallsins. Þannig að það var þema. Svona lúksus og vandi, því það eru þú veist þá 3 málstofur og 3 viðburðir í gangi í einu, þannig að það er ekki hægt að vera öllum en það bara að horfa á myndböndin eftir við tókum þetta upp allt, þannig við munum byrja. Það er þetta kannski kvennaverkvallið sem að mér langar að ræða við ykkur af því að, og við höfum svo sem gert það alveg frá kvennaverkvallinu. Það er spurningin er alltaf þetta var stórkostlegur viðburður, gríðarlegur kraftur en hverjar voru kröfurnar? Hver var merkingin að baku þetta og það er kannski spurningin svona hver er staðan á bara kvennarhreyfingunni ég meina er hún að breikka eða er hún að verða hvassari tiltekna kröfur og það sem að mér langaði að fá ykkur til þess að svona melta eftir þetta kynjaþing. Sonja? Já, og það var umverulega umræðefni að þess að Tatjana nefndi að þá voru við komust allavega stór hlut okkar sem voru með framkvæmdastjórnum kvennaverkvalli 2023 og á yfirskrift okkar viðburða var kvennaverkvall og hvað svo og við fáum auðvitað gjarnan þá spurningu og kannski, þú veist, ef maður endur segir langan fund að þá var svona megin inntakið mitt í þessu, þú veist, hreyfing í gangi, þú veist, við erum alveg eins og það voru hátt í 40 samtök sem stóða á kvennaverkvallinu, þú veist, það er mjög margt að gerjast og það er líka eitthvað að gerast fyrir utan þessa hópa, en ég held að það sé mjög mikilvægt, þú veist, við höldum áfram og erum að fylgja eftir kröfum kvennaverkvallsins að við séum áfram að gera það saman og við séum áfram í samtali. Þannig að þá vorum við að velta fyrir okkur hvort við getum skapað vettvang til þess og það var svolítið niðurstaðan að Kvennaréttindafélagið myndi svona taka þann bolta að búa til vettvang og við vorum svo heppin að það komu allavega 3 auðsokkur af því að eitt af því sem hefur verið svolítið að því við erum svolítið að horfa á við viljum grípa til aðgerða núna til að vekja athygli áfram á málstafnum og hafa þetta á dagskrá og svona að halda áfram vitundavakningunni. En eitt af því sem við erum mest spurðarum er hvort að verða kvennaverkvall 2025 af því að þá séu 50 ár liðin frá 1975 kvennafríinu. Og við... Svo enginn 2024, hvort það er kvennaverkvall þá? Nei, það er svona meira þetta 50 ára sem við verðum að horfa til, en svo reynda fáum við alltaf í kringum 24. október á hverju ári og þá skilur fólk ekkert í því okkur það er ekki eitthvað að gerast og þú veist, vill bara fara að mæta á Arnarhól eða út all land. En þarna fannst okkur ekki okkar að svaraði hvort það yrði kvennafrí eða kvennaverkvall 1975 að þetta væri 50 ára ammali og væri svolítið öðruvísi og svona okkar hugmyndir eru það að þetta eru
baráttu dagur og maður svona heyrt það frá einstaka að þau hafi mætt sko til þess að fagna því sem að hefur áunnist en þá sko markmiðun ekki alveg nóg af því ég held að sé líka ákveðin galdur og hluti af mætingunni núna að fólk að fundi sig svona í mismunandi atriðum og sum mættu bara til að sína samstöðu, sérstaklega með ómissandi fólki sem að gat ekki tekið þátt eða í þannig störfum að þau hefðu ekki leyfi til þess og þú veist, fólk að lendum upprunni láglaunastörfum og svo framvegis. En það var allavega svolítið niðurstaðan að þetta á ekki að vera, þetta missi slagkraftin að vera haldið of oft og þú veist, það á meira svona að finna púlsinn hverju sinni og svona eins og gerðist núna síðast og það, þú veist, það var greinilega þörf og eftirspurn eftir einhverju svona alvöru róttækum aðgerðum en það verður ekki haldið kvennaverkfall 2025 og þá kemur að hinnu. Jú, það verður 2025, ekki 2024. Nei, það verður ekki 2025, heldur. Nei. Ekki á 50 ára afmælinu? Nei. Það var ekki. Af því að það, þú veist, þetta með missir slagkraftin sinni að þú ert að halda þetta oft. Þetta ekki hátíð, þetta á að vera baráttu afl, sko. Þannig að það var svolítið... Ætlið að berjast bara á 10 ára fresti? Nei, við ætlum bara að grípa til... Já, við erum bara að svekja. En við vitum svo sem ekki. Nei, mér er kannski verður, þú veist, þetta verður alltaf verið mjög stuttur aðdragandi. Við erum ekki tilbúin að gera uppskeruhátíð hverju árið. Þetta á að vera verkfall, það á að vera kraftur, það á að vera róttækt, þá ekki, fólk á ekki ætlast til að, já, þessi dagur við mætum hann í parti. Nei. Já. Þannig að ekki veit lengur hvað Þannig, já. Þannig að núna meira sko spurningin, hvernig nýtum við sko þennan kraft og líka svona að því við fundum það líka eins og bara á kynjaþinginu, það svona svolítið endurnýjun, það var meira fólk að koma bara svona eitt og sér og hafði ekki verið dregið af einhverjum sem mjög áhugavert að það ekkit svo oft sem það gerist og til þess að svona búa til samstöðun aftur og fylgja eftir kröfunum og við ræddum það svolítið líka að sko hverjar eru bestu aðferðnar og vorum svolítið sammála það að það auðvitað, þú veist, að svona fjölbreyttum toga, nýta húmorinn eins og rauðsakarhreyfingin og kvennalistinn og kvennaframboðið gerðu. Aðra voru á því að það mætti bara vera svolítið reiðar og vera með svolítið punk, þannig að vonandi verður bara eitthvað svona allt í bland. Og svo var líka svolítið stór spurning, sko, hver sko vettvangur til að koma framfæri, af því að við horfum á sko þessar stóru hreyfingar sem voru hérna, þú veist, eins og rauðsakarhreyfinguna eða kvennalistan og kvennaframboðið og þá varstu kannski bara með eina útastöð og það var hægt að gefa út blað og það var svona auðvelt að koma að skilaboðum áleiðis, en hver vettvangur í dag, það svolítið svona... Og hvernig verið Vera í dag? Já. Vera var náttúrulega stórkostlegt blað. Já. Við reyndar Kvennarittafélag gefur út 19. júni og í ár verður það tilengað kröfum kvennaverkfallsins og Inga sem er framkvæmdastjóri kvennaverkfallsins hún rýstýra í ár þannig að en það fer bara til félaga í Kvennarittafélaginu og svona mætum alveg að sko gera meira. Það er ekki bara góð hvatning til að gerast félagi í Kvennarittafélaginu? Já, en það vandar svona, kynjaþing sýnir í hvert skipta, sérstaklega núna, sýnir einmitt að það vandar vettvang til að hittast og spjalla og plotta og svona. Það var einmitt einn sem var að koma svo alveg í fyrsta skipti, það er bara að séð þetta á netinu og hún var bara að reyna að átta sig á einmitt svona skipulaginu. Og við vorum útskýra, nei og þú veist, kynjaþing er ekki ein samtök eða þú veist, þetta er bara vettvangur margra og þú veist, og svona og svolítið að spyrja, ég meina hvað hefur mestan áhuga á og það var bara allt, þú veist, já, þannig að þá þarf kannski að búa til eitthvað svona samtvinnuna vettvang til að fylgja þessu eftir. Akkurat, vorum að tala þannig að það sem feministafélag átti fyrir mörgum árum, þá voru það að hittast reglulega, bara kvöldi upptala eitthvað. Og þetta vandamála, ég þarf að ná sambandi við kvennarhreyfinguna, hvar finn ég hana? Hún út allt, bara á lista yfir framkvæmdastjórn kvennaverkfalls, það endurspeglar það nokkuð mörg samtök. Já, hún framkvæmst kvennaverkfalls fannst mér bara svo flott hvað þetta, við vorum samvíð mörg og þáttakendur og samstíga, dreifðum verkefnum, það var ekki eitt sem var að svara fyrir málsvari kvennaverkfalls heldur vorum þó nokkuð mörg okkar, þannig að svona á þetta að vera held ég. En það ekki þrautin, það var 100.000 konur á Arnarhóli. Hvar? Og hvar, já. Og hvað svo? Og hvað svo? Já, ég meina það stóra þrautin. Það var ekki svör. Já, nei, þú veist, ég með það koma alls konar hugmyndir sem æðislegt, en svo þarf að setja þær í framkvæmd. Og ég held að það verður svona samstæð það að sé klálega
vilji til þess að koma saman og gera eitthvað og það þá fyrsta og stóra skrefið og svo var ég, þú veist, ég aðeins búin að velta fyrir mig líka svona skipulagi á svona fræðum og fara aðeins að skoða sögu rauðsokkarhreyfingarnar og það er svo margt sem á að læra af því af því að það náttúrulega eitt að koma á vettvangunum en hitt að halda honum lifandi og hann sé einhvern veginn, þú veist, að það sé ábyrgð á svona hvernig þætti fyrir sig. Þannig að ég sé mitt fyrir mér að þetta verða að vera eitthvað mismunandi, þú veist, brjóta þetta niður eftir því, þú veist, til dæmis eins og svolítið við gerum í kvennaverkvallinu, þú veist, hvernig ætlar að koma aðgerðunum framfæri, þú veist, þetta svolítið, það voru að hafa hóp sem kannski með listafólki sem að næra að setja hlutina í samhengi og gera svolítið ádeilina sýnilega og með annan hóp sem einhvern veginn að draga fram staðreyndirnar. En svo eru við líka svolítið sammála þannig að það er búið að rannsaka þetta allt saman það er bara einhvern veginn að halda áfram að koma þetta vitunda fólks. Stundum er það að gera bara eins og ég held að sé Nike segir, bara just do it. Já, nákvæmlega. Og það var svolítið stemmingin. Já, en þessar kröfur sem voru lesnar upp á eins og út í fundi voru bara, við pældum mikið í þeim og það var mjög vel tekið undir það. Kröfurnar, þannig að ég held það sé svona alveg samstæði í samfélaginu að það þarf að gera eitthvað í þessu. Við erum ekki alveg búin að ná jafnrétti eins og við teljum okkur hafa gert, vera fyrst efst einhverjum listum í heimi. Það er svo margt en þá að. Þannig að það er líka bara vitundavakning það. Að skoða sem breytur, hvaða stöðu erlendra, hvaða stöðu fallaðra, hvað er að hinsegin fólks þessi bara svoköllu kvennastörf sem Sonja þetta bara getur talað meira heldur en ég en ég svona í spjölla mínu bara út allt eftir þetta kvennaverkfall, það voru bara allir sammála það kom engum á óvart það var enginn hissa að þessar kröfur voru lagðar fram. Þannig að þú sett ekki að hugsa þetta dagsdaglega þá ertu bara að gera þig grein fyrir því af hverju eru leikskólar undirmannaðir hvar eru mönnunarbyrði mest heima ofbeldi og svona, það er einhvern veginn en svo verður líka bara það hvað þurfum við bara endalaust að tala þetta til þess me too bara konu búin að opna sig og svo bara gerist ekki neitt þannig að það er líka við getum líka ekki ætlast til af konum, að bara endalaust vera að koma með sína sögu og svo gerist ekkert. Þannig að þetta á líka að vera bara svolítið tól til að þrýsta á stjórnvöld og það sem hafa valdi sem heldur breyta hlutum að gera það. Sko, það gæti verið þannig að kvennahreyfingin hafi risið upp svona bylgja miðja síðustu öld og náðu að skipuleggja sig. Verið með eigin vettvang, búin með sitt eigin hús í Hótel Vík og svo ótrúlega sérmjöndi hugmynd sitt eigin hús, já, og svo í hlaðvarpanum minn sitt eigin fjölmiðil sinn eigin vettvang, sitt eigin framboð og eitthvað fleira og síðan og náðu miklum árangri og þá kemur svona hugmyndin það að við förum bara og störfum þar sem við erum inn í hver í sínum stjórnmálaflokki og hver í sínu og svo gengur það svona og svo allt í einu vakna konur kannski fyrir að byttu þurfum við ekki kannski að hafa skipulaðan hreyfingu og skipulaðan vettvang sem eru okkar kröfur vegna þess að það er ekki þannig að þetta leysi svona sjálfur sér þar sem að hver kona þarf eiginlega að bera fram kröfurnar á sínum vettvangi erum við stödd þarna kannski og þá horfum við hvað er húsið okkar og hvað er fjölmiðlinn okkar og hvað er frambúðið okkar og hvað er skipulagningin okkar getum við lifað á skipulagningu allra hinna það er til hús, Hallfræðastæðir og fleiri félög en ég held í grunninn og það kannski sem að ég allavega áttaði mig líka á eitt dæmi eins og þarna var pallborð með stjórnmálaflokkunum og þá var mitt borin fram þessi spurning sérstaklega þú veist og svolítið vera höfða til þeirra þið hafi í gegnum tíðina staðið saman femínísk málefni getið, þú veist, sjáu þið hagið því og munið þið gera það áfram og hvað til að misvarandi endum átt að verið kvennastarfa og hvað er hægt að gera í því og þá voru svörin endurspegluðu kannski eða þú veist, að það er alltaf þróun í þessu og það var fyrir nokkrum árum sem að Viðreisn lagði fram þingsályktunartillögu sem að
var mjög góð á því leitinu til að vera að leggja til að sé unnið að gera þjóðarsáttar endurmatavirði kvennastarfa og það var svona einhverju flokk að tekið undir þetta og ég var alveg svona sammála því á þeim tíma en núna þegar ég heyri talað um þetta að þá hugsa ég en sko hefðu við náð þjóðarsáttum að það ætti ekki að samskatta hjón, hefðu við náð þjóðarsáttum að feður ætti 3 mánaða fæðingarorlof, hefðu við náð þjóðarsáttum þungunarrof, frelsi til þungunarrofs. Það held ég ekki, femínísk barátta hefur ekki einkennst að því að þú náir einhvern veginn allir í þjóðinni með þér, heldur einmitt að það sé svona handafli verið að knýja fram breytingar og svo þú horfið tilbaka að þá þetta náttúrulega bara eins sjálfsagt og það gerist af því að breytingin góð en hún var kannski í samfélagi þess tíma ekkert svo komar að segja sjálfsögð. Það var ekki trópa húrra fyrst þegar það var annað að samþykja og samþykja Þú getur samþykkt það í sjálfu sér en það bara ekki áríðandi. Já, ekki forgangi. Þannig það er svo margt annað sem við erum sammála sem við ætlum að gera undan. Já. Það margar af þessum kröfum hafa nefndar. Og ég held líka að smá svona hugsunaskekkja í þessu að því leitinu til að það einhvern veginn verið að leggja megin áherslu á að stéttarfélögin þá komi sér saman þetta og setja þetta oddinn og eiginlega passa upp á að hinn kom ekki eftir í einhverju höfrungarhlaupið til þess að setja viðhalda það leiðréttingunni en þú átt heldur ekki að því að atvinnurekendur beri skyldu samkvæmt lögum til þess að tryggja jafnrétti kynjanna í launum og öllum þessum fjölbreyttu birtingarmyndum og mannréttindi ekki umsemjanleg. Þannig að þú getur ekki hort bara á það að þetta sé á kjarasamningsborðinu, þau bera sjálfstæða ábyrgð til þess að tryggja þetta og það er ekki gert nema með aðgerðum og setja það í forgang og því líka vinnu í það. Ef þetta er svona spurningum hreyfingu og hvernig hún nær fram kröfum sínum og þetta sem við erum að horfa á kannski að þið voru með pallborð stjórnmálaflokkana og þau eru öll með svona einhverja áherslur í kvenfrelsismálum eins og Hættan svo náttúrulega að þau koma sér bara saman það sem að þau geta komið sér saman sem að saga segir okkur eru kannski frekar það sem hefur kallað svona millistéttakröfur vegna þess að flokkarnir eru bara svo ólíkir og líka stjórnmála fólkið tilheyrir náttúrulega ákveðinni elítu í samfélaginu þannig að það er það sem aðkallandi á þeim þannig ef það er ekki kvennarhreyfingin að reka fram kröfurnar að þá er hætt við að það sé val það hvað árangur næst í annarkvort skipulagsleysinu á hreyfingunni sjálfri eða það sem að getur verið svona ég var að reyna að giska á að væri svona afkvæmi að velgengninni
að það sem hafa litið svo á að það ætti að vera eiginlega kvennabaráttin í öllum stofnunum samfélagsins. En kannski niðurstaðan svo að við fylgum stjórnmálaflokkunum að gera þetta, að það séu fyrst og fremst svona það hefur verið fæðingarorlofið, það hefur verið jafnlaunavottorina, það er jafnt hlutfall kynjanna í stjórnum og ráðum og þetta er svona frekar millistéttarkröfunar, frekar heldur en óréttlæti þeirra sem eru láglaunakvenna eða kvenna sem eru innflytjendur og eru á jaðri vinnumarkaðarins, á jaðri húsnæðismarkaðarins, bara á jaðri samfélagsins vegna tungumálsins og annað slíkt. Þetta allt hjálpar til, en ég langar bara svona, ég hef verið hugsað mikið rauðsökakreyfinguna og lært, þetta er fyrir minn tíma, áður en ég flutti hingað, en hef lært í háskóla þetta og ég er búin að vera, þú veist, og það fylgjast með þessu og frábær svona punk í þeim, rótækar svona, en ég held að árungar frá þessu sem þeir byrjuðu hefur nást líka að við þessar konu komu svo í einhverja stöðu þar sem þeir getur í kerfinu, þar sem þeir getur breytt. Margar þeirra fóru í pólitík eða í stígamót eða þetta voru. Þannig að árangur er ekki bara úr aðgjörðum þeirra þegar þeir byrjuðu, heldur að þeim hefur tekist að komast inn í kerfi og breyta kerfi. Og ég held að ástæðan fyrir því að okkur, ég vil bara meina í jafnréttisbaráttu, að við erum ekki landið er breytt. Hér búa 36.000 erlendarkonur, það eru ekki allar í lánunni störfum. Það eru margar mjög mentaðar eða vinna í alls konar störfum. Þú sér þær ekki hjá hinu opinbera, í stofnunum, í einhvern stöðum, ekki margar, þar sem þær geta breytt hlutunum og geta bara benda á. Til dæmis var bara þroskahjálp, var með frábæra viðburð, en það eru með polska konu sem er fær, ekki bara því hún er polsk, heldur hún bara fær og kemur með nýja sýn á þetta. Við gerðum, þegar ég formar innflytjendaráðs, þá gerðum við hagstofa í Íslandi til að gera launakonun á grunni uppruna og hún var svona tilraun til að gera það, hún var ekki fullkomin, en það sagði þetta þurfa bara tíma og peningi til að tróa þetta, en það kom í ljós að á meðaltali var fólk að verðlaunu uppruna með 8% lægri laun heldur en Íslendingar. Í sumum stjættum, sumum þessar störfum eins og hreingerningar var í 16%. Það skipti máli hvaðan fólk kom, þú veist, eftir Svíi eða Pólveri eða Tælendingur, og svona, og einhvern veginn, ég held að sé það sem við þurfum að skoða, þess að vitt og breytt í samfélaginu og jafnréttisbaráttu þarf að ávarpa það alveg, þannig að ég held að það sé líka, það er grasrótarbarátta og við þurfum að efla hana og vera sterk, en svo er líka bara að koma réttu fólki á réttu staði, réttu störf. Svo náttúrulega, svolítið eins og við rættum í aðdraganda kvennaverkfallsins, þú veist, ég menn þetta hefur verið þróunin, svo komum við okkur inn í allar þessar stofnanir og reynum að breyta innanfrá, en þá vantar svolítið pönkið. Og pönkið þarf alltaf að vera til og ég verði til að það verði bara alltaf endurnýjað, þessi bara unga fólkið í pönkinu, þú veist, og við bara bjóðum einhvern strúktur og hjálp, já. En ég held að þú veist að vitundavakningin sé stóra máli þar, þú veist, að því að ég meina mér var bara svolítið brugðið með að við svör stjórnmálaflokkana og líka forsetaframbjóðandana. Þetta er dauft, eitthvað. Já, þetta var rosalega litlaust og svona þá áttaði ég mig á því að þú veist, þetta er ekki þú veist, besta staða þekkingar í dag að þróunu sem eru orðið og líka þessi áhersla sem þú ert að nefna það er bara engin að pæla í lín-innisma lengur. Þú veist, við erum ekki að fara að pæla í því hvort að við sem að koma á konum í framkvæmdastjórastöður eða ekki. Þú veist, það er búið að fara einhver áratugur í það eða eitthvað álíka og ekkert gengið, þrátt fyrir einmitt lögin kynjahlutföll í stjórnum. Þá þarf bara að taka næsta skref fyrir það og setja bara einhvers konar refsingu fyrir því ef það er ekki fullnægt því skilyrði. En það sem að lærðist líka þar og vonin var á þeim tíma er að það myndi hafa svona
margfeldi áhrif að þú veist, ef þú ert með jafnt kynjahlutfall í stjórnum, þá myndi það því að jafnt hlutfall framkvæmdastjóra og svo myndi það hafa áhrif sko niður á gólf. Ég verða að svekkja með því að þótt að séu konur séu helmingur af stjórnarmönnum í bönkunum okkar, að þá hegða þessi bara nákvæmlega eins. Já, ég meina það hefur við líka sagt, það er ekki alla konur feministar. Þess vegna þarf að búa til vettvang, það sem þetta er allavega að þú allavega ert upplýstur bestu mögulegu stöðuþekkingar hverju sinni og áherslur þá, þú veist, svona breiðrar kvennasamstöðu það til hvað aðgerða þurfa að grípa. Þannig að það sé þá allavega á taktinum, þótt að sumir nota það kannski bara til skrauts til þess að geta svara fyrir sig, en einhverju þá raunverulega að reyna að hjálpa til að vinna að því. Já, ég held að samstæða sé rosalega mikilvægt og það er það sem einkennir Íslandi. Nú erum búin að tala kvennafrí í mörgum löndum, í viðtölum, mínum löndum og þetta er eina spurning sem ég fæ. Það er fyrsta spurningi sem er hvernig náðu í samstöðu. Þannig að ég held að þessi bara... Þetta er galdur og það er eitthvað sem grassroots starfa svona hugað og við halda og næra það. Það gerist ekki á sjálfu sér og það er tekist á og það er bara allt í lagi að þessi tekist á og við vilja fá fleiri með okkur ef eitthvað það er. En það má samt ekki enda á einhver svona málamillun og við gefum eitthvað frá okkur sem þýðir ekki neitt, þú veist, þeim er bara eins og í stjórnmálaflokkum, það veist, bara þurfa að hugsa alltaf hvað heitir það, fylgi. Já, þú veist, við megum ekki vera þar, þú veist, að jú, við erum allir og svo megum við ekki segja neitt, við hljótum að mega takast á. Bara, og bara ræða málin. Ef þetta eru orðið einhvern veginn skilabónir og þess eðlis að fólk móttekur þau ekki lengur, þá má það líka hugsa sem barátta að ferða svolítið bara ganga fram á fólki til þess að ná allavega samtalenu upp, sko. Þú veist, það þarf ekkert alltaf að vera stillt. Sko, það er rétt sem að segja, Tatjana, að rauðsokkurnar þær fóru inn í kerfin og höfðu þar áhrif. Það má líka segja það það var svona róttæk bylgja sósíalista á 8. áratugnum sem að náði engum árangri en margt af því fólki fór og hafði mjög mikil áhrif á til dæmis verkalýðsbaráttu og opinberra starfsmanna. Ég get alveg nefnt sko formennir í einstöku félögum, þessi var í KSML og þessi var í EIKML og þeir fóru þar og höfðu mikil áhrif. En það sem að kannski gerist að ef þú ert einn inn í kerfinu að reyna að breyta því og ef þú ert ekki með fólkið á torginu að rópa og halda kröfunum, að þá fjarar út, það er bara þannig. Líklega þarf sá sem er inn í kerfinu og ætlar að breyta, hann getur engu breytt, nema að sé virk grasrótarhreyfingan úti. Og þá er það spurningin. Er það kannski það sem að, en það er svo sem ekkert vantað í kvennarhreyfingunni. Við höfum MeToo, við höfum druslunar, við höfum alls konar svona raunverulega róttækari aktivisma heldur en eiginlega í öllum öðrum róttakari heldur en í umhverfismálum. Þú veist, svona, ef maður er að fara að vikta þetta eitthvað, sko. Þannig að, hvað er það sem að væri gott að hafa svona meira skipulag á svona grasrótarhreyfingunni, meiri virkni þar til þess að geta sveikt, sko, stofnaninnar sem að allir feministir eru inn að breyta innanfrá. Er það svona sem er að hugsa? Þetta er náttúrulega tvíþætt, annars var sko, ef að þú ert inn í stofnunarinn að breytinni eða fyrirtæki eða hvað það er og ert svolítið ein eða eitt í þessu, að þá auðvitað þarf næringu einhvers staðar annars staðar frá. Og það held ég að sé líka ákveðin galdur sem hefur verið í kvennarhreyfingunni sem að ég veit ekki hvenær skapaðist, þú veist hvort það sé eldra heldur en rauðsokkarhreyfingin, en það er eitthvað svona meira, það er sjálfgefið að við stöndum saman og það er nærandi að vera í þessu samtali, þó að þetta sé stundu tekist á, en það var allavega ekki, eins og maður getur oft ímyndað sér og hefur heyrt frá svona öðrum samtökum að þetta er bara meira rifrildi sem að þú veist og þá bara svona missir fólk kannski orkuna á flugið og sér ekki tilgangin. Já, og svo þetta þarf svona pínustruktúr, þetta þarf eitthvað, þú getur ekki verið með það verið æðislegt að vera með mörg samtök það þarf starfsmann, það þarf þetta til að halda þessu gangandi að svo fólk komi í og geta bara verið róttækt og spjallat og grasrótin nærist, þannig að ég er ofta að hugsa þetta. Þá gerir fólk gott. Kvenréttindafélag með eitt, starfsmann í 80% starfi, kvenfélagssamband líka, það eru hinn sem stíga mót kvenna hverju fleiri en þau eru líka í þjónustuhlutverki á Women mikið að gerast hjá þeim líka, þannig að það er svona en það þarf
og ég man eftir ég stofnum samtök kvenna erlend uppruna, það var líka, við fengum svo svakalega mikið stuðning og styrk bara að vera í kvennahreyfingunni. Við vorum fyrst að hugsa að stofna samtök útlendinga og svo voru bara engi karlar með okkur. Við föttuðum þetta, við vorum bara konur og þá bara ákveðum að stofna það og það auðveldaði okkur að búa til stefnu og sín og halda okkur við það og það að vera hluti af kvennahreyfingunni held ég bara hefur fleygt þeim samtökum mikið og lengi hefur búin að vera starfað í 20 ár mikið en svona þannig að já, ég veit ekki ég er ekki að svara þér en það þetta er í gerjun sem að segja bara þessu ég menna þessi viðburður þú veist helgina, hann var þess að lesa við lofuðum að halda annan viðburð fyrir heldina setna og við erum svona aðeins bara fram á aftur því að við erum ekki alltaf gefist vel að reyna að hóa fólki saman rétt fyrir sumarfrí en hvort að hausti sé málið og þá einmitt verður þetta svolítið tekið upp, þú veist, hvernig getum við skipulagt okkur betur, hvernig getum við búið til sameiginlegan vettvang og svolítið forgangsröðun, sko, þú veist, hvað viljum við gera hverju sinni, hvað er mikilvægast. Það er stundu gert þegar það eru mörg lítil félög að þau saminast, ég held að iðnaðarmannafélögin hafi verið að saminast til þess með sameiginlegan rekstrakostnað til þess að auka afsitt. Það er oft gert í svona og það var bara til upp úr miðri síðustu öld og voru til svona kvennahús, ekki bara hér, heldur, ég menn eftir svona í Danmörku, alveg rísahúsi sem voru alls konar félagsamtök sem að... En það er svona halvvegastegum, það eru þessi 3 samtök stóru... Já, þetta er ekki svona grasrótar, þetta er ekki svo skrifstofa bara það ekki verið inn. En sko, kvenréttindafélag getur verið regnhlífasamtök. Já, kvenréttindafélag er það kvenfélag saman með bandal Kvenreykjavík og þar leigja viðminlega aðstöðu. En mann ég ekki rétt, þið getið orðið regnhlífasamtök fyrir önnur. Jú, við erum sem sagt í okkar samtök, í kvenréttindafélag nokkur samtök og við erum til dæmis fulltrúi í Íslands í European Women's Lobby. Og svona það er frá European Women's Lobby sem er svona starstu hagsmunasamtök feminista í Evrópu, í Brussel sem var bara svona beint einhvern áhrif á og það sem er að gerast á þingi eða og þó við sem ekki í Evrópusambandi, þá erum við í þessum samflótti, það er samtökum og það var til dæmis krafa að hvert land býr til reglulega samtök sérstök, bara sérstaklega fyrir til að vera hluti í lobbyum og við sögum við getum ekki gert það, við erum svo lítil og ég veit að ég talaði við Rúmeníu, Serbíu, Króatíu og það er svona svolítið óvirk, þá er þetta bara einhver svona reglif en hafa ekki bólmagn til að vinna mikið með félögum sem er undir hjá þeim nema í þessum störstu löndum og svona þannig að ég held að við þurfum að vera pínu praktísk. Það er bara grindin af reglifinni og það rignir í gegn. Já, þetta er líka að fólk alltaf að byggja eitthvað reglifa samtök innflytjenda, þú veist, við grasröðin svo veik, þau er svo fá að það er ekki búið til einhverja reglif sem yfir hvað. Þetta er að styrkja þetta að neðan. Það sárvantar sko samtök innflytjenda. Þó ekki nefn að bara hafa sko talsmann innflytjenda í öllum þessum fréttum innflytjendamál. Það er alltaf verið að ræða við fólk sem er ekki innflytjendur. En þá þarf bara að styrkja innflytjendur. Já, og það styrkja samtök. Það eru nokkuð samtök, en þetta er bara, þú veist, þetta er bara endurspara stöðu innflytjandi í samfélaginu. Þú hefur bara ekki tíma til að sinna þessu. Innflytjendur þurfa að geta haft afl til þess að reka þá baráttu sjálf. Alveg svo konur verða að reka sína kvennabaráttu. Já, en svo er bara svo höfum við ekki í kvennahreyfingunni. Innflytjandamálin mikið og það byrjar þá og það er samtök kvennaverðlunumpröfun stofnuð og eru strax hluti af kvennahreyfingunni og við erum núna allavega í kvennahreyfingafélaginu og í allar umsagnir frumvörp og allt sem við gerum, við skoðum þetta með þessum augum, erum við að ná til allra kvenna sem búa í Íslandi. Þú veist, erum við bara að tala ákveðna heldur, erum við að tala þannig að þú veist, við höfum kommenterað á útlendingafrumvörp mjög grimt að það er bara ekki tekið kynjasjónamið er ekki haft til hlýsjónar og svona þannig að það var gefin út síðóskýrsla þetta er kvennasáttmáli við skrifum skuggaskýrsla og svona öðrum og svo síðó gaf út svona tilmæli sem við svona reyndum í og tókum punktana sendum alþingismenn hvað Alþingi þarf að gera til að Ísland standi við þennan kvennasáttmála og það bara kemur margt mjög mörgum punktum koma innflytjandi konur fatlaði inn á.
Þannig við svona reynum að tala fyrir þeim. En það er alveg bent á þetta vimmen, sko, að þú veist, ég menn það að vera að biðja að veita umsagnir þingmál, að vera að biðja sem er síðan ekki eins og niður lesna, sko. Þetta er okkur gildrað félagsamtaka að alltaf vera að þjóna hérna einhverjum umsóknum og fleira, svo er þetta ekki svona lesið, sko. Eða bara kalla þetta, getur komið eftir 5 mínútur á fund. Já, nákvæmlega. Símtarsamráð upp alla veggi og litlu félagsamtökin eru í stundum í sjálfboðastarfi að eyða tíma sínum í þetta. Ættu kannski bara frekar að vera með einhverju miklu róttækar aðgerðir. Líta svo á að þessu utan kerfisins alltaf áhrif á kerfi en ekki þessi hugmyndum að það geti haft áhrif á kerfi með einhverjum umsóknum. Þetta samt virkar, þú veist, þetta samt hefur eitthvað að gera. Ég man, þegar ég var í Vimmin 2003, þá kom þenn stóra innflytjenda frumvarpið. Það átti bara að taka DNA síni af okkur og ég veit ekki hvað og hvað. Þú veist, ég man, það voru einhverjum 15 atriði og við náðum að ná bara 8 út sem var bara út, þannig að það myndaðist svona þrýsting og þá fórum fyrir nefnd og skrifið umsagnir, fengum hjálp, það er bara svolítið flókið að leysa umsagnir og skrifa og svona og mynduðum bara svona stemningu kringum það, þannig að og gátum bara þegar við ætlum alltaf að benda á það sem var sagt eða ekki, þannig að það er ekki eina. Það er líka sterkt afl, þú veist, ég er ekki vissum að það sé alveg staðan í dag, þú veist, að það sé þannig skipulega. Nei, það er það ekki, það er líka bara öðruvísi í dag, þú veist, en samt en fengum mikið stuðning frá öðrum samtökum. Það voru, ég held ég, bara allar ungleiða hreyfingar stjórnmálaflokka vorum á bankinu. Það myndir ekki nást í dag því að ég held að allir flokkarnir séu komnir á því að vera með svona útlendingandu, það er keppni á botnin hver getur verið grimmastur því miður. Og það er einmitt eitt, þú veist, líka því að ég var aðeins að rifja upp þegar þú varst hérna með þættina og varst að draga frá raddir, þú veist, fólks af erlendum uppruna og oft kvenna að staðan er þannig þetta að ég allavega hef heyrt að þau veigra sig við að fara í viðtöl, þau veigra sig við að vera í fronti af því að það er bara svo miklu meiri bara andúð og andstreymi og rasismi og þú veist og þau verða meira fyrir barðina heldur en áður sem er, þannig að þú veist það bara segir svo skýrt hvað þetta er hrikalegt bakslag. Já, bakslagið er svakalegt. Það er bara þannig að ef innflytjandi kemur og talar bara sjálfsögð svona réttindamál og hérna lýsir viðtökunum í samfélaginu að þá fær viðkomandi yfir sig sko gríðarlega persónulegt álag, fær bara í posti og senda á viðkomandi. Það er enda hringdi mjög kvöldi til heim. Já, og skammast í þér. Já, bara eitthvað. Akkur þú ferð ekki bara heim og allt þetta? Ekki þannig, heldur bara svona fólk svo leyfi sér, ekki oft, bara útskýra fyrir eða bara leyfi sér svona einmislega sem mér myndi aldrei þetta í hringi. En þið voru svolítið romantískar á þannig að tala um rauðsökurnar. Það er fengur og þetta aldrei sér sig. Já. Ég held að hafa fengið saman rauðsökurnar hafa fengið rosalega mikið á sig, sko. Það er til breið bók þar líka. Ég held að hlutaði er að þær hafi mitt brynjað sig með kaldhæðinni og þú veist, þannig ég held að það hafi gefið þeim orku, bæði náttúrulega það að nærast hverja annari en einhvern veginn að þú veist, að taka þetta ekki of alvarlega. Og ég held líka bara í þessari polariseringu og öllu sem er núna, þá held ég bara alveg eins og sjáum bara að sko, baráttu hinsegin fólks að þú getur líka unnið með því að vera með, svo við séum, þú veist, kannski ekki romantískar en bara einhvern veginn með gleðinni, með samstöðinni, með svona jákvæðinni en líka þessa pönki og kaldhæðinni, þú veist, og ég held að það sé leiðin fram á við, að því að þú fer að tala einhvern veginn á einhvern hóp, þú veist, þú verður að breyta þér og þú verður að gera hinsegin eitthvað sem er, þú veist, þá kannski erum við bara búið til stærri ekki á. Og ég held að í núverandi andrúmslofti og með bara öll þessi áhrif sem eru í gangi og sem að, þú veist, við tölum með Andrew Tate eða Jordan Peterson eða öll þessi áhrif sem þetta hafa líka unga fólki, að þá er það ekki leiðin fram á við, sko. Og maður hefur heyrt það svolítið að það er búið að vera efla eins og kynfræðslu og jafnréttisfræðslu í skólum að sumir ungistrákar upplifa bara að sé verið að gera það á alla gerendum og þá er markmiðinu þetta ekki náð, sko. Þú veist, þá þarf þetta að gera þetta með einhverjum öðrum hætti. Já, akkurat. Eru, með að heyri svona, það er eitthvað degla hérna á Íslandi í kvennabaráttunni. Gæti, já, það er að verða til þarna, ég kann ekki lengur að telja, sko. 5. bylgjan er að verða færast. Er þetta sambarlegt sem að upplifið það að það sé sambarlegt allstar í heiminum? Að það sé eitthvað svona deglutími í feminismanum? Það sem ég held að við séum framarlega í þessu eins og öllu.
þá erum við líka í grasrótin framarlega. Það eitthvað gerist, ég heyri meira þetta. Í þessum landum sem ég ekki, sem ég kem frá, Balkanskaga, það ofsalega mikið tala ofbeldi. En það eru bara, femicid bara svakalegt vandamál. Og hjálpar ekki Jordan Peterson og hjálpar ekki. Þannig að, ég svona, í minni svona einhverju búblu, þá sé ég mikið þetta á samfélagsmiðlum og svona, en þar fá svona samtök ekki áheyrn stjórnvalda. Ég verið til dæmis í Vítalum eftir 24. október í sjónvörpum þar og það spyr hvað getið þið sagt konum hér, hvernig geta þær ná meiri jafnrétti? Ég þarf ekki að segja, það fullt af samtökum þar sem að vinna í því, ég ætla ekki að segja fólki hvernig að gera þetta. Þannig, það svona, það eru alltaf hreyfingar en ég held að hafa ekki mikið áhrif. Fjölmiðlum þarf þetta ekki huga að spurja samtökin, þarfinn samtök. Nei, það fá ekki, það þarf einhverjum útlengur, ég verði þetta ekki útlengur, en það þarf einhver utanfrá að koma, því Ísland svo markasett flott sem fyrir landið í jafnrétti, þá hljótum við að vita þetta allt og geta gefið þeim einhverju uppskrift og við höfum fengið mikið af fyrirspurnum hvernig við getum hvernig fólk gæti að skipa mörg áhugasum að gera þetta, en ég held ég myndi líka, þú veist, það eitthvað svona smá svona öfusnúði við það að við rötum í heimsréttinnar og alla helstu miðlana og það kemur þú veist, fréttamaður frá BBC og bara með, þú veist, allan daginn og í aðdragandanum og svo framvegis. Ég menn það hefur auðvitað rætt eitthvað í heimsréttinnar sko bara átt að hvernig þessu Suður Kóreu núna sem er ákveða það ætli bara ekki að deyta kallmenn og ætli bara einhvern veginn að sína fram á valdaójafnvægi með þeim hætti, en þú veist, það var líka risastór barátta bara á Ítalíu fyrir nokkrum mánuðum vegna einmitt kvennamorðs og það sem að hlutinu voru sett í svo skýrt samhengi að það ætti erindi við allan heiminn, þú veist, að vera að reyna af skrimslavæða þessu umræðu, þú veist, þeir ekki allir skrimsli, þú veist, að það þýðir ekki að horfa á það þannig, þú veist, heldur á að horfa á þessu rauðu viðvörunarbjöllu sem að reyna að stjórna lífi kvenna, að skeita skapi sínu ef að það þú veist, hætta að hitta vini sína, þú veist, allt þetta, skilju, að það getur leitt til einhver svona. Og við hefum náttúrulega verið mjög inspirerar af sko, konum í Suður Ameríku, þú veist, það náttúrulega einmitt kvennamorðstíðnin ótrúlega há, en þær að safnast saman út á torgum og alls konar hreyfingar og mótmæli og baráttudansa og bara svona mjög inspirerandi. Það er svo augljóst að þið langar í eitthvað svona. Já, það er eitthvað svona. En talað Suður Kóreu, þar síðustu viku fengum við Kvenréttindafélaginu heimsókn frá 3 þingkonum frá Suður Kóreu og ég held að við vildum bara svona fræðast Ísland, jafnrétti, nei það voru búin að lista. Þannig að þungunarrof, hvernig komu þið þessu í gegn? Jafnlaunavottun. Það voru bara svona með to-do listi fyrir sig og voru að spyrja, vilja konkrétt ráð hvernig að gera hlutum, veist þetta er svo flott. Svo komu japanskur konu og einhver sveitafélagi þarna sem voru líka með svona, þetta var ekki bara einhver svona, hvað heitir þetta, svona vísindaferð bara svona, hópablei, þær voru bara með, það voru mjög undirbúnar fyrir þetta og voru klárlega eitthvað spá. Og það oftilega svona mesta, eða þú veist, þegar maður að taka á móti ykkur að reyna átt að hvar eru þið stödd, eða þú veist, hvað á ég að byrja á að segja þetta, eða þú veist. Og að því ég menna líka, þú veist, að koma ykkur frá Ítalíu og ég var ekki búin átt að máði atvinnuþátttaka hvenna væri 50% þar og eiginlega bara í opinberum störfum, þú veist, og maður er bara, þetta er Evrópaþjóð, ég hef bara gefið mér að þau varu nær okkur. Ég var á Írlandi fyrir nokkrum árum og þá fattaði ég, þau eru ekki með stéttarfélag, verkfallshreyfing ekki neitt og eru ekki með leikskóla. Þau eru enda með stéttarfélög. Já, þau sögðu bara allavega kvennahreyfingir ekki í sterk, þau eru með stéttarfélag. Ég var að tala hlutverk stéttarfélaga, í jafnréttisbaráttu stöðu og svona. Og þær, þá þarf maður bara svona að fara nokkur skref aftur þegar maður útskýrir. Það er þetta að labba eftir Íslandssögunni og fá tengingu við ýmislegt þegar að segja, það var náttúrulega varð því miður auðnaðis kvennarhreyfingun og verkalýðshreyfingun ekki að vinna saman hér snemma á síðustu öld. Verkalýðshreyfingin varð mjög karllæg og konundar voru eiginlega utan og tók langan tíma fyrir þær að koma inn. Vakning í kvennabaráttu hér
kannski svona á 7. og áður en rauðsókurnar komu, var mikið til út af sko samþykktum Sameinuðu þjóðanna eða alþjóða vinnumálastofnunar og hlera sem var sótt sem fyrirmyndað utan. Það var kveikjan hér til dæmis jöfnlaun fyrir sömu vinnu, var ekki krafa sem var til á Íslandi. Þetta var innflutt. Það var ekki Bríet Bjarnhéðinsdóttir sem stofnaði Framsókn, eitthvað ekki sókn, félag. Já, það voru, já, þú veist, Karlarnir vildi ekki hafa það. Það voru sér bara. Hafa þeir í félum að þeir héldu að þá myndi launin fara niður. Það líka svo áhugaverð saga. Hún að stofna kvenréttindafélagið og svo fyrir hún bara í kaffi hjá okkur nágrannakonu sem bara, okkur þið bara að tala ykkur borgarlega réttindi, okkur ekki að tala láglaunakonurnar og þá verður ykkur gerjun og svo þar allar að fylgja sér bak við að styrkja sko stofnun verkakvennafélagana. Sem ótrúlega magnað. Það mjög magnað, mjög skemmtilegt. Þetta eru skemmtilegir tímar að degla í gangi. Degla. En eitthvað kom út úr þessu. Þannig að þið vilja ekki hafa kvennaverkvall á hverju ári. Vil ekki tapa því að vera með 100.000 og vera svo með 70 og svo 50 og... Nei, menna hættan svo að fólk líta á þetta sem uppskjöruhátíð eða hátíðarhöld eða þetta að vera eitthvað fögnuður. En hugmyndin að fara og skoða í verkfæragistu grasrótarhreyfinga, hvað hægt að gera? Það að vera með eigin vettvang, eigin aðstöðu, það að vera með fjölmiðla, það að vera með ýmsar aðgerðir, það að vera með fundi og ráðstöfnur og það að vera með einhverja deglu. Og það eiginlega hugmyndin. Það sem að vantar helst virkar í grasrótarstarf eða eitthvað. Já, það var þetta skemmtilegt. Það var þetta bara ná sem flesta, ná ungt fólk. Fólk að lendum uppruna. Ungt fólk að lendum fólk, falla fólk. Já, og svona bara, já. En það vantar að viðhalda sko, eða búa til enn fleiri frekari vitundavakningu en líka samstagsvettvang sem þarf skipulag fyrir. Sonja og Tatjana, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, ég þakka þeim Sonju og Tatjanu kærlega fyrir eins og öllum gestur sem hafa verið hérna og Birni Þorláks fyrir að hjálpa til við viðtölin og Laufey og Pétri fyrir að taka upp og senda út og ykkur kærlega fyrir að hafa hlustað og breytt þessum samtölum okkar í fjölmiðlun. Þið getið verið virkir þáttakendur með því að benda fólki á það efni sem að ykkur líkar á samstöðinni. Þá fer fólk og finnur það og horfir og við það stækkar dreifikerfið okkar. Þannig virka samfélagsmiðlar. Þið getur bent á að við séum á Facebook undir nafni samstöðurinnar, á YouTube undir nafni samstöðurinnar, á öllum hlaðvarpsveitum undir nafni samstöðurinnar og nafni einstakra þátta hér. Við erum í útvarpinu 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu á FM. En þær útvarpssendingar má líka sækja á spilarann, spilarinn á netinu, spilarinn.is, en spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, allstað það sem netsamband. Við erum komið í sjónvarpið til þeirra sem eru svo heppin að skipta við síman. Þar eru við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem eru 24 tímar á sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring. Samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Þið sem að viljið styrkja okkur í því að byggja upp samstöðuna, geti gert áskrifundur. Það áskrifundur sem hafa fyrst og fremst byggt upp samstöðuna og við þökkum þeim kærlega fyrir. Það kostar 2.500 krónur á mánuði að vera í hópi áskrifenda. Þið getið skráð ykkur með því að fara inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þar getið þið skráð ykkur. Þið sem vilja borga meira getið gert það og þið sem kjósi getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta fjölmiðl örtvaksandi sem í eigu áhorfanda, áheyranda og lesenda. Þið sem hafi verið kannski löngu búin að taka ákvörðun að slást í hópinn en ekki látið verða að því ennþá. Ég hvet ykkur til þess að gera þessi fyrst að því að við erum svona að reyna að meta hvernig við getum látið samstöðuna vaksa í næstu skrefum. Það hjálpa til að þið sem eruð á leiðinni látið vita af ykkur sem fyrst. En þetta búið í bili. Rauðaborð verður hér á morgun klukkan 8. En ég þakka fyrir í bili og segi góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.